föstudagskvöldið 15. janúar. Við erum með spennandi dagskrá í kvöld að venju. Við ræðum vopnahlé, pólitík, Carbfix, handbolta og hótanir. Í lok þáttarins kemur Þorgerður María Þorbjarnardóttir formaður Landverndar og ræðir ýmis umhverfismál og þar á meðal hótanir skemmtiferðaskipa að hætta komum til landsins vegna innviðagjaldsins. Hún ræði við Björn Þorláksson. Þar á undan ræðir Björn svona sitt hugðarmál sem handboltinn og hann vist ekkert alveg einn það að hafa áhuga á handbolta. Hann ræðir við Einar Jónsson handboltaþjálfara, fer svona yfir stöðuna og spáir í gengi strákana okkar, svo kalluðu, í spjalli. Þar á undan ræði ég við 2 íbúa Hafnarfjarðar svona stórfelld stóriðju áform sem að virðast nú vera svolítið tímaskekkja sem að kallast Carbfix og ræðum munin á þessari tækni raunverulega upprunalegu sem að virðist vera svona merkileg nýsköpun og góð en þessi einhvern veginn áform var stökkbreyst og svona æ færri íbúum Hafnarfjarðar lýst á þetta og svo þetta vist ekki bara mál Hafnarfjarðar heldur náttúrulega Reykvíkinga og því þetta orkuveitan þarna baki og síðan það náttúrulega bara landsins alls og heimsins alls. Það eru þau Björg Helga Geirsdóttir og Davíð Arnar Stefánsson sem koma svona fyrir hönd eiginlega íbúa, eða ekki fyrir hönd heldur koma sem íbúar Hafnarfjarðar og fara yfir þetta mál. Þar á undan eru svona mikli reynsluboltar í spjalli við Sigurjón Magnús Egilsson. Spjallum pólitík og kjör eldri borgara, lífið eftir vinnu og ýmislegt annað, heitt í kolunum og þetta eru svona, já, þetta eru miklir reynsluboltar sem að miðla okkur af sinni löngu og misjöfnu reynslu og einsinn. Kristín Ásgeirsdóttir, fyrir þingkona, Steingerður Steinarsdóttir, ritstjóri, Þorsteinn Sæmundsson, varaþingmaður og Þröstur Ólafsson, hagfræðingur. En fyrst heyrum við Maríu Lilju ræða við Dr. Kristján Þór Sigurðsson, mannfræðing, kennara í Háskóla Íslands svona eiginlega þýðingu vopnahlésins á Gaza í tilefni nýrra frétta að hugsanlega sé að verða vopnahlé. Þannig að við förum yfir víðan völl við Rauðaborðið í kvöld. Það eru Laufey Líndal Ólafsdóttir og Pétur Fjellsteð sem að senda samræðuna út til ykkar, kæru hlustendur og áhorfendur. Ég vil bara minna ykkur á að samræði ykkar samræðuna hér og þáttaka ykkar náttúrulega í henni skiptir okkur mjög miklu máli. Því það eru auðvitað mjög margir sem að vita ekkert okkar litlu stöð sem að hægt að nálgast bæði í útvarpinu á rás 89,1 og hlusta til dæmis á í bílnum, sjónvarpi Símans á rás 5 þar og svo YouTube og á hlaðvarpstöðum og á gegnum klippur á stöðin okkar samstöðin.is. Það er líka hægt að gerast áskrifandi, það eru sem sagt dagskráin öllum opin en þeir sem gerast áskrifaður getur líka gerst sko bara hluthafar í þessari svona alternatífu fjölmiðlun og vettfangi gagnrýnnar opinnar samræðu sem ég held að sé ekki vanþörf á Íslandi í dag. Ég hef ekki lengra að sinni og þakka ykkur fyrir að vera með okkur. Eftir smá innslag og frímínútur þá byrjar samræðan hérna við ræðum þá vopnahléð. Takk að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.
Komið sæl aftur og velkomin á Rauða borðinu. Ég heiti Marja Lilja og með mér góður gestur, Dr. Kristján Þór Sigurðsson, mannfræðingur. Hvað sæl? Bless og sæl og takk fyrir að bjóða mér hingað þessu ágæta borði. Já, það bara mín ánægjan. Það berast fréttir nú og utan úr heimi að það sé hugsanlega vopnahlé yfir vofandi á Gaza. Og mér langaði bara svona til þess að fá þig hérna til þess að ræða þetta sem svona áhuga mann og sérfræðing á þessu sviði. Hvað eiginlega að gerast þarna núna? Já, ég myndi nú ekki áherslu á áhuga maður. Þetta kannski ekki alveg mitt sérfræðing, maður náttúrulega fylgist með þessu. Já. Búin að gera þetta alltaf lengi. Já, ég veit ekki, þetta er náttúrulega sko, veit ekki hvað maður á að treysta þessu, en það sem maður er búin að vera að kíkja á svona upp á síðkastið er að það er fyrsta skiptið er eitthvað svona bjartsýnisraddir sem að manni finnst hljóma svolítið sérkennilega. Það var að vera meira það 70 manns bara í morgun á Gaza og maður veit ekki hvað spil þetta er, hvort þetta sé spil eða hvort þetta sé alvara, því að Trump er náttúrulega ólíkandi tól sko og hann hefur til dæmis ekki þessa sömu svona hugmyndafræðilegu svona hvað maður segja, ástríðu gagnvart síónisma og Ísrael og hann er ekki vinur Netanyahu, ég held að þola hann ekki. Nei. Og hérna það er spurning hvort það sé bara að láta sko Netanyahu þá vita að hann sé að koma, hann muni ráða ýmsum hlutum eða er þetta bara eitthvað svona prakkarastri gagnvart Biden svona rétt áður en að fer sína fram á það að ég get gert þetta á einu degi sem þú kannski ekki gert á meira en árið eða vildir ekki gera, ég veit það ekki sko. Svo er því að Trump er náttúrulega sko eins og allir aðrir sko í bandarískri pólitík að hann er náttúrulega búið að bera á hann sko mörg asna hlöss af peningum sko líka frá hinum þessum síónistum og þessi fræga ekki þarna Adelson eða hvað hann heitir sem er innan gæsaleppa vinkonans. Já. Ég held hann enga vini. Að hérna, þannig að maður veit ekkert hvað að gerast þarna, hvort þetta sé ykkur alvara, nema það hann sendi fötur á sinn skakvært Ísrael, hann er náttúrulega ekki orðin forseti, sendi hann til bara sigaði honum á Netanyahu og skipaði honum að senda hérna yfirmenn hjá Mossad til hérna, er ekki Doha og semja bara vopnahlé og hérna síðan er búið að vera hérna meitla þetta einhvern samning þarna. Já, og þetta er í rauninni sami samningur sýnist manni og Hamas lögðu fram fyrst fyrir 10 mánuðum síðan. Já. Og þar á undan lögðu þeir hann fram bara aðeins í einhvern veginn aðeins öðru vísi með öðru sniði sko fyrir ári síðan. Já. Þannig að þetta er einhvern veginn alltaf sami samningurinn og snýst þetta svæði þarna á milli Egyptalands, en það virðist alltaf vera sko þar standi hnífurinn í kúnni. Þessi korridor þarna. Já. Það er hérna á Rafa landamærunum. Já. Þetta er Philadelphia korridor, er ekki hérna. Jú, það er hérna og svo á þetta að vera sem sagt í svona einhverjum þremur svona lotum sko. Fyrst á að skiptast á sem sagt föngum eða gíslum og í einhverju umferð og jafnvel svo meira síðan á að hérna á í lokin á íslenski herinn að draga sér í burtu sem að maður á alveg eftir að sjá því að það er ekki þeirra plan. Og maður sko, mér finnst þetta bara skrítin lykt að maður trúir þessu valla að það sé einhver svona alvöru ásetningur, þetta sé bara eitthvað spil vegna þess að maður sé hvað er að gerast í Sýrlandi, það sem er verið að sko Tyrkir og Bandaríkjamenn og hérna Ísrael er bara að skipta þessu á milli sín sko og Ísrael er bara að færa út hví þar er bara með landnema eða landráns hérna aðgerið þar bara á fullu og allt með stuðningi Bandaríkjamanna og hérna Evrópusambandið er búið að vera lánað með einhverja næstu miljard evra líka Ísraels. Þannig að ég veit ekkert hvort maður á að treysta þessu sko, en það var hérna náttúrulega, sá maður bara á Facebook bara í gær held ég, einhverjir hérbúandi palestínumenn. Svo kannski sennilega tekið eftir og voru að tala það að þeir hefðu heyrt að þetta voru svona eitthvað vongóðir. Já. Þannig að maður segir bara, Guð minn almáttugur, bara vonandi stoppar eitthvað þarna. Einmitt. Maður sá auðvitað að það bárust að myndböndi gegnum samskiptamiðlana, maður var að sjá krakkana í tjaldbúðunum, fagna, ákafta því að þau höfðu heyrt af og maður hugsa bara með sér, Guð minn góður, einmitt, ef það verður ekki af þessu. Hvað verður eiginlega
sko, þessi börn. Já, og það voru einhver skilaboð frá hérna, sem sagt, einhvers konar yfirvöldum á Gaza það að það var verið að biðja fólk að fara varlega, þó að því að vera að fagna ykkur svona, því að það, ef að fólk verið að fara mikið bara út undir bert loft, eru það bara skotmörk eins og hefur komið í ljós bara núna í morgun. Og þannig að Já, það virðist að núna eins og hérna núna síðustu daga eftir að við byrjuðum að heyra af þessu vopnahléi eða sérstu vinslu þessa vopnahlés þá hérna hefur maður tekið svo litið eftir því að hernaðurinn á Gaza virðist vera sko verulega óhnýtmiðaður, ekki það hann hafi verið eitthvað sérstaklega hnýtmiðaður áður en það er svona eins og það eru sko, það liggja öll hverfin undir. Það eru hérna, það er eins og einmitt það því að Gaza eru náttúrulega Gaza borg er náttúrulega eiginlega 3 borgir og hérna og svona svæði í kring og fólk hefur verið þannig sko rekið svona fram og tilbaka og tjaldbúðnir eru þarna norður Gaza og svo hann við miðju í Deir al-Bala og Khan Yunis og þar og svo hann við Rafah og það eru nú eiginlega engin eftir þar en núna er svona eins og að það rignir hreinlega bara yfir allt Gaza-strippið bara er verið að klára þetta með stæl svona innan gæslappa eða klára sko hvað vegna þess að sko þeim hefur ekkit Ísrael hefur ekki tekist neitt af því sem þeir ætla að gera nema bara eyðileggja og myrða upprunalega markmiðið var að uppræta Hamas og fá gíslana heim það er hvorugt tekið Hamas í fullu fjöri ennþá og hérna þeir eru með ágætist þáttum þetta þarna Electronic Intifada hérna það er náðingi þar sem er sérhæfis í þessum hernaðar aðgerðum sem sagt Hamas og þessar annara sveita þarna á Gaza og það er engan bilbó að þeim að finna og hérna þannig að Ísrael hafa ekki unnið þetta ef við köllum þetta stríð, það er náttúrulega ekki stríð þetta er bara helför en þeir hafa ekki unnið neitt nema þeir eru búin að eyðileggja allt og þannig að sko helfurinn sjálf er að takast þú veist, að miklu leiti það bara að myrða sko, 300-400.000 manns segja margir. Já, það er samkvæmt Haaretz og undir bara, undir öllum rústunum og það er náttúrulega að rústa öllu sem þetta er að kalla samfélag þarna, innviðum og öllu því. Þeim hefur tekið stað, náttúrulega með þessum loftarásum, en það er margir sko sem að kannski gera sér ekki grein fyrir það. Ísraelski herinn er mjög lélegur. Veist, þetta eru bara einhverju reservistar, það er mjög lítið sko professional hermenn og þeir eru mjög lélegir í beinum bardaga. Þeir hafa ekkert að gera í Hamas ef þeir eru sko maður á móti manni, skilur og heldur ekki á móti til dæmis Hezbollah. Nei, og forðast landhernað sko, svona fram í lengstu lög. Já, því þeir geta það ekkert. En þú getur varpað sko einhverjum Hiroshima-bombum sko á blokkir. Það er ofsalega hermennska. Einmitt. Þannig að þeim hefur ekkert tekist neitt og og svo er þetta náttúrulega held ég líka bara eins og margir er búin að tala sko að Netanyahu er náttúrulega bara endalaust að forða staðalindi í fangelsi. Hann er til að fórna öllu fyrir það, hann er til að fórna öllum þessum Palestínumönnum, hann er til að fórna í raun og veru Ísraelsríki líka því að Ísraelsríki stendur bara mjög illa á allan hátt það er mikill landflótti það er búið verið fréttunar núna, það er að vera vandamál í Hollandi að streyma sko ísraelskir gyðingar til Hollands þannig ég fór að pæla hvað gerir útlendinga eftirlitið þá og og það er talið að hátt í 1 milljón sko Ísraela hafi bara fluttir í burtu og þetta er vel efnuð og vel menntuð millistétt fólk sem er bæði í heilbrigðiskerfinu og í þessum tæknigerðunum náttúrulega sem þeir eru framanlega í þeir eru bara farnir og og engin túrismi og þannig að efnahagurinn er bara kalda kolum þannig að og svo er svona eins og sem er að vera að segja maður er að hlusta til Ilan Pappe og fleiri sem er að skoða þetta að sko þessi svona samfélagssamningur Ísraela sjálfra við sjálfan sig, hann er allur að flosna upp sem hann hlýtur að vera þegar eitthvað svona, þetta er bara eins og einstaklingur sem að lætur svona sko er náttúrulega lokaður inn á gjörgjæsleikustæð sko Akkurat geðdeild sko. Og maður sá það svona, bara hvað maður segja, svona miðbygg þessa tímabils þjóðamórsins, þá voru það þessir orthodox, þessir strangtrúuðu gyðingar í Ísraelsríki sem að voru komnir þannig í ansi sko harkalegar deilur við
sko samfélagi sitt og einhvern veginn vegna þess að það átt að fara að herskilda þá og þannig að það maður hefur verið að fylgjast með þeim samfélagsgerðinni svolítið svona liðast í sundur og þessu ríki sem að gerir gyðingdómi svo hátt undir höfði var allt í einu farið að snúast gegn sínu strangtrúðasta fólki sem að mjög áhugavert. Já, og það er hluti af þeim, það er náttúrulega margir svona hópar þar, svona söfnuður eða hvað maður að kalla það, en það er hluti af þeim eru sem sagt, viðurkenning Ísraelsríki og eru algjör anti-sionistar. Og það er bara trúalegum ástæðum sko, að það er samkvæmt bara einhverjum spádómi að það er ekki komin tími fyrir ríki gyðinga hvar sem er. Þannig að þeir eru bara prinsipelt á móti því og þessir orthodox gyðingar sem á að fara sko að munstra í herina því að það er meira segja sko þó að við vitum það út frá öllum þessum upptökum sem að hermennir sjálfur hafa verið að senda út sem eru ógæslegar við vita allir hvað það er að hvers konar bara fyrir ekki pakk þetta er að það er líka töluvert það að liðhlaupa sko sem að meika þetta ekki sko vilja þetta ekki og þetta fólk er bara fer þannig að þetta samfélag og hann var að mynda að tala það Ilan Pappe, hann sagði sko að sionismi væri á síðustu metrunum bara núna þetta væri bara að þetta er kannski svolítið ljótara áður en þessi hugmyndafræði og þetta stjórnskipulag sem ríkir hérna sem byggir náttúrulega á þessum rasíska fyrirbæri sem að sionismin er þetta væri bara líðandi lok, þetta er ekki sjálfbært. Nei. Er sionismin nú er oft verið talað að sionismin sé bara önnur hlið á nasismannum? Þetta er bara svona systir. Já. Þetta er bara evrópsk svona öfga þjóðernishyggja með rasískum svona yfir svona supremacy hugmyndum og rasisma bara og þetta er náttúrulega upprunalega er þetta bara pólitísk hugmyndafræði, þetta er ekki trúaleg hugmyndafræði í byrjun nema það er réttmætti því að nú þurfi gyðingar að snúa heim, hvað sem það er réttmætti að reyndar að fara eitthvað annað til bara, ég man ekki, bara Angola eða Argentínu eða eitthvað. Það var eitthvað staðar og Brasilia var eitthvað staðar í einhver pæling sko. Það er náttúrulega bara að fara til Nevada. Já, verið í biblíuleik þar. En þannig að þetta er en svo er nú sem ég segja það að sionismin hafi nú eiginlega átt upptök hjá sko kristnum svona evangelistum. Já, einmitt, sem voru líka einhvern biblíuleik. Þannig að þetta er náttúrulega enda hafa þeir sér náttúrulega alveg eins og þeir eru farin að nota sko orðfarna þeir eru farin að tala sko lífsrými sko, Lebensraum þeir nota það orð og þeir nota orðið bara the final solution sko. Já, sem er í gangi á Gaza. Þannig að ég var skammaður fyrir það ekkert en ég var að kalla þetta er bara börninas Hitlers. Já. Ég mátti ekki segja það sko, en þetta lítur þannig út. Þetta eru bara sömu hugmyndir, sömu aðferðirnar. Þetta er jafnvel verra. Þetta er svona svo satíst. Já, sko, að mörgu leyti það sem að við höfum söguna og ættum að vera búin að læra af henni, sko, þá er þetta, sko, fyrir það er það verra og svo er það auðvitað líka þetta að við erum komin mun lengra í tækni og tækni hernaði sem að er nú aldrei bara verið að pröfa þarna inn á Gaza. Þetta er bara tilraunasvæði. Já. Það er verið að prófa einhverja gervigrindarmódel sem að sikta út bara fólk sem á að drepa með þess að bara maður hættir að koma nálega þessu, þetta er náttúrulega frekar óhugnulegt og þetta er þeir náttúrulega bara að prófa að selja eins og við vitum að svo er þetta kynnt á einhverjum vopnamessum að það sé búið að prófa þetta. Já, það er þetta með svona sérvottun, svona hernaðarvottun. Já, en þetta þannig að við erum að tala um svona ríki, sko, svona samfélag sem að færa böðlast áfram með einhverjum ótrúlegum stöðningi í Vesturlanda. Sko Bandaríkin náttúrulega, sko flestallir bandaríski stjórnmálum í vasanum á þessu Ísraels lobby sem hefur alveg gífurleg áhrif bara fjárhagslega á allan hátt og Evrópa líka og þetta er bara svo óhugnulegt að ég hef bara verið að upplifa þetta sem svona eitthvað geðrof. Þetta er eitthvað psykósa, sko gömlu nýlenduveldana. Þau eru bara komin í eitthvað svona nýlendu, sko traumatist svona psykósu og síðasta svona evrópska landráns nýlendan sem ennþá til, sem í Ísrael, sem eins og maður segir svona bara barnið þeirra, sko, afkvæmið þeirra, sem það náttúrulega og þeir bara eins og við fáum bara eitthvað kikk út því að, sko, einu sinni vorum við svona, einu sinni gátum við þetta.
þegar hún var stór og sterk. Einmitt. En við megum þetta ekki núna að vera hætt þessu, en strákurinn okkar maður láta svona og við þurfum alltaf að láta hann fá ný leikfeng, sko, svo getur haldið þessu áfram. Ég sé og þetta bara sturlun. Fjölmiðlar og stjórnmálamenn og allir, eins og allir vita hvernig þetta, og þetta þetta hefur náttúrulega verið mjög afhjúpandi. Ja, algjörlega, bara fullkomlega. Já. Og það oft verið að tala um það, sko, að það sem að gerast núna á Vesturlöndum í sambandi við þetta þetta gasamál hefur afhjúpað það að margar þessar hugmyndir sem að komu fram bara í upplýsingunni á seinni hluta 18. aldar. Þú veist þegar franska byltingin og Bandaríkin eru sem alveg grimmilega landránsnýlenda stofna sem svona evrópskt ríki að þá kom þessi hugmyndafræði fram, þessi nýlendu tíminn, sko, og þar voru bara til dæmis evrópskir heimspekingar margir sem að byggu til í raun og veru svona réttbætingar á nýlendu verkefninu voru alveg bullandi rasistar og þeir sem að skrifuðu, sko, þessir gaurar sem skrifuðu, sko, bandarísku stjórnarskrána og margir evrópskir heimspekingar sem voru að tala sko, nú verður komið tími mannréttinda og svona, eitthvað svona. Þetta var alltaf fullt af þrælum, sko. Einmitt. Af því að svartir menn voru ekki manneskjur, sko. Þannig að það var allir mennur í jafni, sko, en svörtu þeir og konurnar, þeir eru ekki manneskjur, sko. Einmitt, það er þessi afmennskun, sko, sem að maður hefur verið. Hún byrjar ofsalega mikið þarna og afmennskunni fyrir að fullt sem bara svona á einhverju iðnaðar skala til þess að réttmæta nýlendu ofbeldið. Og þetta sem er að gera svona Gaza, þetta er bara afhjúpar þetta allt saman þessa innantómi orðræði sem að bara stríði gegn hryðjuverkum það allt, sko, og bara hvernig þessi yfirburðar hyggja vestusins, sko, að til dæmis það að gefa sér alltaf, sko, svona entitlement, við megum bara ráðast að hvert sem við megum alveg, sko, gera innráðst þarna, sko, þú veist, Ísrael, Tyrkland og Bandaríkin eins og bara í Sýrlandi. Ekki, við gerum bara sem okkur sýnist þarna. Við skulum bara passa okkur að rekast ekki ámikið hver á annan, sko. Nú er eitthvað svona hugmyndur að Ísrael sér að draga sig út af Gaza til þess að geta staðið í svona álíka hernaði inn í Sýrlandi. Hefur eitthvað heyrt af þessu? Já, þeir eru náttúrulega byrjuð á því þeir eyddu sýrlenska hernum. Þeir bara rústuðu honum öllum herstöðum, öllum bara vopnum, bara flugvélaskreitirikar. Þeir rústuðu einhverju höfn sem var svona herskipahöfn. Þeir byrjuðu á því bara þannig að, sko, til að koma í veg fyrir það að hver sem það væri, hvaða Al-Qaida hópur eða ISIS hópur það væri sem dytti í huga að fara ráðast á bestu vini sína sem eru Ísraelar. Ég las nú eitthvað staðar á einhverjum vefnum að það væri nú uppi einhverjum hugmyndur að þeir hefðu, sko, verið að pröfa meira segja kjarnavopn. Já, ég heyrði eitthvað um það. Á þessari sömu höfn og þú myndist á. Það hefði melst bara geislavirkni allt í kring og bara einmitt, ég verið Kýpur og Já, það þeir er alveg vísið til þess. En þannig að, sko, með alla þessa sem var notin og það klísi ekki orðsviðsmynd að þá er óskrítið að vera að tala um einhverja vopnahlés samninga sem sagt á Gaza. Og það er náttúrulega verið að neyða þá í þetta og af hverju er verið að neyða þá í þetta, það er bara spurning. Af hverju, eins og með Trump, skilur, Trump hefur eitthvað, hann er bara að hugsa um eigin hagsmuni. Honum er alveg sama um Ísrael og hann er hildum bara sama um alla nema sjálfan sig. Honum er alveg sama um Netanyahu og honum er nema það að hann er kannski, sko, hann er ekki kannski eins upptekinn að hann náttúrulega veit ekkert um sögu, hann veit ekki neitt. Þannig að hann er kannski ekki eins upptekinn af þessu heimsvalda konsepti Bandaríkjanna. Þetta er náttúrulega eina heimsveldi í dag, þú veist, og þetta er bara heimsvalda stefnir. Nei, og hann er nú svona, hann er einangrunarsinni. Hann er einangrunarsinni og hann er með einhverja, þetta fara bara alltaf fyrir hverjir eru, hvaða páakökur eru á öxlina á hann og hvísli eyrunum á hann. Þetta fara svolítið eftir því, en hann er bara, hann er alltaf gott að segja því, sko, hann like a deal. Bara gera díla, sko, hann er til að gera díl við Putin bara til þess að stoppa Úkraínustríðið og gera eitthvað svona díla og hann er kannski búin að komast að því með Netanyahu að það er ekki hægt að gera díl við hann því hann stendur aldrei við neina díla. Þetta er sennilega einn óheiðalasti stjórnmálamaður sögunar, sko, það er allir sammála um það. Þannig að hann Trump geti, sko, ég veit ekki, mér finnst eins og hann sé svona aðeins að berja í borðið sína það að ég er að koma og þið þurfa að hlusta á mig.
og svo ull á bætin í leiðinni sko. Þú aumingi en þú gerðir ekki neitt. Hann alltaf kemur með þessi yfirlýsingu þannig að sko, daginn sem ég tek við embættið, segir hann, og þá eins gott að það verði búið að skila allum gíslunum. Ekki það að hann fór nú ekki í neina skilgreiningar á því hvort það væru einir, sko, hvað eru, þú veist, 111.000 gíslar sem eru í haldi í Ísrael eða hvort það væru þessir nokkur hundruð sem eru ennþá hjá Hamas. Sem að Ísrael ekki ennþá búin að drepa. Sem að Ísrael ekki búið að drepa og eru að manni skilst svona á hinum gíslunum í bara nokkuð góðu yfirlæti inn á Gaza. En maður svona, lesa milli línuna, hann að tala um það fólk en og ég meina ef þetta að ganga upp og ef hann hefur einhvern veginn verið í einhverju svona baktjaldamakki með Netanyahu svona, til þess að gefa Biden fingurinn eða ég veit ekki hvað, þá veldur maður fyrir sér sko hverju hann hafi lofað í staðinn og þú veist að því að þetta það gerist ekki til þessum heiminni maður greiða múti greiða. Það nei, alls ekki. Það svo nú annað flötur þessi er náttúrulega svo að tengdasonur Trumps er svona fastegna braskari og hann bara búin að tala það eins og bara núna þeir búin að vera með Norður Gaza að það er bara einhverju fastegna hugmyndir í gangi. Já, það búið teiknað allt upp. Já, teiknað allt upp sko. Þannig að maður veit bara ekkert hverju maður á að trúa og þegar maður sá þetta sko að sannarlega vona maður að þetta var allavega stoppað í einhver tíma. Bara að drápunum linn. Já, ég meina það. Einmitt, að fólk fái hjálpagögn. Og svo hvernig sérðu fyrir þér bara svona, maður veltur þessu fyrir sér framhaldinu, ég meina þeir eru Gaza var loka svæði áður en að þessi hnykkur þjóðarmórsins hófst. Gaza bara búið að vera þannig opið fangilsi í sko áratugi. Þannig að þú veist, ætli þetta verði alltaf opnað? Ætli fólki geti komið og farið? Það sko, maður veit það ekki. Ég hef á tilfinninguna að við séum að lifa, það sé að koma einhvern veginn nýju tímar bara í heimspolítíkinu. Ég held að sé rosalega breytingar í Asíu og þegar Trump orðinn forseti, ég held að verða alveg opaslega læti í Bandaríkjunum. Og það eru sumir sem að tala að það gæti orðið bara einhvers konar útgáfa borgarastyrjöld. Því ef hann ætlar að standa við sín kosningalofvörð þar og sem hann gengur út á það að bara hnekkja mjög mörgum bara mannréttindum og bara þetta sem við búið að tala mikið við samt við sko fóstureyðingar og annað slíkt og bara ýmislegt annað ætlar að handtaka bara pólitíska andstæðinga sína og Bandaríkjamenn sko mega eiga það almenningur, þeir mega eiga það að þeir eru duglegir að mótmæla og alls konar mikilvæg breytingar, þjóðfélagsbreytingar og pólitíska breytingar hafa átt í staði Bandaríkjunum fyrst og fremst út af þrýstingi frá almenningi, frá sko bara eins og bara á 7. áratug síðust aldar, þessi civil rights movement og það allt saman, Black Lives Matter og þetta, að þeir eru mjög góðir í þessu og þannig að hann er búin og hann náttúrulega veit það, hann er bara sagði það held ég í kosningabaráttunni að ég ætla að gera þetta og þetta og þetta og ef þið ætla að vera einhvern kjátt að fara út á götu og vera með læti, þá sendi ég bara herinn á okkur sem að samkvæmt stjórnarskráninni hann held ég megi ekki gera en hvað honum er nokk saman það held ég. Já, svo er þetta hennar byssu amendmentið sem að á að vernda almenning gegn hernum sko. Já. Þannig að þetta er svona, það er áhugavert. Svo er með bara svona milísjas, bara svona vopnaðar sveitir út öll Bandaríkin sem eru hliðhóll honum. Þetta eru svona öfgahægri fasistar og rasistar og gyðingahatarar en síjónistar margir þeirra, það fer nú oft saman og þetta er oft hluti af þessu eru sem sagt fyrir þetta hermenn, bara vopnaðir alveg upp að haus, bara með stríðsvopnum og þetta kom bara í ljós 7. janúar fyrir hvað var þetta 4 árum að þessar sveitir bara bíða eftir bara kalli frá honum og og hvað er þetta komið með þá? Þetta komið með eitthvað fullt af einhverjum svona vopnum skósveit, bara eitthvað svona stormsveitir bara götunni og svo ertu með herinn og lögregluna og allt þetta og þetta er bara uppskrift á sko ég er bara alltaf því bara borgarastyrjöld. Það eru sumir að tala um þetta gæti ef að þetta fyrir hart því að maður veit ekkert upp á hverju hann tekur sko. Nei, maður er svolítið tekið eftir því og það er þetta, maður fylgist vel með í gegnum samskiptamiðla og fólki sitt svona sem að býr hingað og þangað út heiminn en það er
það skrýtin stemning í Bandaríkjunum núna. Það mjög skrýtin, það svona eins og það svona kraumar allt undir niðri. Þetta svona eins og þegar það byrjaði að skjálfa jörðin hérna á Reykjanesinu, rétt fyrir gos. Og þetta er svona, þú veist, ég ímynda mér að það sé svona svipa andrúmsloft, það verður eitthvað svona rafmagnað. Það verður að bíða eftir gosinu. Það verður að bíða eftir gosinu, sko, og það verður að bíða eftir hetjunni, sko. Það einhver sem að, það bara, þú veist, Malcolm X eða einhver svona sem að leiðir, einhver byltingarsinni, sko. Þannig að þetta svona, ég held þetta sé svona eitthvað óvissu ástand sem getur farið allavega, sko. Og svo ef það verður þá spurning hvað hann hefur tíma og orki að standi í einhverju öðru. Það bara aðri sem gera það. Sko það til dæmis, ég var að hlusta á eitthvað viðtal við eitthvað svona bandarískan stjórnmálafræðing, sko var að tala það skiptir engu máli í raun og veru hver forseti, eða hver á þinginu, því að þeir sem að stjórna þessu öllu saman, sérstaklega utanríkspólitíkinni, þetta bara sem að noti nú annað klísi orð, bara þetta djúpríki, það er leyniþjónustan, CIA og aðrar sem líka stofnanir, herinn, Pentagon, sem í raun og veru keyra þessa pólitík og þeir ráða þessu bara. Og forsetinn alltaf því bara sko fjölmiðlafulltrúi, þeir eru afla, þó er náttúrulega lítið út fyrir að vera maðurinn sem að stjórnar, sko. Þannig að maður veit það ekki og þannig að þeir vilja halda áfram að, sko, ég meina Bandaríkjamenn eru með yfir 180 herstöðvar út allan heim og þeir eru náttúrulega bara að tryggja sína hagsmuni allstaðar og þessi terrorismi Bandaríkjanna í Vestur-Asíu, þú veist, Írak og Afganistan og Írak og Líbíu og Jemen, má ekki gleyma því, og Sýrlandi núna og bara Gaza, að þetta bara, þú veist, það mikið olíu þarna, þetta ekki bara út af því að Bandaríkjamenn framleiða mjög mikla olíu, en þeir vilja hafa bara stjórn á þessu markaði, olíumarkaðnum, og svo held ég það sé líka bara einhver geðvila, þetta einhver kækur, að við verðum að stjórna þessu. Já, við ráðum með góðu og illu og enda sýnir sagan sig alltaf að þegar einhver ætlar að fara mótmæla, sko, þá er byrjað á, sko, viðskiptaþingunum, eins og bara með Sýrland og Íran til dæmis og Venezuela, þú veist, það er byrjað á viðskiptaþingunum sem gera það að það er ekkert til, bara efnahagurinn hrynur, það verður að egna fólki gegn stjórnvöldum og ef það dugar ekki þá bara gerir innrás. Og svo múkaður undir aukahópana nota þá sem þeir búa þess að aukahópa til og nota þá sem verkfæri og svo þeir sem að hlýða ekki, þú veist, það var til dæmis bæði Saddam Hussein og Gaddafi, þeir voru að pæli að hætta að versna með dollaran, við vitum hvernig fór fyrir þeim og svo veit maður ekki hvað þessi þetta BRIC-blokk gerir þegar það framlega stundir með svona gjaldeyrismálin. Þannig að ég held að sé rosalega margt að fara að breytast á stundum tíma og ég held að það sem er að gera samt á Gaza og í Ísrael, þetta svolítið eins og svona, maður heldur svona stein út í tjörn, þetta eru gáróðnar sem að koma út frá þessum punktum, þetta smita frá sér og ég held að það sem er að gera þessi Sýrlandi muni, ég held að sko stjórnvöld í þessi einræðis nýlendu boltar, þetta eru nú landstjórar, sko, bara Bandaríkjanna. Þú veist, það er að tala sko, konungurinn í Jórdaníu er bara svona landstjóri og sama með, þú veist, þessi olíuríki með Persaflóan, að þeir eru þarna, þetta er allt miklu bandamenn Bandaríkjamenn og eru þarna í þeirra skjóli og vita það, ef þeir ætla eitthvað að fara að yppa sig þá fer illa fyrir þeim. Og þeir eru allir logandi hræddir við almenning í þessum löndum. Minna það ef við tökum bara arabana, sko, það er eitthvað 400 milljónir araba í heiminum, skilur, á þessu svæði og það er allt brjálað á götunni út af þessu gasamáli og út af því að þeir hafa ekki gert nokkuð skapaðan hlut. Já, maður fann það alveg bara út í Egyptalandi að þar kraumaði, sko, reiðin svona og upp og út á götur en það var svona þeir sýndu stillingu í efstu lögum. Já, Egyptaland er bara Bandaríkjunum nýlenda, þú veist, þeir eru bara 100% háðir Bandaríkjunum, þeir halda þeim bara uppi eins og Jórdaníu líka og ekki herinn er fyrst og fremst bara fjármagnar af Bandaríkjunum sem kom í ljós náttúrulega þegar hann Morsi var kosin hann á sínum tíma, það var bara blóðugt valdarán sem sagt það sem að Sisi hersöðingi komst til valda, var settur til valda bara af sem sagt þessu djúpríki sem við varum að tala í Pentagon og CIA og þar, þetta bara en ég held að svo segja þessi spekinga líka þessir kanar sem maður er að hlusta á að þessi hegemónía Bandaríkjanna heimsins er á hraðri
niðurleið, þeir eru að tapa þessu og það má benda á það til dæmis að þessi BRIC-blokk eins og hún er orðin núna, að það hagkerfi er miklu stærra heldur en hagkerfi Evrópu og Bandaríkjanna til samans. Þannig að og þetta, það er ekkert verið að tala um þetta í fréttum einhvern veginn. Nei. En það er alveg rosalega breytingar í bara heimspólitíkinni og þetta er að gerast hratt. Og og það var einhver að tala um það líka, þetta arabiska vor sem byrjaði þannig 2011, sem var svo kæft niður, sérstaklega með þessu með því að setja Sisi kúpið þannig í Egyptalandi, að það er ekkert búið. Það kraumar þarna undir ennþá og það er gífurlega óánægja með og svo fólk náttúrulega bara niður með hörku sko. Já, það eru þau eru nefndir nokkrir svona sem næsti forseti. Það eru og fulltrúa Bedúína til dæmis en þessu einu sem að ég hef hitt. Þetta eru menn sem að fóru með stjórn við Rafalandamarinn meðal annars og þeim var lofað landsvæði og öðru og eru komnir í það að byggja borg og ég meina nú er óvíst með þessa borg sko, það fer líka bara eftir því hvernig verður samið af því að þessi borg einmitt þannig á þessum Philadelphíu skika. Þú veist að blái diamantarinn í eyðimörkinni, það er svo ljóðrænir þannig að þetta er ekki bara Ísrael-Gaza, þetta er svo rosalega stórt og víðfemt sko. Þetta er þessi hring, þetta er nefnilega og innanbúða pólitíkin í Egyptalandi, það verða beinar afleiðingar hvernig sem fer að því að einmitt eins og segir fólkið á götunni er reitt. Já, og það er náttúrulega Egyptar er náttúrulega með þessum samningi það er Egyptaland og Katar og Bandaríkin og náttúrulega fulltrúar frá Hamas þannig að því vorum að byrja að tala um hennar samning ég veit ekki hvað, maður bara bíða þetta er bara, það hefur ekkert gerst. Nei. Og maður veit ekkert og þetta gæti farið þannig að þetta myndi byrja samkvæmt samningnum skipst á einhverjum föngum eða gíslum eða hvað við kallum þetta og svo færi, ég man ekki hvernig röðin á þessu var, ég held að síðasta þrepi sé að Ísraelsmenn fari með herinn af Gaza. Ég sé það ekki gerast. Nei. Ég sé það ekki gerast með góðu því að þeir eru orðnir svo vanir því að ekki án þess að loka Gaza algjörlega af og vera þá bara með her allt í kring svona eins og var einmitt. Já, ég veit ekki, maður svona þannig að það er bara fólk er svo að tala um að bara palestínumenn sem búa hérna voru að tjá sig á svona jákvæðan hátt og eru svona vongóður að það nú væri loksins eitthvað að gerast ég sem að sé maður bara trúir þegar maður sér það maður veit ekki því að Netanyahu búin að tala með þetta allan tíman að það þurfa að klára þetta og klára hvað? Einmitt. Það hefur nefnilega eitthvað sem hefur aldrei komið fram í umræðinni það hefur aldrei verið neitt svona raunhæft markmið nema bara þessi bara drepa út til Palestínumönnum bara þetta þjóðamorð sem maður nærva alltaf yfir þetta bara þessi helfur þetta holocaust sem er í gangi þarna en hann hefur ekkert það er eina sem að þeir hafa náð og það er það að rústa öllu, bara eyða og drepa. Já, og svo er það einmitt að því að nú er þetta orðið og þessi dýrmætustu svæði sem að tala bara dýrmætustu þá fyrir Vesturlönd og þessi svæði sem að landnemarnir vilja þetta eru þessi strandsvæði og annað þar sem að er gas, olja, annað. Já, tala mikið það. Og það er svo mikil gjöreyðing þannig að það talaði um að það taki 15 ár bara að taka til. Þannig að ef að það er eitthvað markmið þannig sjálfur sér þá hlýtur það að vera eitthvað svona mjög til langstíma með inngripi þá því að ef að þeir ætla að fara að byggja þarna einhver stórvirki sjálfir til þess að ná auðlundum þá verður það ekkert gert fyrir en eftir í fyrsta lagi 15 ár. Nei, og svo er náttúrulega þessi andspyrna, hún er á fullu ennþá, þó að þetta hefði svona vext tímabölið út af þessu Sýrlands, þessar þróun í Sýrlandi, að þessi Hezbollah hefur ekkert vext neitt mikið þannig að nema það að þeir eru að fá minna vopnum frá Íran en Hezbollah getur alveg lagt Tel Aviv í rúst, þeir vilja þeir geta það alveg búin að sína það
og svo náttúrulega Jemen alltaf að skjóta sem náttúrulega bara ótrúlega fyrirbæri. Já, Jemenar, ég geti bara tekið þetta heila þátt í Jemena, ég er mjög hrifin, ég verði að viðurkenna það, að svona, þú veist, að sko bara svona samfélags- og baráttuþreki þeirra þjóðar. Ótrúlega alveg. Og það búið að Bretar eru búin að vera bombarderað síðan á 9. tímanum, Bretar hafa ekki stoppað hana í bara 100 ár. Og en þeir láta ekkert segja þessi fyrir verkum. En þannig að maður veit ekki hvað markmiðið, sem sagt, svo náttúrulega, mengunin, þetta náttúrulega ekki bara, þetta náttúrulega bara þjóðarmorð, þetta bara svona mentamorð, menningarmorð, þetta vistmorð. Það er náttúrulega allar þessar sprengjur sem er búið að varpa hana, jarðvegurinn er ónýtur. Þú veist, hann er bara eitraður, þannig að þó að sé einhverjir þannig að það er engin heil hugsun þannig sé í þessu. Þeir eru búin að dæla sjó þannig yfir allt. Já, og það er bara alls konar bara eitur frá vopnunum í jarðveginum, þannig ef þeir ætla að fara taka jarðeitur og íta sér burtu og svo ætla einhverjir psykopata frá Brooklyn að fara að búa þarna, þeir geta ekkert búið þarna, þeir fá krabbamenn eftir mánuð, skilurðu, af því að það er búið að eyðileggja og enda hafa markvist verið að eyðileggja bara jarðveginn. Já, en það er með það sem maður skilur ekki, þess vegna, þú veist, ef að það var eitthvað markmið sjálfur sér að flytja inn þarna einhverja síjónista, þá er það ekkert að fara að gerast. Nei, maður sér það ekki, þannig að það vantar einhverja heil, þetta er bara einhver sturlun og það er ekkert þjóðverðarnir voru náttúrulega maður kannski að forðast svona alhæfingar en þeir eru þekktir fyrir að vera svona skipulæður og svona, þannig að þeirra endlösung var náttúrulega bara þessi gasklefar og það sem þessar útrýmingabúðir, það var mjög svona iðnaðar bara, þetta var bara iðnaðar bara holocaust og en þetta er eitthvað allt annað, þetta er náttúrulega þetta er eitthvað stjórnlaus sadismi. Já, sadismi og kannski einhverju svona dassa bara heimsku. Já, líka, já. Og þannig að maður sér ekki, maður finnst þessi að sé alltaf smá sem að skjóta sjálfans í fótinn, en það held ég að sé að því. Og svo er þið náttúrulega búin að einangra svo mikið að það er bara almenningsálit heimsins er allir búin að snúa baki við. Ég hugsa að það fari, svona flesta þjóðir stígi varlega til jarðar að svona opinbera sína viðskiptasamninga við Ísrael. Já, og það þeim hefur einhvern veginn tekið samt að tengja allan heiminn í einhver viðskiptanett sem er alveg ótrúlegt. Maður er að sjá þetta í fréttum þegar að kemur alltaf inn í ljós, ég veit ekki hvaða háskóli í heiminum er ekki með fjárfestingar í Ísrael, til dæmis, og í vopnabraskinu þar. Nú ert þú Háskóli Íslands, hvernig það eru ákveðin tengsl þar innan hús? Já, það hefur verið erfitt að koma staði, en það hefur verið, ég hef svona heyrt það eru ég er ekki víst að sé ykkur formleg tengsl milli háskóla sjálfs og einhver annar háskóla, en það eru í gegnum einhver rannsóknarverkefni, hafa verið samstagsverkefni við einhverja, ísraelska fræðimenn og það er verið að tala um að það er að gera greinamun á því, en mér persónulega finnst það bara að sniðganga alveg heilt yfir allt batterið, þá bara loka á þetta, því hver einasti háskóli í Ísrael er þátttakandi í þessu þjóðamorði og þátttakandi í þessu langvarandi þjóðinshreinsunum bara sem eru fyrir stofnun Ísraelsríki það voru komnir háskólar hann áður og sem voru virkir í því að sinna þessu hernámi með þekkingaframleiðslu og tækni og öðru og þeir eru allir meðvirkir í þessu, það er enginn þeirra laus við það og það ætti bara nægja og það er búið að vera að reyna þarna upp í háskóla að gera eitthvað í þessu og það er voðalega mikil þögn, það er voðalega erfitt að fá einhverjir yfirlýsingar, það er þarna samtök sem að heita Háskólafólk með Palestínu, haldið þarna bæði mótmæli og einhverja fundi og reynda að ná tali stjórnar háskólan sem hefur ekki verið mjög auðvelt. Nei. Og þannig að það er bara svona og bara þöggun bara þögn hjá flestu starfsfólki þannig það er eins og og eins og bara til í mannfræðinni það eru mannfræðin er svona fag sem að hefur svona stór hluti af verkefni mannfræðinni í tíðina hefur verið að rannsaka svona bæði svona jaðarhópa, jaðarsamfélög, rannsaka arfleið nýlendutímans og svona kerfisbildið, svona pólitískt ofbeldi gagnvart minnlendahópum og
og mannfræðin náttúrulega sko, skilgjandi afkvæmi nýlendu tímans upprunnilega, þó hún hafi verið að reyna að hrista það af sér svona í seinni tíð og það er fullt af fólki í mannfræðin sem hefur það sem starf að rannsaka og skrifa þessa hluti og svo gerist þetta bara í símanæðinum sko, í meira en ár nákvæmlega þetta í ykkur ýktri mynd og það heyrist ekkert það eru verið nokkra raddir sem höfum verið að tjá okkur þetta og það er eitthvað rosaleg svona einhver svona inertia sem í gangi varandi það sem ég skil ekki og það gæti, ég veit ekki út af hverju það er og sér þetta bara eins og bæði Bandaríkjunum og Evrópu að háskólafólk sem að jafnvel á einhvern mjög lítil fjörlegan hátt að tjá stöðning sinn við Palestínumenn eða gagnrýna Ísrael, þeir eru bara hægt að missa vinnuna af reknir og sem hefur náttúrulega gerst í raunum sko. Og þannig að þetta er náttúrulega búið að vera múlbinda fólk, það er verið að taka tjáningafrelsið af fólki og sem minnir mig á mjög gott viðtal sem var hér við þetta borð einhvern tímann í fyrra við mannréttinda Vindánum frammi, mannréttinda lögfræðingur, hann bandarískur á kúbansku mætti held ég, mann ekki nafni hans hvað er ekki Héðinn strákurinn Karl Héðinn, mjög fínt viðtal og hann er menntaður í Þýskalandi og gerir sína doktorsverkefni þar og hefur verið að vinna þar mikið sem prófessor, bara mjög lengi og tala þýsku og er bara svona, hann har fótið verið mikið í Þýskalandi. Hann var að gagnrýna sem sagt bæði Ísrael og lýs við stöðningi með Palestínumenn og hann var að gagnrýna sko stefnu sko þýskra stjórnvalda í þessu máli sem er náttúrulega alveg fáránleg og og það gerir það verkum að hann kemst ekki, hann má ekki koma til Þýskalands, hann lokar úti bara og hann er bara persóna non grata og það eru fleiri sem hafa lent í þessu og og hann sagði það að Þýskaland væri orðið bara autocratic fascist state eins og hann orðaði það í dag þeir komnir heim aftur og það er svona, maður er veltið fyrir sér hvort að þú veist, þetta sé reynilega vegna þess eða bara afleiðing þess að nasisminn hafi aldrei raunverulega yfirgefið Þýskaland eða hvort að þetta sé sko, þessir þöggunartilburðir sko, Þýskalands á því sem gerðist í seinni heimsstyrjöldinni það má bara ekki tala þetta var bara bannað og ekki gert upp eða hvaða valdi en maður er að sjá bara sko, einmitt, maður er að sjá þessa röðu upprissu fasískra afla í Þýskalandi og með alveg hreint ótrúlegum hætti Já, það er búið að til dæmis, ég held að það sé komið í lög, ég get ekki alveg fullir að það var alltaf stóð til, það geti verið komið í lög að ef þú ert sem sagt innflytjandi í Þýskalandi og þú ert að sækja ríkisborgararétt og þú þarft alltaf því að sko sverja Ísrael hollustu. Þú þarft að viðurkenna Ísrael sem ríki. Já, og sína því bara, þú veist, hollustu sko. Og þetta er meira að segja nokkrum fylgjum í Bandaríkjunum líka, að það þarf að sína ég sá mynd á netinu, það var það var í Montana á öllum stöðum. Það var svona gangur sem að leiddi inn á skrifstofu fylkistjórans. Það var öðrum megin við dyrnar var bandaríski fáninn og hinum megin ísraelski fáninn. Einmitt. Og þetta er orðið svona tákgrænt. Þannig að þegar þetta afkvæmi, skildgetna afkvæmi evrópskrar nýlenduhyggju er algjörlega fríka út að þá meðvirkni svo sjúklega að maður bara á ekki orð og maður bara hugsa sko þegar þetta einhvern tíma lægir þetta hvort sem það verður eftir 50 ára eða hvenær sem það verður og þetta sagan verður skrifuð að allt þetta lið, allir þessi stjórnmálamenn, allir þessi blaðamenn, ekki tala þá líka sem að þegja yfir því að það er búið að drepa yfir 200 blaðamenn, palestinska blaðamenn á Gaza. Já, það hefur bara ekki heyrst píp það. Og það voru ykkur mótmæli sá ég. Já, og hafa verið og ég menn það er komið veggmynd sem telur í sko niður í miðbæ sem er bara mjög óhugnaleg og í Amnesty hafa sendt frá sér blaðamannafélagið sendi frá sér einhverju svona að manni fannst frekar billausa orðsendingu sko og það hefur einmitt eins og segir þá á þessum svona meginströðs fjölmiðlum þá hefur bara hreinlega ekkert verið rætt þetta. Það er bara algjörð þögn eða þá það er ekkert rætt það eða það er bara beinlýs logið sko og sem er alveg hrikalegt því ég held að þetta sé eini fjölmiðlun í Íslandi hér, þetta rauðaborð þar sem þessi mál hafi verið rætt einhverju viti. Já. Restin er bara í einhverjum dvala
Já, og það er þessi hræðsla sko við að segja það sem þarf að segja. Já, og bara einhvern veginn, ég verð nú bara að koma því að hérna, ég horfði á hérna viðtal sem að þú tókst, þú fórst upp á RÚV. Já. Talaði með fréttastjórann. Já, einmitt. Ég verð að viðurkenna það að ég var alveg gáttaður. Já. Mér fannst þetta bara, ég var gjörsamlega bara stór hneykslaður og það er nú svolítið til að hneyksla mig. Já. Mjög bara hneykslaður á því að þessi maður sé í þessu starfi, bara fyrirgefðu. Já, fannst þér vanþekkingurinn hans á... Bara yfirgengilega og áhugaleysið. Já, áhugaleysið. Og fréttastjórann, þá við hefur kannski áhuga því að vita hvað er að gerast. Nei, við fáum bara fréttir á AP og Reuters. Já, það var eiginlega svolítið svarðið. Sko svona sko. Akkurat. Og þetta er enda, ég hef ekki hort á fréttastofu í 2 ár. Nei, en þú myndist í það aðeins, svo ég bara komið að svona stuttlega að þið með innflytjendastefnun í Þýskalandi. Nú er innflytjendastefnan hér líka að manni verðist vera nokkuð harkaleg. Hefur þú fylgst með fréttum af ungu stúlkunni frá Venezuela? Já, þetta er svakalegt. Já, þessi litla stúlka sem á að vísa hér úr landi á morgun. Mér skilst að nú sé einhverjir að taka sig til og ætli að mótmæla þessu kröftulega en hérna, ef allt gengur eftir þá verður fjölskyldunni fyllt á ótilgreindan stað í dag, þar sem þau verða geymd þangað til að flugvélin fer með þau hérna einhvern tímann á morgun. Skjólinætur. Já, og hérna og ég bara kannski vildi hvetja og vil hvetja fólk til þess að fylgjast betur með því máli en hérna, er þetta eitthvað sem að þú sérð fyrir þér að nýja ríkisstjórninni eftir að stíga inn í? Ég veit ekki, ég bara hérna, þessi ríkisstjórn, ég get sagt þér það sko þegar ég vaknaði eftir kosningarnar, eftir þetta kom í ljós, það kom yfir mig alveg gífurlegu léttir. Ég bara, það væri bara eitthvað svona og farið af okkur öllum. Ég held að við höfum alveg fundið öll fyrir því sko. Þannig ég ákvað bara að gefa þeim séns og ég hef líka sett henni bara færslu líka á Facebook og þetta, ég gegnum mitt líf hef ég sko alltaf góða sem ég hef fengið hefur komið frá konum. Þannig að konur eru mikla áliti hjá mér og mikla virðingu fyrir þeim og er þakklátur þeim fyrir mjög margt. Þannig ég ákvað að gefa þeim séns sem 3 konum. En það virðist ekki, er ekki sérstök teikn á loft það að ég fara að breyta þessari útlendingapólitík. Nei. Það hefur ekki verið, sko, það mætti alltaf að ísdrottningi væri ennþá þarna. Já, og þau ætla ekki að tjá sig með einstök mál og allt þetta, þetta er svolítið svona Groundhog Day, svo sagt er. Ég er búin að gera núna ítrekkaða tilraunir til þess að fá þessa ráðherra sem svona fara með þessa málaflokka, félagsmála og dómsmála til þess að koma hérna og ræða málefnin litlu stúlkunar og bara þessi málaflokkin í heild þetta er stór og mikill málaflokkur eða ég segi stór og mikill málaflokkur hann er alltaf fyrirferða mikill en hann er kannski ekki risastór. Hann er fyrirferða mikill, hann er mikilvægur. Já. Þetta er bara, sko, svona mál eru bara sko, þetta er bara barómeter á samfélagið, á hver við erum. Þú veist, hvernig bara eitthvað samfélag kemur fram við það sem að minna mega sín og þurfa á og standa höllum fæti það er bara það er mælikvarðinn. Já. Og það þannig að öll þessi innflytjenda og flóttamannamál síðustu mörg árin, ekki bara Íslandi heldur á Vesturlöndum, þetta hefur svipað þetta með Gaza, þetta hefur verið að afhjúpa svona algjöra svona eitthvað svona ómennsku og þetta er svona normalisera til dæmis það er alltaf að drukna fólk í Miðjarðarhafinu. Það er ekki í fréttum einsinni. Nei, einmitt. Það er bara orðið þeir eru nú bara farin að skjóta og gúmmíbátana. Já, og það kemur ekki í fréttum þetta er bara orðið eins og þessi bara eitthvað eðlilegur hlutur. Partur af okkar partur af því sem við erum sko. Já, og svo er það einmitt sko að því að þetta er auðvitað aflegging þess sem að við erum svo og okkar bandaþjóðir er að standa í þarna á þessum svæðum. Þetta eru, þú veist, ofvinnsla og mannsal og náttúruauðlindum og mannsal því tengt og svo er stríð og annað sko sem að rekur fólk frá sínum heimabyggðum. Og annað, loftslagsbreytingar er náttúrulega. Já. Það er að vera alltaf meira og meira það sem þeirra heiminum er ekki hægt lengur að framleiða mat. Fæðu bara út af þurrki og öllu því, þannig að ég held að við séum ekki búin að sjá að brota þeirri þróun allir sko, eftir því sem að veðrakerfin fara að fríka meir út sko. Og þessi brunar í Los Angeles eins og það er nú hræðilegt að fólk sé að missa allt sitt, náttúrulega fullt af fólki
að ég var að lesa að það ykkur hjón, ykkur síjónista hjón ykkur með ríkasta fólki í Kaliforníu sem með ykkur netu akra. Já, möndlu og pistasíur og þau eiga eitthvað 40-50% vatn í Kaliforníu. Já, það er þetta Fiji vatn. Já, og það er miklu sniður að selja það einhverjum fínum sundlögum heldur en að fyrir slökkvilið. Og enga veitu, ég meina svo eru þau líka bara búin að draga til sín allt grunnvatnið, sko. Þess vegna er allt svona þurrt og föður upp. Þannig að þetta er alveg, maður sér að kapitalismin er kannski bara, þú veist, kannski er þetta ekki bara að vera búið, er ekki komið gott. Það er farið að líta þannig út, sko, og svo er þetta sama fólk sem að sko styður það að sé vera að brenna fólk í tjöldum og Gaza, sko. Já, akkurat. Þannig að þetta hangir algjörlega saman. Akkurat. Þetta er sami hluturinn á sikkur megin á spýtunni í raun og veru. Akkurat. Þetta kerfi og kapitalismin er náttúrulega eins og ég var að tala um það eru ofsalega, ég held að séu rosalega breytingar í vændum sko bara í heiminum og ég held að þessi hann Varoufakis gríski, hann vil nú halda því fram að kapitalismi sé farinn. Hann kallar það svona tækni lénsveldi, hann kallar þetta tækni lénsherra þess að góra þetta í Silicon Valley og og tekur svona Amazon sem dæmi, það sem er framleiði ekki neitt. Þetta er ekki kapitalist eins og kapitalismi er. Þetta er eitthvað annað og svo er náttúrulega við talum um Trump sko, svo er náttúrulega Musk sko, einhver psykopatiskur já, svona apartheid prins milljarðamæringur sko, snargeggjaður vera sko valdamesti maður í heimi þannig að ég veit það ekki maður reynir nú kannski að vera svona vongóður það kemur ekki óvart að þessi ríkisstjórn sem sagt Trumps muni gangi í gegnum mjög örar breytingar ég held að þetta lið geta ekki unni saman hann verðist nú verið ég las það nú reyndir eitthvað starf hann var þreyttur Musk hann væri alltaf around ég held að verði allir þreyttir á hver öðrum já, ég hugsa það þegar maður er svona komin á þennan stað maður er ekki vanir að vinna með öðrum eða hlusta á aðra nei, akkurat þannig að þetta getur öðra breyting getur svona revolving door svona mjög hratt akkurat það er vona verði vopnahlé á Gaza bara núna í kvöld eða í allavega næstu daga það er bara maður getur ekki annað heldur verði komið allavega svona smá hlé og bara þetta hætti í anskotin bara að fólk geti andað og sko svo er bara spurning hvort að Ísraelar fari í það að hleypa einhverjum byrðum inn, það er ekkert víst. Nei, það nefnilega er ekkert víst í þessum heimi, en allt mögulegt eftir svona það sem maður hefur upplifað síðustu. Og maður verður eiginlega þrátt fyrir allan hennar djöfulgang og hryllinga að reyna að trúa. Að halda í vonina eins og palestísku vinnur okkar einmitt. Og trúa á það að þið góða munin og sigralokum. Já, það verðum að trúa því. Já, það bara má ekki taka þá vona af okkur og þá eigum við nú fátt eftir. Það verður þetta bara búið. Dr. Kristján Þór, þakka kærlega fyrir að koma hér í spjall og þetta var svona fariðum víðan öll. Já, það verður oft þannig við rauða borðið góða, sko. Það er svo gott að tala, það er svo gott að spjalla við rauða borðið. Þetta er besta borðið í bænum. Já, ég vil meina það. Takk fyrir þetta og ég bið ykkur að tóka við því að það meira hér handan við hornið. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, komiði sæl, við tókum við boltanum núna og hér eru, ég ætla að segja svona unglingalandsliði í umræðuþáttum. Kristín Áskistóttir, fyrrandi þingkona, Steingerður Sigurdóttir, Steinsdóttir, ritstjóri Rifiðu núna og Þröstur Ólafsson hagfræðingur. Við erum alltaf velkomin. Takk fyrir. Það er svo sem nóg að taka í samfélaginu. Það er komin ný ríkisstjórn og er þetta ekki ríkisstjórn sem tilýst vel á? Er þetta ekki samfylkingin hérna í stóru? Já, ég held að hún hafi ýmislegt til að bera til þess að geta orðið farsæl. Já. Svo fremur sem hún kunni að spila úr þessum spilum. Já. Það verður ekki auðvelt. Nei. Og það er svona dálítið mikill ungæðisskapur í þessu. Þetta eru
algjörlega vanið fólk sem að er þannig að ráðast til fórstu. Þannig eru menn orðnir ráðherrar sem aldrei hafa setið á þingi og setja yfir mjög erfiðum nefndum, hafa heldur aldrei setið á þingi og aldrei verið kannski neitt mjög ábyrgð starfi. Þannig að þetta verður mikið púsluspil að gera þetta sko starfshæft því að við vitum það að fjármálin eru mjög erfið og þau verða mjög erfið og það þarf mjög öflugt fólk til þess að koma sér gegnum það og ég neita því ekki, ég er svona aðeins svolítið kvikur út af því hvernig það skipast málum. Já, nú er sko Daði Már, hann er hérna hagfræðingur og forsætisráðherrann. Já. Það má ekki gleyma því að það er líka þarna fólk sko, sem er með mikla reynslu. Eins og Þorgerður Katrín. Já, og ég bara nefni sko, nýjan heilbrigðisráðherra. Já, er að taka við landlæknir og Alma Möller og svo náttúrulega Dagur B. Eggertsson þarna sem átt búin að vera í stjórnmálum. Nei, það er spurningin. Hann er hvergi nála þarna. Já, það er spurning hvað hann hlýtur nú að... En ég meina, þingmenn sitja í nefndum og þurfa að vinna verkin í þinginu. Þannig að það reynir auðvitað mjög mikið á þekking og reynslu. Já, svo höfum við líka góða reynslu af því að fá einmitt utanaðkomandi mann í fjármálin þegar Gylfi kom á sínu tíma og það bara gekk mjög vel, þannig að ég ætla að leyfa mér að vera bjartsýn. Já, auðvitað leyfum við okkur það allir í upphafi, sko. Já. En þetta er svona, sko, hraði Kristrúnar í íslenskum stjórnmálum er alveg ævintýralegur. Það er bara 4 ár síðan hún var kjörin til þings. Hún er formaður núna stærsta flokksins, forsætisráðherra. Er þetta ekki bara glæsileg ganga hjá henni? En svo komið er allavega? Jú, það er ekki að netta því. Hún kann þetta. Ég held hún hafi nú líka fullt sko, mikið af reyndu fólki í kringum sig sko. Það þetta skiptir miklu máli að leita ráða og bara taka þessu rólega láta vinna bara í málunum svona eftir því sem þau en eins og við höfum náttúrulega séð á undanförnum árum að þá náttúrulega fá ríkisstjórnir ýmislegt upp í fangið sem enginn á vona á eldgos og heimsfaraldur og hvað og fer núna að gjósa í Bárðarbungu eða hvað og eitt líka sem að mér finnst sko, er nú forvitnilegt að ræða sko, er hvaða áhrifa á sko, valdataka Trump eftir að hafa. Það vitum við náttúrulega ekki. En hans hótanir sko, tolla hingað og þangað. Það er eitt sem við þurfum aðeins að sko, átt okkur á að í gegnum áratugi þá hefur það verið 2 flokka mál yfirleitt að vera með fjármálin. Stærsti flokkurinn hefur annarkvæmt verið með forsætisráðuneytið eða fjármálaráðuneytið. Núna er Viðreisn með fjármálaráðuneytið og ekki Samfylkingin heldur er Inga með eða sem maðurinn hennar með formennsku í fjármálaráðuneytinu í fjármálanefndinni og það held ég að sé ekki mjög heppilegt. Heldur hefðu þau átt að skipta þess á milli sín. Það er að segja Samfylkingin hefði átt að fá að mínu mati formennsku í fjárlaganefndinni af því að hinn stóri flokkurinn er með fjármálaráðuneyti. Þarna reynir auðvitað mjög mikið á traust og vinnubrögð. Ég get nú tekið undir þetta kom mér nú á óvart sko. Það er svo mikla lægni líka til þess að sko, ná saman fjárlögum. Það er bara mikil kunst og ábyrðin er hins vegar annar stað. Það er ábyrð stærsta flokksins að koma þeim saman þó þeir hafa engin verk færi til þess. Og þessu utan við fórum ekki bæði nefndina og ráðuneytið. En sko það er Ragnar Þór Ingólfsson eða ekki sem að verði formaður fjárlaganefndar. Hann var vanur að fjalla hann svona félagsmálamaður. Ég veit ekki hvað það skilar honum miklu. En sko, þessi nýja ríkisstjórn,
svona strax allt önnur ásýnd en að því sem við höfðum. Við vorum svona kannski alveg þreytt á fyrirbærinu Bjarna og Sigurður Inga og þetta. Þannig að þarna fáum við eitthvað svona allt annað, sko, allt annað. Já, og það held ég að sé einmitt ástæðan fyrir því, sko, að mjög margir eru svo ánægðir og svona því að það virðist vera svo mikil og góð samstaða þarna. Og það auðvitað veit á gott ef að fólk er mjög samstíga og virðist geta unni saman. En ég svo sem er ekki með sömu reynslu úr stjórnmálum eins og Kristín og Þröstur, þannig að ég hef kannski svolítið bátt með að horfa á þetta frá þeim sjónarhornir sem að þau hafa auðvitað meiri skilning á því hvernig bara almennt hlutirnir ganga fyrir sig. En þetta auðvitað hluti af því hvers vegna við vildum breytingar, að það var akkurat þetta, að fólk var orðið þreytt á þessari ásýnd sem að blasti við og einhvern veginn að það virkaði allavega þannig á allt og alla að þarna væri svona lítil samstaða og lítil skilningur manna á milli í fráfarandi ríkisstjórn. Og bara eins og framsóknarmenn sögðu bara... Gastu líka upp, þú bara gafst upp. Gispaði í gólunni. Já. Sko við hefum von á Þorsteini Sæmundssyni fyrir þingmanni og núna var að þingmanni fyrir miðflokkinn. En við erum náttúrulega að tala pólitík með honum líka eftir. En Kristín, ég er búin að segja það við það eftir þetta að það 3 konur þarna, það er biskupinn og hvernig meira, það er lögreglustjórinn, það er alltaf leið, en þessi mikla Forsetinn. Já, forsetinn. Já, frú Hallafjörð, þetta er ljótt að glemma henni. Já, en þetta sem sagt, þetta er svona byrjar hjá ykkur sem voru í kvennaframbúðinu eða kvennalistum. Já, sko það... Þið byrja að spinna við fótum. Já, það er náttúrulega... Við tókum það náttúrulega stefnu, sko, að nú væri tími til komin til að fara inn í þessar stofnanir eftir náttúrulega Rauðsokkarhreyfingin hafði starfað þarna í 10 ár, Vigdís er kjörin 1980 og þarna eru bara svona hugmyndirnar að breytast, nú verða bara konur sjálfar að taka völdin og beita sér. Og það hafði strax áhrif, það má gjarna rifja það upp að þegar við byrjum þarna 1982, sko, með framboð í Reykjavík og Akureyri, að þá voru konur 6% sveitarstjórnarmanna, 6% og 5% á Alþingi. Þannig að, en bara það að þetta framboð kom fram, þarna 82, þá fjölgaði sveitarstjórnarfulltrúum úr 6 í 12, og þinginu úr 5 í 15. Þannig að það voru strax stigin þarna skref og síðan náttúrulega heldur þessi barátta áfram og svo var auðvitað, það var náttúrulega búið að vera þarna, það stóð yfir kvenna áratugur Sameinuðu þjóðanna og það er mikil umræða í gangi en það er auðvitað ekki nokkur vafið að kvennalistin hafði náttúrulega alveg gríðarleg áhrif. Já, svona seinni tímu takið því fyrsta skrefið, við getum alveg verið viss það. Já, inn í þetta. Og annars vegar, alltaf undirstrika það, sko, þú veist, annars vegar er þetta náttúrulega spurning um bara eðlilega fjölgun og lýðræði, en hins vegar er náttúrulega mikilvægt hvað gerir fólk, til hvers er það komið þarna, hvaða mál eru sett á dagskrá. Og það er ekki spurning, sko, að kvennalistin setti á dagskrá öll þau mál sem voru mikilvægust fyrir konur og fyrir fjölskylduna og þær bara gjörbreyttu umræðinu og fyrir svo utan það bara sína og sanna að konur voru bara eins og fiskar í vatni þarna inn á þingi sem að margir höfðu nú spáð að þær myndi ekkert kunna á og ekki geta valdið. Þannig að... Forðuðust völdin hafa alveg eitt líka. Já, þorði ekki að axla ábyrgð, það var eitt frasinn. Já. Er þetta ekki rétt, Þröstur, að það er svona að rekja, sko, hvað eru marga konur í fórustu núna, alveg aftur þegar að kvennalistin og kvennaframboð fóru fram? Þetta byrjaði þar. Þetta voru alls konar... uppsprettur víðar en það náðu ekki neinu fljóti
myndin fljótt fyrir þær komu. Það ekki bara staðarind sem ekki það þarf aðgerðir, það þarf að ógna valdinu til þess að hlutinni komist á hreyfingu. Það er gamall eðalkrati sem sagði við mig fyrir einhverju síðan að hann var svo þakkláttur Gunnari Smára fyrir að stofna sósíalistaflokkin, en flokksfélagin skildi ekki hvað að meina með því. Þá er vinstri mennskar sett á dagskrá og þá verður mikið talað það, alveg eins og með kvennalistan. Þá er farið að ræða hinn ýmsu mál Já, og svo er þetta bara þannig að það er eins og við þurfum alltaf einhvert uppbrot, að það er eins og hlutunum þoki ekki áfram fyrir en það kemur einhvert uppbrot, einhver kraftmikil hreyfing sem að fer oft gegn öllum straumum og gerir hlutina allt öðruvísi. Og við erum náttúrulega búin að sjá það í allri mannréttindabaráttu að það er eitthvað sem þarf að gerast reglulega. Það eru fréttir í dag sem að ég las og mér finnst alveg ömurlegt. Það er þessi 3 ára stúlka frá Venezuela. Eru búin að lesa þetta? Já. Nei, ég var ekki búin að lesa þetta. Hún kemur hingað og þá reynist hún lasin að vissi þengi fyrir og það þurfti að nota einhverja málmplötu til að festa fótleggin við mjöðmina. Já, það var laus úr mjaðmalinum annar fótleggurinn. Og það er gert hérna og hún á endurkomu til að það var að taka þessa plöt úr henni og það á að gerast 10. febrúar. En henni verið vísa á landi fyrir þann tíma, þannig hún fer með þessa plötu sem hún verður að losna við, bara heilsu sinna vegna, og það veit engi hvað býður hennar og foreldrina í Venezuela, við fáum ekki eins og tíma til að klára þessa læknisækir sem hann áður en við kveðjum hana. Það verða náttúrulega einhverjir að rísa þarna upp, þannig eru konur, bæði forsætisráðherra, ríkissaksóknari og alls það verður einhver þeirra að rísa upp og segja nei. Já, það er nú spurningin, hvert er verða að segja það hvort sem það náði eða ekki. Það er bara þannig, það verða að segja þetta. Þessi mál eru óþolandi. Gjörsamlega. Það er náttúrulega, þvílíkt ástandi í Venezuela. Sá bara myndi í sjónvarpsfréttum í gær síðan. Það er enda mikil mótmæli og hundruð drepnir og þetta er náttúrulega bara alveg skelfilegt. Það verður auðvitað að skoða það í hvað er fólk að fara. Já, svo er líka þessi heimild í lögunum til þess að veita fólki hæli af mannúðar ástæðum og það náttúrulega hlýtur þá að sama skapi að vera heimild til þess að veita fólki frest af mannúðar ástæðum. Þannig að ég sé ekki einhvern veginn að fólk sé svo bundið. Þessi lagabálkur, útlendingalögin, hann er ekki þannig, hann er ekki það stífur að það sé ekkert rúm til sveigjanleika. Og það er það sem að manni finnst sárast að það skuli ekki... Þú verður að átta þig á því að það er nákvæmlega þetta sem að er að heimildin er aðeins nýtt ef hún er til þess að gera eitthvað verra. Það er til heimildi til þess að líka að hafa barnið á landinu. Það er nákvæmlega sama heimild og að vísinu burtu. Það er alltaf notuð sú heimild sem barninu kemur verst. Alltaf. Og það er óþolandi, algjörlega óþolandi og þessar ágættu konur sem þarna ráða öllu sem það vilja ráða, eiga bara að segja nei. Já, og þetta er náttúrulega alveg í ljósi þess líka í Íslandi búið að lögleiða barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Þar sem er einmitt sagt að það réttur barnsins og vellíðan barnsins eigi ævinlega verið í forgangi. Þannig að það er eiginlega óskiljanlegt að börn skuli ekki fá mannúðlegri meðferð í okkar kerfi. Já, þannig að hún verður send út með þessa plötu í mjöðminni og það veit enginn. Það þarf að endurskoða þetta kerfi og allan framgangi í þessum málum. Þetta er auðvitað algjörlega. Það þarf að manna það upp á nýtt fyrir ekki. Það þarf að manna það upp á nýtt. Og þurfa að ljúka upp hér í mótmæli mánuð eftir mánuð til að reyna að bjarga fárveikum börnum. Hvað er þetta? Já.
Þú segir, það svigrúm í lögunum. Já, svigrúm í lögunum. Það heimildir á báða bóga, en þeir eru ekki nýttar ef það til þess að létta mönnum lífið og börnum. Það eru bara ekki nýttar. Það bara nýttar til þess að íta burtu. Já, einmitt bara annan veginn. Já. Og þetta 3 ára barn, þetta svona... Já, þetta bara ógeðslegt. Já, það það. En Inga Sælandi, hún ríkisstjórn og hún ætlaði útveða öllum sem eru komin á eftirlaun 450.000 skatt og skerðingalust. En það verður ekki, allan að strax. Er þetta ekki líka alltaf bratt loforð? Jú, þetta alltaf bratt loforð. Og það ekki hægt að standa við þetta. Það getur vel verið að sé hægt að þróa fjárlögin þannig með alls konar aðgerðum að það verði einhvern tímann hægt að bæta þetta á þessa vegu eða í þessa átt. Þú gerir það ekki bara með því að smelta í góm. Nei, þetta verður að gerast í áföngum. Ég gerir mér ekki, það var náttúrulega núna verið að hækka skattleysismörkin og ég bara gerir mér ekki grein fyrir hvað það þýðir fyrir einhverju 1000 kallar en hvað það þýðir svona fyrir... En allt tilur náttúrulega fyrir vestlanda fólki. Allt þetta það sem eru mjög margir sem taka við fljótt að telja. Já, heldur betur. Já, í uppbæðum fyrir ríkið. Já. Mjög fljótt. Stórir hópar. En ekki rétt að þetta var skert bara eftir hrun? Jú, það rétt. Og hefur alls ekki fylgt vísitölu. Það var tekið af fólkinu og hún að tala að skila því. Já, hún í raun og verið að gera það og auðvitað þetta réttlætismál og maður getur ekki annað en fylgt í en ég sammála Þresti að ég voðalega hrædd að þetta sé of bratt og þetta sé eitthvað sem ekki sé hægt. Við verðum líka að reyna að muna að ríkissjóður í mjög þröngri stöðu. Það búið að ganga mikið á bæði þetta COVID, þessi óáran á Reykjanesskaganum og ýmislegt annað sem hefur komið upp á að við verðum eiginlega líka svolítið að horfa í það og sýna þolinmæði þó að maður vilji gjarnan sjá réttlátari skiptingu í landinu. En náttúrulega ef þær hafa séð leiðir til þess að fjármagna þetta og telja sig vera komnar með einhverja leið til þess. Það ekki strax, það búið að fresta þessu heldur. Já, það náttúrulega búið að samþykkja fjárlög fyrir þetta ár og þannig að það nú svolítið tími til þess að vinna í málunum. En sagði ekki Sigurður Ingi að þau væri taka við svo ægilega góðu búi? Jú, Bjarni sagði það líka. Það var að hægla saman sér mjög mikið það hvað skilaði vel af sér. Bara eins og við vitum að það svo margt sem spilar inn í til dæmis bara hvernig ferðaþjónustan þróast og hvort þessi gos halda áfram, hvort að fáum við ný gos og svona hvernig, og eins og ég segi Trump upp á hverju tekur hann. Já, Guð minn góður. Gerir hann kannski bara tilboð í Ísland sem við getum ekki annað en tekið það aldrei að vinna. Ræða það, hafi bæst liðsmaður í Húlingalandsliðið, það Þorsteinn Sæmundsson, varaþingmaður. Ég byrst afsökunar á því hvað ég segir. Svona lífið. Það er mikil umferð. Já, og svona hólufyllingar sem ég ekki Já. Þannig að ég var leikurheldur í allaði. Já. Ég var ekki hér í morgun og bara sem betur fer sá ég hóluna sem hafa verið fram að mig. Hún var djúp. Það innviða skuldin, hún er svo mikil. Hún er ansi mikil. En Þorsteinn, við erum búin að tala svolítið pólitíkina. Já, ég heyrði nú ögn af því að ég komst í sambandið núna rétt áðan. Já, ég var með þið hérna á línni. Heyrði ég aðeins, já. Þannig að takk fyrir það. Já, en við hérna, mér hafði nú hugsað til þín, þú náttúrulega kosningur á 21 að þá við flokkurinn býður nokkuð svona afhróð, fær 3 kjörna en heldur bara 2 af þeim og þú náður ekki í kjöri. Ég var ekki í framboðið þá. Nú varst ekki í framboðið þá? Nei. Það var ekki nefn að vona að ekki verið í kjörin. Og það var ekki nefn að vona að feikýringum bara 3. En svo núna þá eftir settur í annarsætið, eftir Snorra Másinni. Og í skoðanakonum viktum að þá varst inni, eða ekki? Sko, ég var það og mjög lengi og svo náttúrulega lendi ég í þessu skemmtilegheitum að vera inn og úti alla kosningalótana eins og gengur og einhvern tímann ég man ekki hvernig það var og þá nefndi ég þess ekki lengur og fór að sofa og ég sagði mér það bara verður það sem verða vill en
það munaði leiðilega litlu, ég viðurkenni það, en að öðru leiti þá getum við ekkert kvartað. Ég meina flokkurinn var að fá bestu kosningu sína til dato. Við vorum að fá 8 menn og við vorum að fá rúm 12%. Og auðvitað getum við ekkert kvartaði við því. En eins og ég segi þá munaði leiðilega litlu og við vitum ekki hversu litlu því það ekki búið að telja. Þannig að það nú reyndar eitt skandall sem maður eiginlega áttar sig ekki alveg á. Já, sem þurfum að ræða líka hérna, hvort við bara getum ekki kosið. Er verið að telja allt? Nei, bara þessar kærur, Já, nú fær Alþingi, það náttúrulega lögum samkvæmt, kosningalögum samkvæmt, þá eru öll utankjörfundar atkvæði sem komast ekki á áfangastað fyrir kjördag eða fyrir lok kjördags, þau eru ógilt. Og þarna verða mistök á 2 stöðum, það er að segja í Kópavogi sitja menn uppi með einhver 26 atkvæði sem verða innlyksaði svo það er kallað á bæjarskrifstofunum og síðan fara 2 kassar af utankjörfundar atkvæðum norður til Akureyrar, héðan frá Reykjavík og það er bara annar sem skila sér. Og þarna er náttúrulega búið að taka kosningaréttin af hópi fólks og mér er sjálfur sér alveg sem að nú náttúrulega vitum við ekkert það hvar þessi atkvæði liggja. En að framkvæmdin skuli vera svona meingölluð er náttúrulega gríðarlega alvarlegt. Og þetta er ekki fyrsta skipti, þetta gerist líka í þessu fræga borgarnesmáli síðast. Þannig að ég held að við þurfum að fara að gera okkur í brók og spurningin við erum með hérna eins og ég segi 25 atkvæði á Kópavogi, við vitum ekki hvað við erum með mörg á leiðinni til Akureyrar, þau eru öll innsugluð og það er ekkert búið að eiga við þau greinilega eftir því sem manni sýnist og þá segir maður, ég segi bara fyrir sjálfabur að fyrst að Alþingi er að taka það núna, nefnd á vegum Alþingis, vill Alþingi segja að það sé skipað í samræmi við niðurstöðu kosningana. Þá sem er þetta ekki á vegum yfirkjörstjórnar? Jú. Þessi nefnd? Já, nei, hún er á vegum Alþingis. Það er búið að skipa alþingismenn í nefndina. Og Alþingi hefur síðast orðið og svo kemur kjörbréfanefnd sem er skipuð bara á fyrsta degi þingsins, eigum að rétt. Og hún sem sagt opinberlega góðkennir kjörbréf allra þingmanna. En það er landskjörstjórn yfir landskjörstjórn sem að á síðast orðið í þessu. Nei, hún er að fara yfir. Þeir eru búinir að fara yfir og vísa málinu til Alþingis. Alveg sem gerist í Borgarnesi. Birgir Ármannsson fórumastu og fór að rannsaka í Borgarnesi og þá var Alþingi sem ákvaða. En nú er engi forseti Alþingis. Jú, það er sitjandi forseti. Já, Ásthildur Lóa. Hún er sitjandi forseti núna. Já, og ráðherra. Sem er náttúrulega kannski ekki gott en allt í lagi, ég meina þetta er bara staðan sem er uppi en mér finnst þetta afskaplega slæm staða, ég veist að viðurkenna það. Afleitt. Við erum mjög ósátt ef við ættum hérna í hlut, ef við hefum sendt utankjörfundar, kosið utankjörfundar og kannski grunum að atkvæði okkar aldrei skila sér. Það bendir náttúrulega til þess að þessi kosningalög séu meira að minna ekki bara mengu öllu heldur ónótæf. Því að þetta er að endurtaka sig eftir að menn voru búin að gera þessi í brók eftir Borgarnes að þá töldum menn og þá það er ávítur sem þeir fengu frá Brussel eða réttara samt frá Strasbourg og endur tekum sér núna eins og ekkert hefði gerst þannig að það er náttúrulega verður fyrir næstu kosningar að vera búin að breyta þessu og auðvitað höfum við engin efni á þessu að vera með lög sem að eru það flókin að 2 atkvæði geta sett á stað hringi út all land. Þetta er náttúrulega bara rugl. Auðvitað eigum við bara að vera eitt kjördæmi og láta það meiri hlutan ráða og ekki vera með eitt svona heimatilbúið rugl. Þorkell Helgason, ég heyrði stutt brotu viðtali við hann segir að þetta sé bara búið. Þetta er bara rugl, það verður vera næst. Þetta er 20 eða 30 ára gamalt. Það verður bara vera næst. En núna ef við horfum á þetta eins og þetta núna að því Þröstur segir eitt kjördæmi að þá er þó nokkur munur á því hversu margir kjósendur eru á baku hvern þingmann og hér í den var þetta alltaf þannig að Framsóknarflokkurinn var með mest á baku hvern þingmann nú er það Miðflokkurinn Miðflokkurinn fekk ekki uppbótarmann þess vegna væntanlega er ég ekki inni til dæmis og ég segi það líka
að þessir 8 sem við fengum, þeir eru allir kjördæmakjörin eða þau eru allir kjördæmakjörin. Ef að svo hefði ekki verið, þá hefði ég hugsanlega farið inn á kostnað einhvers félagamís sem ég hefði ekkert gert með en það breytir ekki því að mér sýnist Þú hefur þetta ekkert verið spurður? Nei, mikil ósköp en það hefði bara verkast þannig sko en ekkert skemmtileg tilhugsun sko en alveg bursið frá því að þá er þetta náttúrulega afleitt staða en svo er hins vegar sko sem áhuga maður pólitík að þá þykir mér það verulega athyglisvert að þeir sem að núna fram að þessum kassa sem að fannst lóksir að sem framsóknarmenn í Suðvesturkjördæmi sem sagt ekki bara einu sinni heldur tvisvar fara af stað til þess að reyna að fá endurtalið og þeir vita að afleiðingar eru þær að formaður þeirra fer út og annar maður fer inn sem gæti orðið næsti formaður þá hugsanlega en ég meina þetta segir okkur þetta er hluti á valdabaráttinu og flokksins það er alveg klart og það að þegar hægt að leika sér svona með sko kosningarlögin til þess að vera að lemja á hver og öðrum inn á flokksins þetta er náttúrulega fyrir neðan okkar virðingu sjálfsögðu, en ég meina mér finnst þetta athyglisvert að því að menn hafa sótt þetta gríðarlega fast strax komuðu með kæru framsóknarmenn í Suðvesturkjördæmi og svo aftur senna og það er ekki leðu þeir sáu það að Viljum var ekki inni þá kom kæra Nei, það er alveg ljóst að það verður að endurskoða lögin og alla þessa ferla sko. af hverju er hérna af hverju koma þessi 25-6 atkvæði inn á bæjarskrifstofunni í Kópavogi af hverju ferði þetta ekki beint sko inn, var ekki Holtagörðu með eitthvað það sem að sko þessi utankjörstað atkvæði og svo bara skrifstofunum í það var náttúrulega daginn fyrir kjördag það er náttúrulega verið að safna þessu öllu saman sko sýslumenn voru auglýsa þarna kjördegi hvernig stendur þið þetta fyrir bæjarskrifstofunni í Kópavogi sko mér skilst að bæjarskrifstofur og svo þær lokaðar sko þegar lögunum var breytt núna það hefur líklega verið 2017 líklega sko við erum með í okkar hópi og er í þingmannahópi núna okkar mann sem að hefur svona 30 ára reynslu að lágmarki af því að vera bæði í yfirkjörstjórn í kjördæmi og hérna eins og maður segir bara sjá kosningar í stóru kjördæmi og það voru mjög mörg atriði manni eftir sem hann setti hornin í á sínu tíma þegar við vorum að fara yfir þetta einmitt út af utanamhaldinu og sem sagt af því það var farið að mylja niður sett innan kjördæmanna hvar atkvæði gætu verið samanber hjá sveitarfélögum og svo framvegis og hann sem sagt rak hornin verulega mikið í þetta og nú er þetta að sem sagt að koma í ljós og hann var ekki einn, ég minna það voru margir sem að benda á þetta þannig að nú erum við að rekka okkur á það að þetta dugar ekki Nei, en það er mjög svolítið skrýðið Norður og Akureyri að þeir fá senda 2 kassa og það er 2 kassa á leiðinni en taka bara veinum, það getur allir stemt. Já, mér skildist nú þarna á manninu sem var í viðtali á Akureyri að þeir hefðu bara vitað af öðrum kassan. Nú er það? Já, það var víst þannig. Og þegar að hinn kemur þá var hann þar að auki algjörlega ómertur og ekkert farambréf með honum þannig að það var ekki ljóst hvað þetta var og það er ekki fyrir hann opnar kassan sem hann áttar sig á því að þetta er atkvæði. Þetta hefði þess vegna geta verið sko bækur eða skjöl eða eitthvað slíkt sko en hann sagðist hafa loka kassan strax aftur og innsiglaðan og látið vita á þessu þannig að það hefur ekki verið hreyft við atkvæðunum eins og Þorsteinn sagði en það er náttúrulega algjörlega ljóst að það er fáránlegt að það skulle vera sendur á stað kassi með svona trúnaðargögnum og algjörlega ómertur og án farmbréfs og nokkura skýringa. Hann er hérna Jón Steinar Gunnlaugsson, hann var formaður landskjörstjórnar í ykkur 5 ár og hann er að segja að það er víst hérna í lögum þannig að megi taka við atkvæðum svona eftir á út af kjörfundar. Segir hann það? Já. Er það í Mogganum í dag eða? Nei, það er bara á miðjan.is
Það er vefurinn minn. Já. Og hann rekur þetta sko lagagreinar sem heimila þetta. Já. Þannig að þetta verður að taka upp, við erum saman það. Já, og en svo eitt í viðbót sko að þessi 2 kassar sem fara, þeir eru væntanlega að fara úr Holtagörðum sem miðjan á atkvæðagreiðslunni hér á höfuðborgarsvæðinu og það náttúrulega líka þetta að sem sagt að þetta skuli bara gerast svona og einhvern tímann hefðu menn nú afsakið slettuna splæst í það að senda mann með þetta. Þú veist, ég meina hvernig var þetta sent sko? Það þarf bara að fara og nýða þetta og nú eru menn að benda svolítið hver á annan sko, segja að það flytjandinn sem að sko gaf ekki upp nema 1 kassa sjáði sem náttúrulega ég kann ekki svona afsökunar en ef að heyrist svona skruðning á list þá verið að vinna við húsgaflin að við erum alveg óvarin fyrir því. En við erum búin að fara svolítið á þeirra þú komst en mér langar sko að Jóhann Páll Jóhannsson sem núna umhverfis orku og auðlindaráðherra, hann var að benda á þetta misvægi sem á lífeyri skerðingar sem sagt á ellilífeyri frá TR að sagði hvort það sko launatekjur, það 200.000 en ef þú ert að fá út úr lífeyrissjóði sem séreignarsparnað, að þá sé það bara verði bara eftir eitthvað 60.000 krónur það sem sagt gildir ekki jafnt og þetta nú ráður í ríkisstjórnin sem skrifar þetta og meira svo eftir að ríkisstjórnin var mynduð en Steingerður, hafið þið verið að fjalla svona þessi mál? Nei, við höfum nú reyndar ekki verið að skoða þetta en ég hef aðeins verið að skoða þessi nýju lög sem væntanlega eiga að taka gildi í vor en það eitthvað sem að Inga Sæland lofaði að hún vildi skoða og þar verið að tala þetta starfsgetumat og sem að í raun og veru ekki starfsgetumat hafa þeir sagt sko sem í forsvari fyrir þessa nýju reglur og lög að þeir vilja meina sko að þarna sé bara það að ræða að það sé verið að meta hversu virkur einstaklingu getur verið og allir þeir sem að geta unnið að þeir megi vinna og þá sko máttu vinna þannig að bæturnar þínar skerðast ekki fyrir að þú ert komin yfir þær tekjur sem eðlilegar innan þeirra starfsgreinar sem þú ert að vinna í. Samanlögðu. Já, samanlögðu sem að í raun og veru mikið réttlætismál vegna þess að ef að þú ert 70 manneskja með fulla starfsorku og lærður lögfræðingur eða lærður kennari þá ekkert að mínu mati sem að ætti að banna þér að vinna og eins þetta náttúrulega mikið réttlætismál fyrir þá sem að koma aftur út á vinnumarkaðin eftir að hafa verið tímabundi frá vegna veikinda eða annað og það verið bent á það til dæmis að þessir vinnuveitendur sem að taka við fólki frá virk að þeir hafa lent í því að þeir eru með kannski fínustu starfsmenn sem eru virkir og áhugasamir og sína miklar framfarir að þeir þurfa að hætta vegna þess að þeir eru allt innu komnir í þakið og þá þora þeir ekki að halda áfram vegna þess að þá skerðast bætunar og viðkomandi náttúrulega kannski ennþá það viðkvæm heilsan að hann þorir ekki að treysta því að hann geti haldið áfram þessum framförum og það náttúrulega algjörlega ómögulegt að það verði áfram þannig því að við vitum það náttúrulega bara að allir vilja fá að vera virkir samfélagsþegnar og svo þetta bara félagslega svo mikilvægt bæði fyrir eldra fólk og fyrir bara alla því að vinnan nú stór þáttur í öllum okkar félagslegu tengslum og það ekkert allir sem eru tilbúinir að sleppa því þó þeir skríði yfir einhvern afmælisdag. Nei, það þannig að sko, ef við sem bara 50% öryrki að þá ætti hann að geta unnið 50% vinnu. Já, eða sem sagt geta hann sem náttúrulega bara metin og þú gætir verið í 30% vinnu en vegna þess segjum bara að þú sért lærður kennari
og þú ert í 30% vinnu sem kennari, þá átt þú að hafa þínar bætur, svo getur þú hugsanlega bætt við þig, þannig að þú ert komin í 50% vinnu sem kennari, þá verða kannski hugsanlega samanlagðar þínar tekjur og þínar bætur samsvarandi kennara í fullu starfi. Og þá átt þú að geta haldið þessu áfram svo lengi sem að þú telur við hafa. Já, en svo sem er 50% öryggi, en hann kýs bara að vinna 30%, missir hann þá 20%? Nei, það á ekki að vera. Þetta á alltaf eða þetta á náttúrulega bara alltaf að miðast við að þú hafir fullar bætur. Öryrkjarnir brugðust við svolítið út af hræðslu við þetta. Já. Það kæmi starfsgetumat og svo þiggur þau ekki vinnu, eða færði ekki vinnu upp í þann hluta sem að þá missið þau hluta af bótunum. Já, það á ekki að vera eftir því sem að mér skilst, þá er það bara miða við það að þú eigir alltaf að halda þínum bótum, þínum fullu bótum og geta unnið eins mikið eins og bara þér er fært. Já. Og eins náttúrulega þá snýst þetta það að þeir vilja fjölga úrræðum fyrir fólk einmitt til þess að geta gert því kleift að taka þátt meira í samfélaginu og þá bæði að fá vinnuveitendur með til þess að auka hlutastörf og úrræði og þar fram eftir göttunum og eins að það verði skapaðir fleiri vinnustaðir þar sem að fólk með skerta getur unnið og þá án þess að þetta séu geymslustaðir heldur þetta séu raunverulegir vinnustaðir. Já. Er þetta eitthvað sem við þurfum að pæla í hérna? Já, ég satt nú í nefnd á sínu tíma sem var skilað af sig 2016 minni mig, þar sem Pétur heitinn Blöndal var formaður lengst af og ég tók svo við þegar hann veiktist og ég verð nú reyndar að segja að það var eftirminnilegt því að Pétur var svona gríðalegu snillingur og hvað þetta varðaði þá var hann var með tölur alveg mann sundlaði þegar hann að því við vorum að horfa 40 ár fram í tíman og við meðalmennir sem sátum við sama borð að þegar hann byrjaði að segja þetta hefur þessi áhrif og svona að þá bara snýrist allt við hjá okkur en þar sem við vorum að tala þá og það til dæmis var til þess að öryrkjar voru ekki með í að klára þá nefnd niðurstöðu nefndarinnar það var þessi hræðsla við starfsgetumat sem ég var að tala Já. Og það er enda líka og ég sagði það mikið á þessum tíma og í nefndinni að ef við værum að segja við ætlum að taka starfsgetumat og gera fólki kleift að því að gömlu lögin voru náttúrulega ómöguleg annarkvort varstu 75% öryrki til þess að fá eitthvað og ef þú hefði verið mældur eitthvað neðar þá varstu bara úti, þá varstu bara á bótum sem voru algjörlega smánarlegar en núna horfðu menn á þetta að þetta veri eftir því hvað þú getur og svo framvegis og við skulum líka horfa á það sem örorka ástæður örorku í dag eru þó nokkuð aðrar heldur en það voru þegar þessi eldgömlu lög voru sett þá voru menn að tala einhvern sem misti fót borð í skipi eða eitthvað slíkt og þó að össur sé komið núna að þá varstu samt einfættur en núna ertu kannski með örorku sem er út af andlegum áföllum þú ert tunglindur þú ert í kulnun og svo framvegis og við gerum ekki lítið úr því nema síður sé en það er þó þannig að það er hugsanlega hægt með tíma að vinna að einhverju leyti bug á þessu þannig að fólk geti orðið veikt aftur og þannig var það líka á þeim tíma þegar við framlengdum og fórum í fótspor Svía það sem við kallaðar endurhæfingarlífeyrir hann var framlengdur upp í 5 ára tímabil að því að menn sögðu það tekur alltaf 5 ára og jafnvel lengur að virkja fólk aftur sem lendir í áföllum og þá var þetta framlengt úr einhverjum 30 mánuðum ef ég maður rétt upp í Þannig að þetta er til bóta fyrir Já, það telji alveg tíman og laust. Hitt er svona mál að þessar skerðingar, ef við tökum öryrkjana fyrst, að því að við í miðflokknum vorum með mjög ákvæðna skoðanir og lögðum svo mjög ákveðin mál varðandi aldraða hvað þetta varðar. Það er ekki alveg sami hluturinn, en þarna samt sem áður að þú ert samt að búa til þak.
þú ert að búa til eitthvað sem heitir frítekjumark sem í sjálfu sér sko bara, ég er nú svona gamall, ég með taldi bólun að kenni tölu en ég man það sko þegar maður var að bera út blöð sem stráklingur að þá var maður á skattframtali foreldrana og eftir ákveðin tíma þá gat maður ekki unni meira þó maður væri bara stráklingur skiljiði og mér finnst þetta einhvern veginn verið að setja fólk á einhvern stað sko þú mátt ekki gera eða vinna meira eða hafa meira, þetta er náttúrulega engin framkoma og það á ekkert að sko vegna þess að ef þú horfir á hina hliðina það er að segja bara frá og nú er ég bara að tala harða peninga, ekki tilfinningar sko bara frá sjónarhóli samfélagsins þetta fólk sem er að vinna það borgar ju skatt af því sem það er að vinna, ekki satt og hvers vegna þá að neyða það í lægri tekjur þegar það er hvort sem er að skila til samfélagsins hluta af því sem það er að vinna sinn veist þetta og ef við horfum á hinendan eins og ég var að segja sko aldraða að þetta er í sjálfu sér sami hluturinn að þarna hafa búið til frítekjumark sem er alveg ómúlegt og ég var eftir að félaga mínir við síðustu félaga gerð þá lögðu þeir til að þetta frítekjumark sem er núna nýhækkað í 150 skall að það er þið 500 í eldri borgurum? Já, það er 200.000 Já, 200, já, ok en þeir lögðu til að þetta er þið 500 á sínu tíma þegar ég var að þingja þá sagði ég býta, akkur erum við með frítekjumark við höfum og við lögðum líka fram sko frumvarp ár eftir ár það að opinberi starfsmenn mættu vinna til 73 ára ef þeir kysu það er ekki sko skylda en ef þú getur vilt og hefur áhuga þá máttu vinna til 73 nú er það hent út næstu mánaðamót og eftir að þú verður 70 og eitt af því sem raka á eftir mér að því að þú myndist á lögfræðinga ekki á háskólakennarar, prófessorar þeim er hent út 70 þeir missa skrifstofuna sína þeir eru jafnvel ráðnir tilbaka sem verktakar og hugsið ykkur 49% Já, eitthvað slíkt, já, og hugsið ykkur að þetta er fólk sem með hausinn stútfullan af þekkingu þetta er svo mikið sóun á mannauði og niðurlæging og svo erum við að búa til vandamál af því eins og þú bentir á áðan að sko við virkjum fólk mest með því jável að það hafi aðgang að vinnu eða vill og getur og að því annars erum við einangra fólk Já og það er bara í okkur öllum, við viljum vera hluti af samfélaginu og vinnan er bara stór hluti af þeim félagslegu tengslu sem fólk myndar yfir ævina og þú vilt líka hafa einhver tilgang með lífinu og margir finna þann tilgang í gegnum vinnuna og líka eins og þú segir þetta er bara sóun á reynslu og þekkingu en mér finnst líka svo áhugavert af því að þú ert að tala að örorkan sé svo mikið af andlegum toga í dag eða mun meira heldur en var þetta sé vegna kulnunar og þunglindis og annað og það er það sem við erum að sjá núna og höfum verið að átta okkur á undanförnum árum að til þess að fólk nái heilsu til dæmis bara eftir áföll og áfallastreitu þá þarf svo margt að koma til þú þarft svo margvíslega endurhæfingu endurhæfing var mjög gjarnan hér áður bundin við það að senda þig í ræktina og láta þig labba eða fara til sjúkraþjálfara og þjálfa þar upp einhvern lið sem var kannski skattaður en núna í dag þá vitum við að það er svo margt annað sem þarf að þjálfa upp og það er einmitt þetta sem gerist þegar fólk fer í gegnum kerfi eins og við en eitthvað svona andlegt var bara ekkert viðurkennt það var ekki pæli Nei og þú veist það datt engum það einu sinni í hug að tala að þó að gamalt fólk væri einmanna að það væri einhver vandamál þú veist og það er að verða eitt af stóru vandamálunum í heiminum í dag og til dæmis í Hollandi er komin ráðherra sem er ráðherra einmannaleikans og á að sjá til þess að útrýma einsendinni. Mér langar að vekja athygli á því sko að það er nú þannig að það eru mun fleiri konur sem eru öryrkjar heldur en kallar. Það var svona 60-40 sko eða hefur verið jafnvel 70-30 sko og eins er með gamla fólkið að það eru mun fleiri þó kallarnir hafa nú sem betur að sækja sér veðrið og lifa lengur.
en það sem að það er svo sko litlar greiningar á þessu allavega eftir því sem ég best veit sko með öryrkjana að það eru stoðkerfis sjúkdómar og það er þessi andlega hlið og ég er svo sannfætt það sko og það er það sem að þarf að rannsaka að ofbeldi kynbundið ofbeldi er stór faktor þarna á bakvið og það er svona minni rannsóknir þar sem að einmitt þetta hefur komið í ljós að konur sem að eiga við svona bæði andleg og líkamleg vandamál og það er ofbeldi í æsku og kynferðisofbeldi og ofbeldi af ýmsu tagi þannig að sko þetta er eins og ég segi það er svo margt sem þarf að beina sjónum til þess að svona koma fólki aftur inn í lífið og bæta líðan og stöðu. Nú eigið þið konuleikinn, þið ráðið öllu. Já, og það er einmitt akkurat það þarf greiningar það styður nú einmitt það sem þú ert að segja í rannsóknin áfallasaga kvenna einmitt, það er akkurat við erum að tala sko það eru 40% kvenna sem að verða fyrir einhvers konar ofbeldi á ævinni en svo líka örorku hvað verða snemma kona mín sjúkralið og hún mikið álag í starfi að koma sko eðlilegum starfslokum þetta konur búin að hlaupa gangan og sjúkrósum sko í áratugi sko þess vegna þarf sveigjan ég er alveg sammála þér í því það þarf að lengja þennan tíma og ég held að 73 ár sé bara sko ágætt til dæmis en það þarf líka sko það þarf að vera sveigjanleiki í báðar áttir sko því að það er náttúrulega fólk sem er alveg gjörsamlega búið sko, á heils og kröftum sko. Það er lítið eftir og ég er svo leiðinlegur ég hugsa svo mikið í pólitíkinni sko, Vilhjálmur Egilsson fyrir þingmaður, hann hefur komið hérna í tvígang og hann segir bara, ég vil bara fá gamla sjálfstæðisflokki minn aftur að sko þegar að þau ákveða bara 93 og íta bara sko Evrópusambandssinnunum bara út úr flokknum, bara fariði bara og það er Viðreisn sem er núna í lykil stöðu sko utanríkisráðuneytið, fjármálin, alla atvinnuvegina og dómsmálaráðuneytið. Já, ég segi þetta er bara, bara 4 ás á hendi og hérna þá segir hann, svona góður og gegn sjálfstæðismaður, ég vil bara fá flokki minn aftur og hluta til er það líka yfir í miðflokkin þeir sem að svona voru meira svona heimóttarlegir sem að hérna en þá er þetta tvistrast út úr sjálfstæðisflokkinu, þessi burðaflokkur svolítið gaman að heyra þetta frá Villa mínum með þess að hér þegar hann er að koma heim til Íslands eftir nám þá er hann á svona fleira frikk og sóf og fleirum og að predika einmitt sko, nýfrjálsíkjuna það að markaðurinn eigi að ráða og hagnaðurinn eigi að vera stýritæki og það er nákvæmlega þetta sem var gert en það fór út í öfgar og þegar ég er að alast upp og þá voru sjálfstæðismenn til náttúrulega út allt þá var, það var alltilega græða en það var ekki bara það sem var tilgangur efnahagslífsins tilgangur þess að gera eitthvað, það var það líka að ég þurfti að sjá til þess að árangurinn af því sem ég var að gera sem atvinnurekandi, það dreifðist til fleiri heldur en bara í mín eigin buddu. Þetta var ráðandi og þetta er gamli sjálfstæðisflokkurinn sem hann er að tala En nákvæmlega svo kenning á efnahagskerfing sem að hann vil innleiða eyðileggur þetta. Og þessi nýfrjálshyggja, þó það sé nú leiðilegt að vera alltaf að stönglast á henni því að það er svo ljótt orð og leiðilegt, þá hefur hún sko brotið niður mennskuna í þessu samfélagi. Það er eiginlega sama hvert þið horfið, hver er að gera eitthvað, það er hagnaður sem skiptir máli. Og það er hagnaður fyrir mig, ekki fyrir þig. Og afhenda sko auðlindir þjóðarinnar. Það er nú eitt alvarlegasta. Þannig að þetta er svona þetta er eitthvað sem að ég held að sjálfstæðisflokkurinn muni eiga mjög erfitt með að taka upp aftur. Því að það er búið að rótfesta þetta svo víða þessa markaðshyggju, þessa
löngu markaðshyggju að það verður mjög erfitt fyrir hann að rífa hann upp aftur. Þetta verður þess að minningin Bjarna Benediktsson yngri verður með annars stað að flokkurinn var komin þetta svona af gömlu leiðinni. Ég sundu sagt ég mynda mig svona eins og Eyþór í Lind og Akureyri, hann svona kapitalisti að gamla skólanum, átti súkkulaðiverksmiðjuna eða sælgætisverksmiðjuna og hann mætti alltaf í vinnuna eins og allir aðrir en hann átti kannski aðeins fínni bíl og bjóði kannski aðeins stærra húsi, það var ekkert annað sem hann frá hinum. Hann átti Buick en hinn Skoda. Ég var nú svo heppinn í lífinu að ég bjó á Eskifirði í 11 ár. Þá sat ég í stjórn fyrirtækis, Raffinnshús Eskifjarðar, sem forveri Eskju. Allaríka. Já, og þar kynntist ég Alla Jóns og það bara, ég mikið ríkari eftir að hafa kynnst honum því að hann var að þessum gamla skóla. Já, menn sagði alltaf á Eskifirði, ef allir græði krónu, þá fjárfestir hann verið 2. Og hann var alltaf að byggja upp heima. Hann átti ekki eignir í útlöndum eða eitthvað slíkt. Eða bankareikninga. Nei, hann var að byggja upp þarna. Og þetta er ennþá, eins og ég segi, sama stefnan hjá núverandi eigendum sem eru dóttir hans og tengdasonur. Þau eru ennþá þarna, nýbúin að reisa alveg stórkostlegt matvælafyrirtæki sem makríl fristi hús og sem sagt endur nýja skipakosti eins og þau svona geta. Þannig að þetta er svona, þetta er nákvæmlega sama á Fáskrúðsfirði og þar er reynda náttúrulega það er bæjarbúar eiga. Já, og það er kaupfélag, en það er reynda eitt sem er mjög skemmtilegt vegna þess að Gísli Jónatansson sem var mjög farsæll stjórnandi þar, að það var alltaf verið að reka hotnin í samvinnumenn í gamla daga og ég er nú gamall kaupfélagsstjóri, að það var alltaf verið að reka hotnin í samvinnumenn í gamla daga og segja samvinnuhreyfingin er með skatt ívilnanir sem er alls ekki rétt og þegar að Gísli spurði að kom einhver blaðamaður frá Mokkarum og spurði hann af hverju eru þið með hluta rekstrarins í hlutafélagi og þá sagði Gísli að mikill hóvar það er meðal annars á skattalegum ástæðum þar með hætti viðtalið. Og þá voru menn og þetta sjáum við það, við sjáum þetta Sauðárkróki að þanda voru samvinnufélög. Við erum búin að tala svona einn jafnvel sem er svona stóðinn í sínu samfélagi en hittina, allt í lagi. En ég meina kaupfélagi, það er stórt. Mikil ósköp og fyrirferða mikið og en enga síður að þá er það ekki eins og ég segi kannski rekið alveg til þess að einhver sem trjónir upp í sé búin að safna sér einhverju utan staðar þannig að þetta er Kaupfélögin dreifðu þessu, það var enginn sem hirti peningana sem hagnaðist einstaklingur þeir dreifðu þessu meðal þjóðarinnar. Það var kannski hefði verið hægt með samskonar atvinnutæki að græða kannski svolítið meira, getur vel verið að heldur samvinnuhreyfingin gat gert en þeir dreifðu afganginum og það sem þeir gerðu og það gerðu líka þessi gömlu sjálfstæðismenn sem voru með atvinnurekstur á ákveðnu tímabili áður en að nýfrjálshyggjan og markaðshyggjan tók öllu völdin þar þeir gerðu það líka sinn hátt. Fyrirtækið er sérstaklega í minni bæjarfélögum er náttúrulega hluti af samfélagi og það bara þetta að halda fólki að flytja ekki í burtu og að unga fólki komi tilbaka, það er allt þetta sem skiptir svo miklu máli en þegar auðurinn bara fer í burtu til Cayman-eyja eða hvað það nú heita þá þetta breytist það, svo þetta breytist náttúrulega svo margt með kvótakerfin og framsalin og þannig að þetta eru bara mikla breytingar og örlög samvinnuhreyfingarinnar. Í sumar þá hitt ég Óla Rögnvaldsson Hraðfrystihúsi Hellissands sem ég þekki vel, mjög skemmtilega maður og þá var hann að segja við erum búið með kvótan okkar við höfum ekkert meira að gera fyrir en 1. september og þá segir hann ég ætla ekki að segja upp einni einustu mannesku
sko, fiskveislufólkinu sem að má segja upp og það verður strax atvinnuleysisbætur. Ekki einustu mannski, ég hef aldrei gert það, ég ætla ekki að byrja á því. En svona menn eru til líka, sko, sem að... Já, en það var eitt sem gerði, sko, mikið með Íslands samfélag. Það er oft vitnað í það sem Putin sagði, að hrun Sovétríkjanna hefði verið mesta sögulega áfall aldarinnar. Ég held líka að sko hrun samverðshreyfingarinnar hafi sko haft miklu meiri áhrif til sko meiri sérhyggju í samfélaginu heldur menn vilja vera að tala og það breytti samfélagi alveg rosalega þegar allt stórstu kaupfélögin voru hausinn og þetta var ekki til og allir hlóa þessu. En mér finnst líka sko það sem að, þar ég alveg sammála og það líka það sem að var og það sem að var hugsjónin hjá mönnunum sem voru að stofna kaupfélögin, það var að byggja á styrkleikum byggðarlagsins og það var verið að vinna með það sem var í byggðarlaginu og þá möguleika sem það hafði. Núna snýst þetta allt að flytja eitthvað inn í byggðarlagið. Einhver álver eða einhverjar verksmiðjur eða opinberar stofnanir eða eitthvað slíkt, krafan er alltaf svo að það verið komið með eitthvað, laxeldið, álverið eða eitthvað slíkt í staðin fyrir að reyna að byggja á því sem fyrir og það er nú eitt af því sem þau eru að berjast við þarna á Seyðisfirði og þeir eru að berjast gegn þessu laxeldi sem er fyrirhugað. Þannig eru búin að byggja upp blómlega ferðaþjónustu. Frábær bær að koma til. Já, frábær bær og þarna vantar engan vinnu, það er frekar að þau vanti fólk, en samt á að hóla niður svona í kokið á fólki, sko. Hvað sem það kostar. Nákvæmlega. Alveg ólandi. Öll fiskaldi sagan á Austfjörðum er þannig. Þeir vil allir vera á móti þessu, en nei takk. Og svo stöndum við uppi með það að við höfum dæmið fyrir framan okkur, þar sem að norskir firðir eru dauðir af öllu lífi, algjörlega, og norskur lax er hættur að ganga í ár, og norsk rækja til dæmis, og Innfjarðarrækja, hún er horfin og það er náttúrulega einfallega vegna þess að bara fóðrið sem að þessum lögsum er gefið, það verða alltaf afgangur af því, það sígur niður á botnin og það eyðileggur botnin og eyðir því lífi sem að þar er og samt viljum við fá þetta hingað. Og úrgangurinn úr fiskunni líka. Það komið líka fólk, það gengur maður undir mannshönd til þess að reyna að segja okkur, gerði þetta ekki. Það komi Skotar, það er Skotland, það er Kanada, það er Noregur. Já, Noregur, sem er náttúrulega, fyrir utan eigendur þessa fyrirtækja sem að er en ég veit að landeldið það kostar pening, það er fullt af vatni, það er orka og svo framvegis, en það er bara svolítið annar hluti, sko. Það er nefnilega miklu umhverfisvænna og bara heppilegri ræktun á allan hátt. Það er nú mikil uppbygging í því núna, alveg milljarða uppbygginga. En má ég aðeins taka þetta áfram þess að vorum að segja sko, að flytja inn í sveitafjörlögin eitthvað sem ekki var þar áður. Bara voru þetta ekki að segja frá þessu en núna áramótin voru 50 ár síðan ég gerði skaupfélagsstjóri. Það er enda mjög ungur að árum, vestur í Dölum. Og einmitt þannig sem ég var að koma frá í dag og þá var þetta þannig að það voru rekin 3 sláturhús á mjög svona samþjöppuðu svæði. Það var stórt og nýtt sláturhús í Búðardal. Ég skoða það. Og ég segi við, í Saurbænum rákum sláturhús og svo var það þriðja í Krókseyranesi. Náttúrulega ekki skynsamlegt en nú er þetta þannig ég hitti mann fyrir nokkrum mánuð síðan og svona dæmi gert fyrir Ísland, hann bjó í Vatnadal fyrir utan suður við Súgandafjörð og þar er dalur þar sem eru 2 bæir það er kirkjustaður og hann heitir náttúrulega staður og það er bóndabær sem heitir náttúrulega bær og ég hitti sér að bóndan í bæ í Súgandafjörði og hann sagði mér það segir náttúrulega svo sem vissi að hann er að senda sitt fé í sláturhús 600 km leið frá Súganda og annarkvort í Hvammstanga eða Sauðárkrók eða Blönduós
og nú er held ég Hvammstangahúsið þetta út og það er ekkert sláturhús á vesturhelmingi landsins, ekki neitt. Og það er alveg sama ef þú ert með sauðfé til dæmis eða nautgripi sem þurfa að fara til slátrunar, að þá ertu sem sagt frá Borgarfirði, jú það er eitthvað lítið sláturhús í Borgarnesi, eitthvað svona handverkshús en að öðru leyti ekki sem sagt frá Selfossi í austri og núna væntanlega í Blönduós vegna þess að þá held ég að leggja niður Hvammstanga og hvernig verður með skepnunar? Það er nefnilega það sem ég ætlaði að segja næst að sko ég rak 2 sláturhús úr dagana ég rak 1 sláturhús að það fyrir vestan og svo rak ég lítið sláturhús á Eskifirði og hérna sem slátruðu bara úr heimabyggð heimamenn unnu að þessu afurðirnar voru alveg stórkostlegar og hérna en sjáu þið sko ef þú ert að flytja dýr 600 kilometra það kemur dauðstressað og þar í rétt yfir nótt tróðið með öðru og svo er það að drepa í morgunin eftir. Þetta er eins og skjóta marathón hlaupara í markinu sko. Allt öðruvísi kjöt sem kemur allt öðruvísi og það er skýringin á mörgu í sambandi við það sem komið hefur í ljós með þetta nýja lambakjöt að það er bara allt annað kjöt heldur en við áttum og við borðum það á sínu tíma vegna þess að það er komin svo miklu sýri í það sem að gerir þetta ekki lengur að þeim gómsæta mat til einsi og þetta sá maður til dæmis bara þegar nautgripasláturinn fór fram á sínum tíma í þessum sláturhúsum að ef að nautgripinni voru komnir langan veg að þá var blámi á kjötinu þegar það hékk þannig að þetta sást og núna erum við náttúrulega með þetta hráefni sem er náttúrulega svona ótrúlega gott eins og það er sko þó menn sér hann að tala förum alveg hróðalega með það og það er náttúrulega ég ætla að endurtaka það sem ég sagði einhvern tímann fyrir svona 40 ára síðan það maður ekki svo kontum með ég held að sé 40 ára að þá var ég á fundi með vinnum mínum og sem höfðu það fyrir atvinnu að selja kindakjöt til Þýskalands og það var búið að geyma það í grísu í 1,5 ár og við vorum að selja það svo fólk af austur-evróskum og tyrkneskum ættum geti búið sér til ódýra kjötsúpu þetta er besta kjöt sem er til væntanlega í heiminum og ég meina það segja það allir sem koma hérna og þetta með kjötið að núna er kapplöp það að gera þetta sem ódýrastan hátt það er að hafa kannski bara 3 sláturhús á landinu akkurat það verður og heppilegur þetta er nákvæmlega sami tilhengi við vorum að tala áðan í þessari nýhrálshyggju að það sé bara hagnaðurinn sem ræður ekki gæðin í því sem verður að gera þeir loku augunum fyrir því bara þú vil ekki ræða það nú ætla ég aðeins að vera öndurðu með við þig vegna þess að þessi sérhæfing hún hefur lukkast mjög vel í mjólkinni og Ögmundur Jónasson sem ég hef miklar mætur á hann sagði einhvern tímann þetta væri mjög ég ætla að vona að ég fari réttum tölurnar þetta væri mjög einfalt að þegar að mjólkur batteriðinu hafði verið þjapað saman þannig að það er ennþá verið að framleiða osta í Búðardal það er að segja þessa fínni og það er verið að sko bakka mjólk í einhver staðar og búa til osta á Sauðárkróki og eitthvað svona hann sagði af þessu verða á þeim tíma sem hann sagði þetta ég held ég muni þetta rétt það koma til 3 milljarðar í hagnað af þessu heilt yfir 2 fara til bænda, 1 til neytenda. Þetta fullyrti hann alveg bara og ég held að þetta sé sirka rétt hjá honum. Þetta hefur kannski breyst aðeins en þannig að það er alveg hægt að leiða líkur að því að þetta sé geti verið sko hagnaður að þessu en varðandi kjötið Hagfræðingur er hristu höfuðið. Já, ég veit það. Ég sagði ekki að það væri ekki hægt, það er mjög, mjög erfitt. Já, en að samanskapi að þá segir maður, er hægt að sko yfirfæra þetta á kjötið. Ég er svolítið stressaður út af því og ég er satt að segja virkilega stressaður út af því að það skulle ekki vera, eins og ég segi, sláturhús frá Selfossi og norðurum vegna þess og þá að því að sko við erum að tala um dýravelferð sínt og heila
Þarna er bæði dýravelferð og við erum að búið til vera hráefni. Og svo finnst mér líka mjög góður punktur eins og hjá Þresti að hagnaðurinn er ekki bara krónur og aurar. Við verðum líka að líta á hagnað í þeim félagslega ágóða sem við fáum í hverju byggð fyrir sig þegar fólk fær að vinna að sínum afurðum og fær að taka þátt í að búa til vöruna sem það er að framleiða. En nú reyndar flytjum við nánast alla sem koma að slátrun á Íslandi. Í sauðfjárslátrun til dæmis. Já. Og er það ekki... Við erum komin vel fram yfir á tíma, ég má ekki gera öðrum þetta. Ég þakka ykkur mikið fyrir, Þröstur, Steingerður, Kristín og Þorsteinn. Ég kannski fæ að hóa ykkur aftur, þetta búið að vera mjög gaman. En Rauðaborðið heldur áfram eftir augnablik. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Velkomin að Rauðaborðinu aftur. Ég heiti Oddný Eir og til mín eru komnir góðir gestir. Það er Davíð Arnar Stefánsson og Björg Helga Geirsdóttir. Davíð er nú sjálfbærni sérfræðingur og Björg leikskólakennari í Garðabæ, leikskólastjóri, en ég kallaði á ykkur hingað í dag sem íbúa í Hafnarfirði og langaði til að heyra ykkar sjónarhorn á þetta sem sumir tala sem Carbfix klúðrið, aðrir tala þetta sem bara Carbfix eitthvað ævintýrið. Þannig svona þið eruð í hópi, er það ekki margra íbúa í Hafnarfirði sem hafa eiginlega mótmælt þessum áformum. Getið sagt mér svona helst af hverju? Hvernig snýr þetta við ykkur fyrst kannski sem, ef þú talar sem íbúi? Já, kannski að því þú segir klúðrið, þá er kannski klúðrið í sjálfu sér fyrst og fremst falið í því að samráð og kynning á verkefninu hefur algjörlega mistekist. Allavega þannig að fyrirtækinu og bæjarvöldum hefur ekki tekist að sannfæra íbúa mikilvægi og ágæti verkefnisins og að það sé ekkert óttast við það. Þannig að í því er kannski klúðrið falið. Mótmæli, já, það hafa orðið býsna kröftum mótmæli í Hafnarfirði sem væntanlega ekki farið fram í þeim sem fylgjast með fjölmiðlum. Og það er mjög mikilvægt í því samhengi að átta sig á því að fólk mótmælir af mörgum ástæðum. Það er ekki einhvert eitt sem er verið að mótmæla. Eitt er þó kannski það sem að síst er mótmælt, það er Carbfix tækninni sjálfri. Það er ekki í Hafnarfirði verið á nokkurn hátt að efast hana og það vísindafólk sem hefur að henni staðið. Heldur hvernig verkefni hefur verið kynnt, eins og ég sagði, og svo þau áhrif sem það kemur til með að hafa. Og ef við kannski horfum á það til dæmis bara út frá stoðum sjálfbærni, að þá snertir það allar þrjár stoðurnar, það snertir umhverfið og það snertir efnahag sveitafélagsins og það snertir samfélagið. Og ef verkefni er ekki ósjálfbært á öllum sviðum, þá er það allavega ósjálfbært á því sviði að það hefur ekki tekist að ná einhvers konar samfélagssáttmála í Hafnarfirði verkefnið. En líka tæknilega er það ekki, þú segir að það sé kannski ekki endilega ágreiningur eða svo mikill ágreiningur allavega sjálfa tækniliðina en það er samt eins og framkvæmdin, tæknileg framkvæmd þó sem er umdeild meðal svona þeirra sem vita á, hefur maður heyrt þar að segja að þetta sé of mikið á einum stað og staðsetningin og þetta sé svona einhvern veginn þannig að það sé kannski valla hægt að taka sjálfa tæknina svona út fyrir sviga eða einblínu hana sér eða hvað? Ég held í upphafi þegar það var verið að byrja að tala þetta og var kannski verið að kynna fyrir bæjarbúum og kjörnum fulltrúum í Hafnarfirði, þá var svolítið verið að vinna eins með þessa aðferð í Hellisheiðarvirkjun. Það sem hefur verið að taka þá mengun og setja hana niður á staðnum. Og einhvern veginn fannst manni
það á fyrsta fundinu sem við sátum bara vor 2023 þá að vera að tala um þetta og þú veist að taka mengunina frá álverinu í Straumsvík. Já, þetta ekki bara, það var alltaf mál manna að þetta væri stórkostleg tækni og bara fekk einhver verðlaun nýsköpunar og svo var og styrk frá Evrópusambandinu og svo að tala um að flytja inn líka ykkur mengun á skipum sem rafmagnsskipum, þú veist, það var farið í svona blekkingu og svo byrjar alltaf að koma betur og betur í ljós hver raunverulegu tilgangurinn var og eitthvað risastórt og mikið, en eins og með íbúa við vorum að koma með athugasemdir, það var búin til Facebook mótmæla síða og þar erum við að koma með athugasemdir, senda á Carbfix athugasemdir og þá viðbrögð hjá þeim svona, já nei þið skiljið þetta ekki, lesið þetta bara aftur og lesið þetta betur og þú veist, hann að hafa líka verið að gera ótrúlega lítið úr okkar áhyggjum bæði af þessari niðurdælingu, þessum innflutningi og þessari risastóru stórskipahöfn sem að var í kortunum að byggja og Þannig að það var líka einhvern veginn allt í einu átt að koma risastór höfn en mikill gróði fyrir Hafnfirðinga að fá höfnina en samt var Carbfix að fara að nota alla höfnina. Þetta voru geymslutankar og risastór skip og þetta er bara í garðinum hjá mér. Þegar þú last þetta aftur yfir og alveg smálitið en samfærist samt ekki að þetta væri góð hugmynd. Alls ekki og eftir því sem ég les þetta meira og kynni mér þetta betur og ég veit að það og við marga, þá finnst mér þetta bara arfa vitlaust og mér finnst bara ótrúlegt að okkur skuli vera búið upp á þetta, upp í enn dans. Og þetta bara svona eins og þegar maður heyrir eitt stórfyrirtæki sem að koma inn í lítil samfélög og bjóða gull og græna skóa en raunin er svo oft önnur en mann finnst eitthvað svo skrítið að það sé Hafnarfjörður sem er þetta litla samfélag. Já, ég held að það sé engin tilviljun að það sé Hafnarfjörður. Þarna er svona ákveðin brennipunktur. Það í fyrsta lagi er þetta nálægt höfuðborgarsvæðinu sem að að sumuleyti hentugt, þarna stjórnsýslan og þarna býr flesta fólkið og með tilskilina menntun og hæfileika til þess að vinna í þessum geira en svo það líka bara landfræðilegi hlutir eins og þarna réttu berglögin sem að taka mjög vel við þessu. Þarna höfn fyrir og iðnaðar höfn og svo sem lengi staði til að stækka hana og þarna í Hafnarfirði feikilega mikið vatn bæði ofan og sérstaklega neðan jarðar sem hægt að sækja til þess að nýta í þetta og síðast en ekki síst afskaplega hliðhóll bæjarstjórn. Þannig að þetta umverulega hinn fullkomni brennipunktur fyrir akkurat þessa starfsemi. Þannig að bæjarstjórnin raunverulega ekki með þá þessum íbúum sem að mótmæla í liði heldur með þessu fyrirtæki. Það virðist vera svoleiðis, já. Þangað til kannski núna ég held að fulltrúar sé að sjá bara að þetta ekki góð hugmynd, þetta á eftir að kljúfa bæinn, það alltaf fleiri og fleiri sem eru á móti þessu og fólk sem búið að kynna sér þetta vel og þetta ekki bara einhverju svona umhverfisheipar sem að vilja aldrei hrófla við neinu, þetta bara bara íbúar og eins og við vorum að rifja frammi áðan við erum á fundi 2023, þekkjumst ekki neitt erum bæði að hugsa og fleiri auðvitað hversu skrítið og það voru verið að klappa upp og fyrirtæki sat í sófa á sviðinu og svaraði einhverjum spurningum og spurningarna komu frá einhverju svona já-fólki sem að vildi þetta og
og svo svo ríkt í manni að rísa ekki upp og skipta sér af, heldur bara já, það gerir það einhver annar, það hljóta aðrir en ég að sjá eða við, hversu galið þetta og svo sat ég bara í marga mánuði með eitthvað í maganum að því ég var alltaf að leiðin að hafa samband við ykkur, tala við ykkur og svo gerði það einhver annar og þá stökk maður til. En núna þetta bara á Íslandi í dag, þar bara venjulegt fólk í öðrum störfum, drekklaði með hunda og barnabörn og börn að skipta sér af og það að gerast út allt og ég bara stolt af öllum sem að fara á stað og segja bara hinga og ekki lengra. Það ekki hægt að bjóða upp á svona bull og vitleysu. Þetta náttúrulega magnað upplifun. Ert þú í fyrsta skipti svona að fara allt í einu í lið með umhverfishippum eins og þú segir? Akkurat, algjörlega. Ég bara búin að vera í búðinni, vinnunni og heima hjá mér. Þetta ekki skrítin tilfinning svona að fara einhvern veginn þannig inn í skoða málin út frá svona þessari að vera í andstöðu við bæjarstjórnina? Jú og samt ekki, þú veist, en einhvern veginn þarf maður bara að fara á stað og nenna og halda áfram og ekki bara hugsa hinir sjáum þetta, hinir og svo fá kannski frá Carpix eitthvað, lest þetta aftur, lest þetta betur, nei þú ert að miskilja, þá fer maður bara inn í sófa og eitthvað svona, ég bara svo vitlaus að ég skil ekki hvað þetta æðislegt, ég skil ekki að við séum hvað gott fyrir okkur að bjarga loftslagi heimsins og þannig að þetta bara að fara að gerast út allt land, Þorlákshöfn, Seyðisfirði, hvar sem að Íslendingar eru bara að rísa upp og segja, heyrðu, nei, við ætlum ekki að selja landið, við ætlum ekki að gefa það og við ætlum að búa hérna og við getum ekki verið að afhenda stór skemmt óafturkræfan skaða til barnan okkar og barnabarna. Þannig að, já, þetta er starra mál heldur en ykkur hégómi og ykkur nenna. Það einmitt mjög góða punktur, stærð er lykilatriði í þessu. Þetta verkefni frá því að var kynnt fyrst og frá því að það fór svona spyrjast út, þá hefur það stökkbreyst. Og það sem var ræða í upphafi og sennilega það sem að bæjaryfirvöldum var kynnt í upphafi og þeim til varnar, orðið einhver allt öðru heldur en þá. Upphaflega var eins og hún kom inn á áðan, verið að hugsa örfáar hólur sunnan við veginn gengt Reykjanesbrautina, gengt álverinu og svona þessi hugmyndum að fanga CO2 frá íslenskum iðnaði og mögulega álverinu og koma fyrir þarna í jörðu og ég held að þú finnir fáa sem ekki eru sammála því að við reynum nú að bera ábyrgð á því sem við losum hérna sem þjóð og koma því fyrir og farga. Það væri í sjálfu sér bara góð ef þetta væri öðruvísi framkvæmt. Já, það bara ekki það sem í kynningu. Það allt annað í kynningu, allt annað og miklu yfirgripsmeira. Nú þetta orðnar 10 bortegar með 8 hólum hver upp eftir öllu landinu og langleiðina að Sveifluhálsi. Sneiðir skammt hjá íbúabyggðinni. Þetta feikilega auðlinda frekt. Það kallar á gríðarlega mikið vatnsmagn, þetta kallar á land, þetta kallar á orku, fyrirtækið skilgreint sem stórnotandi og þetta kallar á heitt vatn. Það kallar á hafnarmannvirki af stærri gerðinni, þar sem þetta eina fyrirtæki verður 90% notandi. Og við þetta raunverulega fólk að vakna og gerir eðlilega athugasemdir. Og aftur bæjarvöldum í Hafnarfirði til bóta að þá hafa þeir þó fallist á að þetta verði lagt í íbúakosningu, en það það eina rétta. Já, þannig að þetta einmitt, það svolítið vont þegar að maður kannski fylgist svona stópult með einhverju svona umræðu og missir raunverulega af kannski einhverju stökkbreytingu eða nokkrum stökkbreytingum í svona ferli og þá svo þegar fólk verður að tala það kannski heitapottinum þá eru sumir að tala fyrstu tillöguna og eða sem sagt upphaflegu tæknina en hinn að tala ráðagerðina sem núna sko. Já, og svo kannski eitthvað sem að við bara umræða sem við
sem þjóð höfum ekki tekið, sem sko hver eru tækifæri og hvert eru hlutverk okkar í alþjóða samhenginu þegar kemur að loftslagsmálunum. Hvað getum við gert? Já, við þurfum að leggja plógin eins og aðra þjóðir. Það ég held að sé engin að draga það í efa. En þetta málið? Er það að taka við svo mörgum milljónum á ári af CO2, nýta til þess auðlindir og land hér til að dæla því niður, til þess raunverulega eins að gera fyrirtækjunum sem að senda okkur þetta að halda áfram sínu striki frekar en að draga saman. Við reyna að leita allra leiða til að minnka sína losun og sóun, og þá erum við raunverulega bara komin að þessari stóru spurningu það sko, er réttlætanlegt að fórna náttúru og auðlundum, í þessu tilfelli Hafnarfirði og á Íslandi til þess að bjarga jörðinni. Og það einhver rópandi þversögn í því, allavega í mínum huga, og ég persónulega, mér finnst að við hefum átt að vera búin að taka þessa umræðu svolítið skýrara bara við Íslendingar. Er þetta það sem að við augljóslega getum gert þetta, en er þetta það sem við viljum gera, og er þetta réttu skrefin fyrir okkur að getum við mögulega gert eitthvað annað og áhrifameira og farið leið betur með landið og auðlindirnar. Landið og auðlindirnar, já. En eins og þú segir þessir 3 þættir sjálfbærninar, og sjálfbærni hugtæki náttúrulega svo oft tekið úr samhengi og nota bara sem svona eitthvað eitt sko, sem svona sjálfbær þróun, það er búið að smætta það svolítið, en þegar það hugmyndin, farið ofan upphaflegu hugmynd að þetta þarf að fara saman sko, samfélagsleg sjálfbærni, þar að segja þetta þarf einhvern veginn að virka og virka þá annað til góðs, og svona stór framkvæmd þess að þú ert að lýsa, og við notkunum og höfninu, það virkar frekar eins og þetta sé svona riðji öðru frá, og muni sko bara nota raforkuna til dæmis, vatnið, og þá önnur kannski náttúru umhverfisvænni fyrirtæki, eða sem eru ekkert endilega umhverfisvænni, en allavega þá geta þau ekki líka verið. Þannig að er þetta ekki líka það, Íslendingar verðum að gera okkur að við verðum svolítið að velja. Það er ekki bæði hægt að selja orkuna til þessara risafyrirtækja sem eru náttúrulega oft á tíðum hlutafélög sem að kannski bera þá ekki ábyrgð í rauninni á nærsamfélaginu eða samfélaginu og náttúrunni, og mjög erfitt að sækja þann rétt eins og sagan sýnir ef eitthvað fer aflega sko. En einhvern veginn það þannig að við kjósum fólk til þess að stjórna bænum og standa vörðum okkar bara nærumhverfi og íbúðahúsnæði, eins og íbúðahúsnæði mitt bara þarna við golfvöllin, og ég að fara að fá þessa risastóru höfn í borðstofuna og bara þú veist, ég get ekki ímyndað mér annað að fasteignaverð sé að fara að lækka þarna á svæðinu, og það ekkit sanngjarnt að þetta sé sem sagt fulltrúa sé að sinna sumum en ekki öllum og svo kemur með athugasemdir, byrju það verið rask og hávaði á framkvæmda tímanum sem eru kannski 7 ár, og það þarf að setja landfyllingar og sprengja og búkollur, risa bílar að keyra, og þá fær maður bara svo að það verður engin hávaða mengun af þessu. Og þú veist, þetta einhvern veginn svona, þetta bara ekki til lagi, og við getum ekki, þú veist, og svo vantreystu við þetta þessu kolefnis björgunar fólki. Þú veist, ég meina að sagan búin að segja okkur að þetta er oft bara hags, og það verið að gera eitthvað og fá pening fyrir. Þannig að ég vantreysti þessari Carbfix hugmynd frá upphafi til enda, og á sama tíma finnst manni helliseiðavirkjun bara svolítið flott. Þetta er svona íslenskt hugvit og við erum svona stolt að við erum að fara og sýna ferðamönnum, en þetta er komið svo langt frá því. Þetta er bara eitthvað sem að ég hef enga trú á að sé gert til þess að vera gott fyrir umhverfið, og eins og þau reikni ekki einu sinni
frá upphásmengunarstað í Englandi eða eitthvað staðar að höfninni til þess að flytja þetta til Íslands. Það ekki til skip, það ekki, þú veist, þetta allt svona. Þannig að, já, mér líst bara illa á þetta og ég vil bara að bæjarstjórn Hafnarfjarðar sé að hugsa alla íbúa og ég vil líka ágjöra því ef að við förum í kosningu, að þá verði einhverjar ákveðin hluti að bæjarbúum sem að þekki þetta og vita út af hvað þetta gengur. Einhverjir geta hugsa bara, vá, það miklu peningar, það ný höfn. Jú, segjum bara já. Þannig að við þurfum að halda áfram að tala þetta, halda áfram að láta Hafnfirðinga alla vita út af hvað þetta gengur og bara Íslendinga. Og bara, taka ákvörðun, við erum ekki að flytja inn mengun frá Evrópu, stórið í Evrópu og setja hana niður í garðinn minn. Borhóla kílómeters frá húsinu mínu, pluss höfnin, þetta ekki lægi. Þetta hljóma líka svolítið alltaf eins og að því það nú vitað að við þurfum að losa heimur, við þurfum að svona minnka losun og Íslendingar náttúrulega þurfa virkilega að minnka losun. Ég held að við losum bara einna mest í heimi, mengum sem sagt. Svoleiðis að það eitthvað svona þetta quick fix, svona eins og þetta carb fix svona eins og quick fix, þú veist að ætla bara að halda áfram að menga og neita svona mikils og virkja bara meira og dæla meira ofan í jörðina svona, og þetta finnst mann að vera algjör tímaskekkja, satt best segja, þú veist, þessi hugsunargangur, þannig að þú veist að bæjaryfirvöld skuli ekki einhvern veginn beita sig fyrir því að sjá þetta í stærra samhengi og til framtíðar og leyfa íbúum að njóta vafans. Það náttúrulega svolítið sárt af því það einmitt að gerast um allt land. Þannig bara hvar eigum að byrja hérna í þessu að taka stóru myndina? Við höfum trú á nýja bæjarstjórunni. Já, jú, algjörlega. Ég vil ekki segja hagnaðar von Hafnarfjarðarbæjar. Hún byggir fremst á því að fá þessa höfn. Það gulrótin, svo ég vitni bara í okkar fólk í bænum, að fá þessa nýju höfn með þessum framkvæmdum og þessu verkefni öll saman. Og þá má kannski bara benda á það að eins og ég sagði áðan að alltaf 90% starfsemin á þessar höfn verður bundin við þetta eina fyrirtæki og innkomu og það í sjálfu sér bara áhættu fjárfesting, ekki neitt annað ef allt byggir raunverulega á einu fyrirtæki og í mínum huga er það ekki ásættanlegt að leggja það á sveitafélagið að taka það að sér. Jafnvel þó allt gengi upp þá hagnaðurinn eftirsmáður bara þessu höfn. Þar segja að öll gjöld, meira eða minna öll gjöld sem að sveitafélagið hefur af þessum rekstri, það rennir í afborganir af þessari höfn. Þetta ekki fara að renna í uppbyggingu á skólum eða að laga götur og vegi og bæta bæina neinu öðru leyti. Ég hef bara ekki heyrt neitt kalla eftir þessu í bænum, sko. Ef ég segja bara alveg eins og Og Hafnarfjörður einmitt, sko, það náttúrulega hægt að auðvelt að höfða til einmitt svona deyjandi samfélaga út á landi eða út heim, sko. Eins og Trump reyna að höfða til Grænlendinga eða einhverja svona, við skulum koma að bjarga ykkur. Ég hef allavega ekki upplifað sko Hafnarfjörð svona að þyrfti einhvern veginn að stökkva bara á annarkvort þetta eða ekkert. Það ekki svolítið einhver miskilningur eða eitthvað? Kannski kynntu sér þetta ekki nógu vel í upphaf? Nei, eins og ég verið að segja hann, sko, ég held að þetta hafi stökkbreyst og ég held að bærin hafi bara hreinlega mistið þetta mála aðeins úr höndunum á sér og vaknið svo bara upp í þetta núna og ég persónulega, sko, ég sagði áðan jákvæð og hlynnt bæjarvöld í Hafnarfirði en ég held að mörgu leyti og mörgum hafi snúist hugur þegar það fór að sjá umfangi en ekki síst bara þegar að íbúar fór að gera sinn vilja ljósan að það getur ekki verið annað en að það þurfa að hlusta á þessar raddir. Við skulum ekki gleyma því að þetta er nánast þriðjungur bæjarbúa sem býr þarna megin við lækinn og þetta er gott samfélag þarna hinum megin og bara eðlilegt að
að hlusta á það. Og það náttúrulega mikill máttur eins og þú ert að upplifa í samstöðunni. Þar sem að það ekki bara þú sem ert að kvart yfir að hugsanlega verða einhver læti hjá þér eða sjónmengun eða annað, heldur sko, það svona samtakamáttur í að kynna sér málinn til hlítar og það ekki? Ég held líka ef ég má, ég held að losna ákveðin orka úr læðingi þarna sunnan megin við lækin. Þetta bæjarhluti sem hefur vaxið alveg óhemju hratt á stuttum tíma og það þarna stór hluti af íbúum, ef ekki bara íbúar almennt sem að upplifa sig örlítið afskipta. Það vantar töluvert upp á þjónustu á þessu svæði. Það hefur verið byggt mjög stíft iðnar hverfi, má segja ofan í íbúabyggðina og Já, þarna kemur veikipunktur. Því maður hefði ekki upplifað, ég var vísað til þess að hana, ég hef ekki haldið að íbúar Hafnarfjarðar upplifðu sig sko svo að þeir þyrftu á einhverju slíkri björgun að halda sko. En þarna kemur með það einhver svona... Nei, ég á kannski meira við sko að íbúum kannski bara pínlítið nóg boðið. Skilur, við erum hér að taka við hverjum þungaðinaðinum og öðrum, hérna bara handan við veginn og svo þetta. Og ekki bara þetta, ekki bara 80 borholur með öllu sem að því fylgir, heldur líka á að stækka höfnina með tilheyrandi umferð vegna þess að tilstendur reyna að færa umferðina úr miðbænum, minnka hafnastar sem raunverulega í miðbænum, höfninni sem að bærinni kendur við og færa hana þangað upp yfir. Það þýðir auðvitað eitt. Það þýðir það að umferðin færist í Straumsvík og meðan Reykjanesbrautin sker bæinn í tvennt, þá getur það ekki þýtt neitt annað heldur en enn meiri umferð á Reykjanesbrautin. Þegar hann að tala hérna hverfið sunnan lækja, þá erum við að tala sem sagt byggðahverfið sem ég í, Holtið, Vellina og Skarðslið. Og þetta bara hvað 10-12.000 manna byggð. Af 30.000 manna sveitafélagi. Þannig að þetta bara slatta kjósendum. En sko þegar þið segið að þú veist að tala að þú kannski óttaðist aðeins að núna þegar að verður af þessum íbúafundi sem búið að lofa sem náttúrulega stórkostlegt að skipuleggja Ertu að meina kosningu? Íbúakosningu. Nú íbúakosninga og það ekki bara fundur, það íbúakosninga það hefur búið að staðfesta kosningu og fundur örglega og fundir væntanlega fyrir huga því að það heldur að vera mjög eðlilegt að kynna máli núna loksins rækilega fyrir íbúum áður en þeir fá að kjósa. Og þá náttúrulega þetta sama staðan eins og þú verður að segja, það annars vegar sko kannski bara upplýsingafulltrúar sem sumir segja áróðusfulltrúar einhverja stórfyrirtækja út í heimi sem eru með lögfræðinga, kynningafulltrúa pólitíkusar hafa náttúrulega líka ef þeir vilja ýmsa kynningafulltrúa og svoleiðis og svo eru það íbúarnir sem að verða bara einhvern veginn eins og þú segir bara rísa upp og bara gera þetta í sínum frítíma eða ég vil fá frí í vinnunni til þess að beita sér þetta náttúrulega ekki alveg, þetta ekki jafn leikur sko. Nei, nákvæmlega. En það rétt að taka það fram að sko áður en það kemur til íbúakosningar þá þarf að liggja fyrir svokallega álit skipulagsstofnunar á umhverfismati vegna verkefnisins. Það ekki komið en að mér skilst væntanlegt mögulega jafnvel undir lok þessa mánaðar. Og eins þurfa að nást samningar milli sveitafélagsins og fyrirtækisins rentur. Og þá mögulega verði kosið. Og þá í mínum huga komin upp mjög svolítið sérstök staða sem mér langar aðeins að koma inn á við kannski ekki endilega rætt að þetta fyrirtæki í eigu Orkuveitunar, langstærstuleyti í eigu Orkuveitu Reykjavíkur sem svo langstærstu eigu Reykvíkinga ekki satt. Og Carbfix og Kótaterminal í Hafnarfirði hérna svona vaxtarbroturinn, þarna vonin og tekjur, þá ekki verið að fara í þetta verkefni vegna þess að það búist við að þetta muni skila miklum hagnaði fyrir Orkuveituna og Orkuveituna nú þegar búin að setja mikið af peningum í þetta og borgin líka. Við erum semst komið verkefni sem hefur verið miklu til kostað og mun á öllum líkindum ef allt gengur eftir skila borginni miklum tekjum í framtíðinni. Orkuveitan það ekki mjólkurkú borgarinnar á mörgu leyti. En við erum með verkefni sem ræðst á íbúakosningu í Hafnarfirði sem mjög sérstök staða, myndi ég segja.
og ég hef oft velti fyrir mér hvort að það fari bara hreinlega þannig að þetta mál á endanum ráðist í Reykjavík en ekki Hafnarfirði. Hvort að Reykvíkingar taki sér til og fara að ræða loks þetta mál, þennan mikla tilkostnað í þessi áhættu fjárfestingu í Hafnarfirði sem langt í frá óumdeild og að ef að, ég leiði mig bara fullir að það væri kosið í dag þá þetta fellt. Þannig stemmingin í bænum. Hvort þetta sé ásættanlegt, hreint út. Þannig þetta ekki bara mál Hafnfirðinga, þetta svona mál okkar Íslendinga og fyrirtækið líka með plön að mér skilst í Reykjanesbæ, í Helguvík. Þar nú menn ennþá að sleikja sárin eftir United Silicon og ég bara ímynda mér að þar sé viðkvæmt andrúmsloft fyrir hvers konar hugmyndum þar. En byrju, fyrirtækið stærstu hluta í eigu hluta orkuveitunar, en hverjir eru hinir hlutarnir? Ekki líka þetta ekki líka einhverjir sem tengjast, aðeins búin að gleyma, ég las mér til þetta, svona erlendir Jú, Háskóli Íslands hluti af þessu og einhverju fleiri. En það sé á við það að plönin eru í Hafnarfirði og það eru plön út á Reykjanesi í Helguvík og það eru hugmyndir í Þorlákshöfn. Ég veit ekki hvað þessi mál eru komin langt. En þetta eru nú 2 önnur mjög dýnamísk samfélög og mikil vinna hjá fyrirtækinu, held ég, að sannfæra almenning á Íslandi mikilvæg ágæti fyrirtækisins og starfseminnar og að það sé ekkert að óttast, ekki fyrir auðlindirnar okkar, ekki fyrir En þeim hefur ekki tekist það? Nei, þeir eru búin að vera að því núna bara í langan tíma, fund og eftir fund og alltaf breytist þetta á milli funda og verður starra og ógnvænlegra. Þeim hefur ekki tekist að samfara íbúa. Hafnarfjarðarbær hefur ekki verið með fund með sínum íbúum til þess að ræði þessi mál og það það sem vantar. Ég hef ekki, ég hef nú kannski gert það, en ég var ekkert spennt fyrir þessum fundi sem að Carbfix var að segja okkur hvað þetta væri æðislegt og túrista, þú veist, eitthvað svona miðstöð, menningarmiðstöð fyrir túrista til að koma og sýna þeim hvað við værum æðisleg. Ég myndi bara ekki vilja láta neitt vita í útlöndum ef við varum að flytja inn einhverja mengun og dælinni niður í landið okkar. Þannig að þeim hefur ekki tekist það. Þeim hefur ekki tekist að samfara og eftir sem við skoðum þetta meira og eftir sem fleiri koma inn með gögn og umræður og pælingar, þetta bara nóg að gerast á þessum bæði í vinnuhópnum og svo á mótmælasíðunni að því mér meira því mér líst mér vera á þetta og það aldrei hægt að samfara mig að þetta sé eitthvað gott eða við séum að fara að græða eitthvað á þessu, bara aldrei. En það var spurningar mitt eins og segja hvort að Reykvíkingar tellis sig græða svo mikið á því að það kom upp svona andstæð milli Reykvíkinga og Hafnfirðinga, það væri nú ekki alveg sem að við myndum þurfa að halda Það eru bara gríðalegir hagsmunir bundnir í þessu verkefni fyrir Reykvíkinga. Nei, en þá erum við komin út í það ekki að svona, ef að loftslags aðgerðir Íslendinga eiga að vera það áhættu samar einhvern veginn og á það gráu svæði að einhver sem megin við lækin græða á því og hinn eiginlega... Já, þá erum við komin líka að þessum samfélagslega hluta sjálfbærninnar, Akkurat, já. Þá það tekið á sabati, Því þá erum við bara sem samfélag og náttúrulega hlýtur að vera eins og núna þegar ný ríkisstjórn þá hugsa man bara hvenar verður hún þessi grundvallar samræða orkustefnuna, sjálfbærnistefnuna, svona þetta sem var talað fyrir svo mörgum árum að þetta mér heyrist nú bara ný ráðherra orkumála sé nú bara búin að hefja þá umræðu verður ekki hægt að segja annað og hann ætlar að gera meira og betur heldur en fyrir enn sinn. Já, sem betur fer. Þannig við bara höldum áfram að Já, er það sem betur fer?
Þú sagði það. Já, ég sagði þessi betur fyrir að opna umræðinu allavega, en hvernig hún er opnuð, ég get alveg líka, ég get alveg farið ofan í saumana því, sko, það var ekki allt jafn gott, sko, til dæmis að ætla bara halda áfram orkuöflun á þess að spyrja sig mikið út í það. Já, nákvæmlega. Og bara, vindmyllugarðar, mér finnst þetta allt bara stórskrítið að við á Íslandi þurfum að vera og ætlum að fara þessa leið. Það er svolítið skrítið að við séum komin þannig að þessi komin öll þessi áform og náttúrulega eins og gerist í Helguvík líka og þannig að svo þá séu þeir sem eru með rök á mótrök séu látnir finna fyrir því og upplifa sig jafnvel að þeir séu að skemma einhverja gríðarlega framþróun sem eða stoppa eitthvað ferli sem er nú þegar farið að stað afturhaldsekkir og ekki búin að kynna sér þetta nóg vel, það er svolítið þannig. Og svo líka væri náttúrulega alltaf gott í svona er ekki umræða að fá eitthvað valkost til dæmis, hvað getur bæjaryfirvöld boðið upp á annað? Já, sko, ef að bæjaryfirvöldum ef að þau ætla sér það sem þau segja að vera leiðandi í loftslagsmálum á Íslandi. Heilsubærin Hafnarfjörður og þetta verkefni eigi einhvern veginn að hjálpa okkur við það að vera leiðandi í loftslagsaðgerðum. Ef okkur væri fúlasta alvara með því, þá ættum við auðvitað að setja bara kannski 150 milljónir af þessum 15 milljörðum sem að mögulega fara í höfnina í uppgræðslu á landin okkar, bæjarlandin okkar. Við erum til dæmis rík Hafnarfjörður á landi. Við eigum til að mynda bara votlendi sem er mjög fágætt á Reykjanesi. Við getum endurheimt það getur verið framlagið okkar. Við getum farið í alvöru uppgræðsluaðgerðir í landinu okkar, en það er meirinn að segja að fá 15.000 kall fyrir áburðarpoka þangað upp til. Og í því felst þessi þversögn sem ég kannski byrjaði á að tala. Hvernig sko peningarnir í loftslagsaðgerðir er ekki að fara á réttan stað í mínum huga. Þú ræðist útskýrsta 15.000 kallinn í áburðarpokan? Jú, það sé átti við það að við hafnfirðingar, við erum tilbúin til að setja 15 milljarða mögulega í höfnina og það er áætlað að verðið á henni geti verið á bilinu 9 til 14-15 milljarðar eftir því hversu stórt verkefni verður farið. En þannig eru áætlanirnar, þetta eru tölurnar sem eru nefndar. En á sama tíma erum við ekki tilbúin til að setja krónu að mér finnst í raunverulegar loftslagsaðgerðir sem eru vernd og endurheimt vistkerfa í Hafnarfirði. Losun frá landi er lang stæðsti losunarþáttur Íslands. Land sem er rofið, eyðimörk, hún bindur ekki og land sem er að rofna, það er að losa. Og það er auðvitað á þetta sem við ættum að vera að horfa ef við ætlum okkur að vera leiðandi í loftslagsmálum, þar að segja. En ef við ætlum að vera leiðandi í business með loftslag, þá er auðvitað Capfix sniðut. Já, og þessi svona kaþólska business móti að svona, vera þeir sem að hvað heitir það? Borga selja aflátsbyrjun. En já, þannig að það þarf virkilega á þessum áður en þessar kosningar fara fram þá þyrftu einhverjir að leika sér að því að reikna út að dæmi og einhvern veginn sína fram á það. Hvað þetta er absúrt og það er valkost þannig að maður sjá, ég held að það sé okkur oft svo hjálplegt sko, að einhvern veginn þetta stúist ekki bara ertu með að móti þessu fyrirtæki eða eitthvað svoleiðis, heldur svona sjábítunum við ég með á móti líka í ljósi einhvers annar sem væri hugsanlega hægt að gera þá eins og þú segir, það væri hægt að taka þessa peninga, nota á annan hátt og spurja sig kannski þá líka. Já, ég held líka, og það er kannski líka sem við svo sem ræddum inn í upphafi, fólk hefur ansi margar ástæður til þess að mótmæla. Ég bara get ekki eins og talið þar allar upp og svo er bara kannski ein sem að er kannski sjaldan nefnd en það er bara þessi eðlilega hugmyndum ég kæri mig bara ekki þetta. Ég kæri mig ekki þetta við húsið mitt. Ekki frekar en svo margir hlutir sem við lendum í að eru einhvern veginn í umhverju okkar og stundum eru við bara með réttu og stundum ekki. Eins og græna skrifstu í Breiðholti, græna skrifstu þarna. Þessi óútskýrðu tilfinning í bara viljið ekki. Og við erum heldur ekki neinu rétti til þess að hrekja þau tilfinningalegu rök.
Og svo það öll hinn raukin eins og segir sjálfbærni raukin og hagfræðilegu. Nei, og líka bara, eins og bara svo ég komi nú inn á fasteignaverð mörgum hugleikið. Fasteignaverð á milli ára lækkaði örlítið á völlunum sem að maður má ekki svo sem tala maður má ekki beina athyglinni að því að einhver geti ekki losnað við eignina sína þar en ég veit aldrei til þess að fasteignaverð á milli ára hafi lækkað og í mínu hverfi verið að skiptum eigendur það verið að selja og nýir að koma og það kannski ungt fólk á 30-aldri sem að leggja aleigun í að kaupa sér hús og veit kannski ekki einu sinni af þessu þessum hugmyndum. Það verið sniður að þér bara að vera ekki að koma hinga og ræðuvendi heldur bara að skella þinni eigna og... Já, algjörlega. Þannig gerir fólk. Já. Það bara svoleiðis. Og svona á ekki að reka bæjarfélag. Það á ekki að koma mann í þessa stöðu. Nei og þarna verður náttúrulega ekki, þetta ekki gott einmitt líka bara stemningin í einu bæjarfélagi kannski sem að... Og svo kom ég líka óvart hvað það flókið að ná að láta alla fylgjast með og láta fólk vita og kynna sér. Einhvern veginn, við vorum búin að vera að tala þetta og með þessa Facebook síðu og Davíð var búin að skrifa ykkur greinar og fleiri og ég held að allir í Hafnarfirði vissi eitthvað þetta. Svo byrjaði maður í sumar að rekast á fólk sem hvað er þetta að tala Þannig að mér finnst það alltaf svo furðulegt að þetta fólk sem les ekki fréttir og veit ekki og ég hef ágjör af þessu fólki sem segir bara já, er ekki peningar í þessu þannig að við þurfum að halda áfram að tala þetta En þetta líka kannski bara svolítið vandi stjórnsýslunar og allavega í Hafnarfirði að svona upplýsingastreymi gegnsæi í ákvörðunartöku og umræðu bara ekki til staðar það er erfitt að nálgast fundagerðir og í þeim er svo oftast lítið að hafa þannig að það hefur verið mjög erfitt og snúið að fylgjast með framgangu þessar máls í ofanálega hvíli leynd yfir vissum þáttum þessara starfsemi samkvæmt lögum þannig að það er svona ýmislegt sem þess valdandi að við vitum miklu minna heldur en við vildum og þannig umhverfi náttúrulega bara líka líklega til þess að ala á einhvers konar tortryggni kannski óþarfa tortryggni en meðan ekki gert betur aðgengi á gögnum ekki betra og við erum ekki hvött til þess að lesa þau og kynna okkur þau þá eiginlega ekki við öðru að búast heldur en því sem gerist í Hafnarfirði. En reynsla sín náttúrulega ef að stóriðjustefnan, þetta virkar hún bara eins og áframhald stóriðjustefnu og við náttúrulega erum dálítið brend af því þegar upplýsingarna loksins komu fram raforkuverð og skattana sem ekki voru borgaðir og svona ýmislegt að þá er ekkert skrítið að menn spyrji sig. En við verðum að halda áfram umræðunni. Takk fyrir að koma hérna að Rauðaborðinu í dag. Davíð Arnar Stefánsson og Björg Helga Geirsdóttir, þeir eru bæði íbúar í Hafnarfirði og jafnvel bara mótmælendur og jafnvel orðinir bara hver veit nú að þú verður bara atvinnu mótmælandi en starfar núna sem leikskólastjóri í Garðabæ og þú ert sérfræðingur hjá Land og skógi á sviði sjálfbærni. Kæra þakkir fyrir og bara ég ætla að halda allan áfram að fylgjast með þessu hérna á samstöðunni. Takk fyrir og hlustendum áhorfendum þökkum við fyrir að vera með okkur í þessari umræðu og Pétur Fjölsteð þakka ég fyrir að senda hana yfir til ykkar. Við höldum áfram eftir smástund eftir 5 mínútur. Takk. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Jæja, áhorfendur og hlustendur góðir. Á morgun gerist það. Það sem við höfum verið að bíða eftir lengi, Íslendingar ganga með töluverðar væntingar inn í næstu daga og vonandi vikur. Við erum að tala um HM í handbolta. Snorri Steinn búinn að fá ágætis tíma til þess að velja sitt lið. Einhver meiðsli en ætti nú kannski ekki að skipta sköpum. Og þetta gekk ekki alveg nógu vel á síðasta stórmóti
en við höfum væntingar sem aldrei fyrr en maður veit eins og ofta áður ekki hver mikið rétt maður hefur á þeim væntingum sem maður finnur í brjóstinu og af því að ég nú bara áhuga maður eins og þið flest þá hef ég fengið eitt fagmann hér í handbolta til þess að reyna að svara því hvort við eigum inni væntingar okkar. Vertu velkomin Einar Jónsson, handbolta þjálfari. Takk fyrir kjalla. Hvernig líður þér í dag? Ertu peppaður? Ertu bjartsýnn á gengi okkar manna? Já, ég var það nú reynda líka hérna fyrir árið síðan, við vorum hérna að ræða þetta, en já, ég er mjög bjartsýnn og nú er þetta lið búin að vera saman ef við getum orðað sem svo með Snorra í brúnni í rúmt ár. Þannig að það er svona að koma kannski betri mynd á þetta heldur en fyrir árið síðan og þannig að það er bara alveg hellingsinnig fyrir bjartsýnni sko. Já. Ég horfði á leikinn í gær á milli Dana og Alsír. Já. Danir vinna með 25 markamun og ég fór að velta því fyrir mér af því nú hafa Íslendingar stundum átt mikinn fjölda frábæra leikmanna en kannski ekki endilega tekist að gera úr þessum frábæru leikmönnum súper liðsheild sem nær súper árangri. Ég fór að velta því fyrir mér hvað eru Danir að gera, hvernig er formúla Danana miðað við það sem við höfum verið að gera og er einhver von til þess að Íslendingar geti sýnt leik eins og þann sem að Danir sýndu í gærkvöld? Já, það, þú veist, við erum ekkit langt frá Dönum að mínum að það eru Danir með heimsklassa bara úr efstu hillu leikmenn sko í öllum stöðum. Við erum kannski ekki alveg þar en þú veist ég sagði, við erum ekki langt frá því og Danir náttúrulega bara búin að vinna frábærlega í sínum málum og verið yfirbúra þjóð núna undanfarið þannig að það er kannski erfitt að bera sér nákvæmlega með mikil hefð og mikil stemning fyrir handbolta í Danmörku eins og við þekkjum og þannig að það er, þú veist, en eðlilega viljum við bara meta okkur á meðal þeirra bestu og Danir eru þeirra allra bestu þannig að þú veist, þeir unnu mjög stórt í gær, Alsír náttúrulega er kannski, bara ekki, er lið sem er langt frá þessum svona betri liðum sko, þannig að það sem kannski mér fannst bara gott á Dönunum, það gá ekkert eftir, það var bara keyrt á fullu 60 mínútur og var engin afsláttur gefinn, þannig að þú veist, og það er svolítið líka bara Danir í dag, þeir spila bara á fullu alla leiki og reyna alltaf að ná bara fram sinni besti frammistöðu sem er líka eitthvað sem við kannski mættum taka okkur til fyrirmynda þó ætlum við okkur það alltaf en þeir hafa mikla breytt og það er alveg saman hver inn á þeir eru alltaf á hæsta leveli þannig að og það er eitthvað sem við kannski þurfum að reyna að ná fram líka. Já, förum aðeins í undirbúningin og svona hvernig þetta lítur út sko Svíaleikinni 2 hvert er mat þitt á framistöðu okkar í þeim 2 leikjum? Sko úrslitin í leikjunum í sjálfu sér eru fín þannig séð, þetta hefði maður vilja sjá okkur bara vinna heila báðaleikina það var alveg möguleikar í því ég var ekkert allt og hrifin af framistöðunni, ég skal viðurkenna það mér var svona ágætis punktar í fyrri leiknum mér varst seinni leikurinn eiginlega bara lélugur reyndar að begja hálfu en það voru alveg það er alveg til þess að vera nokkuð bjartsýnn eftir þetta hins vegar, mér fannst svona sóknarleikurinn svona í fyrirleiknum var prýðilegur og með svona því betra sem að við höfum sýnt á móti svona alvöru þjóð þannig að hins vegar fannst mér hann alls ekki góður í seinni leiknum svo er svona eitt og annað sem á eftir að laga við erum allt og mikið af tæknifilum, töpuðum boltum og svona sem minnir á mótið í fyrra já, hefur svolítið loðað við landsliðið undanfarið já, ég sammála því, það er ákveðin svona trigger maður er svolítið stressaður og það er svona það sem að ég kannski
Já, mér finnst rými fyrir bætingu þar alveg klálega og kannski mest af öllu sem við þurfum að svona, þeir vankanta sem við þurfum að sníða af okkar leik. Og færanýting líka. Já, hún var náttúrulega kannski ekki nógu góð en þú veist, það eitthvað sem að, þú veist, kannski erfiðar að hafa stjórn á mínum mati. Sko, tæknifélagar í alþjóða handbolta eru bara ekki boði í dag. Og það bara það sem skilur oft á milli hvort þú vinnur að tapar þegar þú ert komin í, þú veist, þegar þú ert að spila á móti Allsýr, 10 tæknifélagar kannski skipti ekki öllu máli sko. En þegar þú spila á móti Danmörku þá máttu bara ekki vera með mikið meiri 5-6 tæknifélag, þú veist, það bara topp sko. Og Er þetta andlegt þegar maður sér í hverjum leiknum og fætur öðrum ansi marga tæknifélag og færanýtingin alls ekki á pari við það sem maður myndi vilja sjá hjá bestu liðum heims? Já, þú veist, mér finnst það ágætis punktur hjá þér sko, því að sko skipulagið bara ágætt og liðið er svona að spila nokkurn veginn mjög svipaðan handbolta og bæði þeirra gerir sínum félagsliðum og hafa verið að gera undanfarna mánuði undir stjórn Snorra. Þú veist, það mætti, þú veist, það væri alveg hægt að yfirfæra þetta yfir ákveðið agaleysi. Einbeitingarleysi kannski eitthvað leyti, þannig að þú veist, og þetta eru þættir sem náttúrulega bara sérstaklega leikmenn þurfa taka til sín og sem dæmi í seinni leiknum til Svíþjóð var þú veist Janústaði kom með einhverja 4-5 tæknifélag bara á fyrstu 20 mínútunum sko. Já, sem allt mikið mun velta á núna. Ég bara heldur betur og ég sé Janústaði verið svona okkar helsti leikstjórnandi í þessu móti og hefur verið að spila gríðarlega vel svona fyrir utan þetta því þetta gengur alls ekki upp sko. Ef við ætlum að spila svona þá förum við ekki langt í þessu móti. Þetta er bara óbúslega stór þáttur og jú, sem leikstjórnandi að þá kemur alltaf til mig að kannski tapa einhverju boltum og eitthvað svoleiðis sko, en það verður að vera í algjöru lágmarki og leikmenn verða svona allavega eiginlega allir að koma út í plús, þú veist, út úr leikjunum sko, það er að segja eins og þú nefndi færanýting líka að þú veist, við þurfum að vera með góða skotprósentu, við þurfum að vera með fá að tapaða bolta og þá fleiri stórsendingar á móti og þar fram til göndunum sko. Stundum finnst mér líka eins og ég þurfa að hafa smá áhyggjur af því að við séum aðeins grófari heldur en dómarar eru almennt að líða þarna úti og það séu aðeins og margar brottvísanir og hvað segir það? Já, klaufaskapur kannski frekar? Já, við kannski erum stundum svolítið smá klaufar, svo er þetta líka kannski þessi barátta, þessi við lefum okkur að segja þessi íslenska geðveiki sem að menn oft tala um að það bara held ég ákveð svona enginsmerki okkar leik ég held Var meira rými fyrir geðveikina fyrir 20 árum? Já, það var það reyndar þetta línan hefur breyst mikið í dómgæslunni og kannski ekki lyft eins mikið. Það hjálpar okkur ekki neitt? Nei, sennilega ekki sko. Við myndum alveg þykja það svona allavega kannski að línan væri hvað að segja, ekki eins hörð og hún er en mér hefur samt sem áður fundist við bara varnarlega flottir sko. Mér varst varnarleikurinn síðasta móti bara góður, varnarleikurinn undanfari bara búin að vera mjög góður, varnarleikurinn móti Svíum var mjög góður. Ég get alveg lifa með einhverjum 1-2 hvað við segja, klöfulegu brottvísunum eða línan sé það há að við kannski svona stundum kannski erut með að fylgja línu dómarans, þú veist, ég held að það verði ekki vandamál og svo veit maður nú aldrei þegar maður kemur inn í þessi stórmót, það er oft laðar einhverja línur svona upp af því og svo svona einhvern veginn svona deyfast það línur þegar líður á sko, þannig að það er líka bara gott að byrja dálítið svona, við getum sagt það, krafti og bara svolítið leggja línur það líka bara sjálfur þessi lið að spila ákveðið fast og svo veistu það bara að þú fyrir langt á svona móti að þá svona er tilnefingin að dómarar svona leyfa fastari leik þegar líður á. Já, ég tek undir það með þér að það voru kaflar í fyrir leiknum gegn Svíum sem
kannski eru sumt að því besta sem maður hefur séð, þannig að þótt ég sé að reyna að spyrja hérna einhverja gagnrýnina spurninga, þá sannarlega full ástæða líka til mikilla bjartsýni. En hvað finnst þér hérna leikmannahópinn hans Snorra, og nú hefur hann hann náttúrulega verið að keyra svolítið á sömu aðilunum, en hann hefur líka svona prófað farið aðeins út fyrir boxið og svo stendur hann uppi núna með þennan hóp, meiðsli hjá 2 mikilvægum mönnum, en það ætti nú kannski ekki breyta öllu stóru. Ertu sáttur við valið? Ef þú væri landsliðsþjálfari, væri með svipað áhöfn? Já, ég hugsaði, ég væri nú kannski 90%. Ég syns sem ekkert auðvitað, mennur ofta að kalla eftir einhvernum ákveðnum leikmunni inn í landslið, en að þá móti kemur að þá... Svo að gagnrýnda Þorsteinn, Leo væri ekki meira að nota þess sérstaklega. Já, ég get alveg tekið undir þá gagnrýni. Ég er ábúðslega hrifinn af honum sem leikmanni og þú veist, ég var alveg til að sjá hann verið í stærra hlutverki í þessu liði. En þú veist... Sem hann kannski fær? Já, svo má það vel vera að bæði það að hann þú veist, kannski má bara eftir að spila sér í stærra hlutverk eða Snorri eftir að svo kannski að treysta honum meira. Þú veist, en auðvitað náttúrulega Snorri með þessa leikmenn á öllum æfingum og sér vel flest alla þeirra leiki, þú veist, þannig að auðvitað hann miklu betri til þess að dæma það hver eiga að vera aðna og hver eiga ekki að vera aðna. En í grunninn ég bara, finnst mér þessi hópur, held ég að sé svona nokkurn veginn svo besti sem að við möguleika á, náttúrulega fyrir utan þessi meiðsli sem að vera hjá okkur. Mér finnst svona, þú veist, ef maður má svona aðeins, eða skilur, svona út frá mínum bæjardyrum séð, þá eins og þú nefndi Þorsteinn Leo, ég væri til að sjá hann í stærra hlutverki. Mér finnst líka Einar Þorsteinn, ég mjög hrifinn á honum sem leikmanni, hann var líka á síðasta móti, hefur alltaf verið í hópnum hjá Snorra. Mér finnst hans hlutverk vera svolítið svona, kannski óskilgreint, þú veist, hann fær ekki mörg tækifæri. Ég svona átta mig ekki alveg á því hvaða hlutverki hann gegnir, þú veist, í þessu liði. Þannig að en segi, svo á bara línundar eftir að skýrast betur þegar þeir eru komin í mótið, þú veist, það má vel vera að Snorri sé ekkert að spila, hafi ekkert svona spilað öllu sínum trompum í þessum svíjaleikjum og þannig að það ýmislegt sem á örugglega eftir að koma í ljós þegar líður á. Líka því þú nefndir Einar Þorsteinn, ég nú svona meira að tala út frá tilfinningu en mér finnst alltaf, ég þekki nú ekki mikið, en mér finnst alltaf eins og að það sé svo þægileg svona návist og áræði kringum hann, þannig að manni líður alltaf eins og að ef hann inni á vellinum, þá smita hann góðu út frá sér. Já, hann er ekki langt að sagja það held ég. Nei, einmitt. Já, ég er alveg sammálaður, ég er mjög hrifinn á honum og nákvæmlega svo þú segir, að mér svona líður bara vel með hann inn á vellinum, sérstaklega varnarlega, kannski ennþá eitthvað aðeins í land sóknarlega. Hann hefur svona ákveðna kosti sem að kannski aðri leikmenn liðsins hafa ekki. Hann er fljótur á fótunum, hann er með alveg ofboðslega handavinnan hjá honum og hann er svona með stóra ramma. Hann er klókur, þú veist, hann er ekkert mjög ólíkur kannski pappa sínum að mörgu leyti varðandi bara svona hvernig heilinn á hann virkar og pappa svo yfir það upp fyrir áhörðan. Já, sem er náttúrulega Ólafur Stefánsson sjálfur Ólafur Stefánsson sem nú læri sálfræði. Já, og sem allir náttúrulega vita er sennilega eitt besti handboltamaður sem uppi verið í heiminum Þannig eins og segi, hann hefur marga, að mínum að þetta marga mjög góða kosti sem ég held að getur nýst liðinu vel og þannig að það er svona eitthvað sem að ég til að vega minni, hvað sem að Snorri komið svo til með að nota hann eins mikið og ég myndi vilja gera. Verður svo bara komið ljós þetta snýst líka svolítið þú veist, hverju spila vörn, hverju spila sókn, það er alltaf verið að skipta svolítið þar á milli og svona, þannig að fyrir þjálfara er þetta kannski aðeins flóknara að setja upp heldur en fyrir okkur sem heimasetja og svona erum að rýna þetta í sófanum Er línan orðin snöggur blettur hjá okkur eftir meiðsli Arnars Þórs?
Mér finnst gríðarlega missir af Arnari, það verður bara að segjast alveg svo hann var frábær fram að meðst, hann búin að spila gríðarlega vel í vetur, lítur mjög vel út, virkar í góðu formi, góðri leikaðingu, að mér skilst að hann hafi verið virkilega öflugur á æfingunum fyrir meðslin, þannig að það mikill missir af Arnari, það verður bara að segjast alveg svo því að auðvitað bæði Ímir og Elliði frábærir Sveinn svona kannski meira spurningamerki Jóhann sem að kom í staði fyrir Arnar Heldur að fá tækifæri? Já, hann á örugglega eftir að fá tækifæri því að það eftir að mæða mikið á Elliða og Ími þannig að hann á alveg örugglega eftir að spila eitthvað og vonandi bara nýtir hann þær mínútu vel sko. en eins og ég finnst svona við getum ekki nota neinar afsakanir en þetta vissulega mikið skarð fyrir skildi fyrir liðið að mínum mati. Verður hraði boltinn okkar forti í þessu móti? Já, nú rættu þetta nú líka í fyrra að Snorri myndi koma inn svona með þessar áherslur sem hann var með hjá Val. Sattir það? Mér finnst við ekki hafa séð að hinga til ekki til líkingu við það sem að var eins og hjá Val nei, ég held að við komum ekki til með að vera eitthvað það verði eitthvað svona ekki okkar einkennismerki, ekki ábyrjandi í okkar leik, ekki sérstaklega ekki þegar komið út í leikjumóti þessu betri liðum þú veist, það má vel vera núna á móti Grænhöfðeyjum og Kúbu að við náum einhvern veginn svona að sprengja upp leikinn og kannski hlaupa einhver leiti yfir þau lið en ég hef allavega ekki séð, ég sá það ekki í Svíaleikjunum að það væri eitthvað sem eitthvað myndi vera eitthvað okkar vörumerki mér finnst það ekki stefni í það sko. Getur þú átt vona á háu hlutfalli marka frá skittunum? Já, ég held að það verði, ég held að skittunar eða útileikmennir orðan sér svo að það er svona muni bera hittan og þungan af markaskorunni hjá okkur, alveg klálega þú veist, hótnamennir við vorum ekki að fá mikið og nýttur reyndar ekki færi vel á móti Svíum við vorum heldur ekki að fá mikið hraðablöpum eitthvað sem kannski hótnamenn lifa svolítið á þannig að við allavega svona með hvernig það lítur út í dag þá held ég að ég meita þessir útileikmenn komið til með að bera svolítið hittan og þungan af þessu sem svo bara í góðu lagi sko. Já, og ef vörnin skellur saman og markvarslan verður öflug þá getur allt gerst. Já, og vörnin hefur verið góð og markvarslan góð líka þannig að ef eitthvað þá mættu við kannski fá meira út úr einmitt varnarleiknum okkar það er að segja, að fá fleiri hraðablöp, fleiri auðveld mörk og ég vona að það sé eitthvað sem að mér finnst við eiga það inni vonandi það eitthvað sem að mun svo bara svona verða betra og betra eftir sem að líður á móti. Hvað var það markmennin okkar? Er einhver leið að giska á hvort Gísli eða Bjöggi verði okkur mikilvægar í þessu móti? Ég held að Viktor Gísli verði nú svona einn af kannski 2-3 mikilvægastu leikmönnum liðsins alveg klálega hann muni byrja inn á Já, hann verður markmaður númer 1 og það mun mikið mæða á honum alveg klárt mál en þeir hafa verið bara flott par Viktor Gísli og Björgvin og vega hvort annan uppi einhver leitið svolítið ólíki markmenn þannig að þú veist og það á eftir að mæða mikið á Bjögga líka alveg klálega og ég er bara mjög vongóður og bjartsinn að þeir muni standa sína plikt vel og þeir hafa gert það undanfarið og það er ekkit annað í spilunum en að það verður bara áframhald á þar sko. Og Bjöggi alltaf frábær sko hvort sem hann inn á vellinum eða ekki svona sem móralskur stuðningur. Alveg klálega, Bjöggi náttúrulega já, mikil orka sem hann gefur frá sér og og hann er náttúrulega bara þessi típa sem hann hefur verið og svona fer mikið fyrir honum
og hérna hvað segja, alltaf maður með langmestu reynsluna þarna, þannig að hann hefur gert þetta allt saman og þannig að það alveg klálega, hann mun örugglega bara nýta sína reynslu á jákvæðan hátt inn í hópinn. Ótrúlega litríkur og skemmtilegur karakter. Já. Sko, þetta eru 3 verkefni núna framöndan, það Grænhöfðaeyjar annað kvöld, það hefst með því. Við gerum náttúrulega tilkall til þess að vinna alla þessa 3 leiki eða verður Slóvenía eitthvað vesen? Já, Slóvenía verður vesen sko, en já, við bara eigum að gera þar kröfur á okkur að vinna alla 3 leikinni í riðlinum sko. Slóvenía, ef við byrjum svo Grænhöfðaeyjar og Kúba, ef við tökum þess að fyrstu 2 leiki mínum að dega þeir bara vera svona nokkuð þægilegir uppið þennan leikir? Já, má ég að segja það að hérna Við með röðina? Já, það nú ef við förum svo aðeins dýpra bara í móti sjálft sko og riðlakeppni og svo framhaldi af því að þá erum við ótrúlega heppið með hérna, ef við getum orðað þannig með leiðina að gullinu. Það svona flugbröð sko. Já, svolítið sko, það alveg klálega, við bæði heppið með riðil og klálega heppið með milliriðil líka sko, þannig að hérna, og eins og segjum, hvernig við byrjum mótið að fá svona 2 leiki á móti svona, veikari liðum að minnsta kosti, það eitthvað sem við getum svona hort á jafnvel sem sko bara æfingarleiki sko og þetta prófa ýmislegt og það að dreifa álæginu vel þá líka, við erum alltaf að fara að mæta með ferska leikmenn inn á móti Slóvenum sko. Þú ert að segja mér að það ekki séns í helvíti að við töpum 2 fyrstu leikjana? Já, ég ætla bara algjörlega að gefa mig það hérna ekki séns í helvíti að við töpum því. En ég skal lengur lofa með Slóvenaleikinn. Slóvenendur eru frábæri handbolta. Slóvenía mínumati svona svo þjóð sem að mér finnst skemmtilegast á að horfa. Sóknarlega frábæris og mikið af góðum einstaklingum. Þannig að hérna, það verður erfiður leikur alveg klálega en hérna við þurfum að fara í gegnum einhver mót þar sem að við vinnum þessa erfiðu leiki, það ekki hægt að fara inn í mót og einhvern veginn að vonast til þess að fá bara alltaf létta andstæðinga, það verður aldrei svoleiðis, það hefur aldrei verið þannig. Mæltu manna heilastur, þessar úrslita rimmur verða að fara að detta okkur. Já, það þetta mót svolítið þannig að þetta kannski sko fram að 8 úrslitum þetta kannski getum við sagt eitthvað leiti 2 leiki, þetta snýst 2 leiki sko, þú veist jafnvel sko, þannig að hérna, það Slóvenía leikurinn og sem gera það þá verkum að við tökum 4 stig með okkur í milliriðil sem að gera það verkum að við þurfum hugsanlega, ef við gefum okkur það kannski Egyptaland verði í öðru sæti í hinriðilnum, að þá erum við sko, þá þetta raun og veru, 1 leikur á móti Egyptalandi sem að, þú veist, sem að skipti máli sko, sem að getur gert það verkum að við erum þá komin í 8 úrslit með sigri í þeim leik, þannig að ef við leyfum okkur að hugsa okkur svolítið fram í tíman og gefum okkur ákveðin úrslit svona fyrirfram sko, þannig að já, svona maður sér það fyrir sér að til þess að komast í 8 úrslita þá þetta svona 2 svona úrslita leikir sem að við þurfum að vinna og það eitthvað sem við ekki gert á síðsliðnum mótum og við ansi langt síðan því miður. Þannig að hérna, við þurfum að gera það nú. Rifið það aðeins upp fyrir okkur sko, ef við komumst í þessi 8 úrslit, erum við þá með 3 leiki þar? Já. Eða eru þeir... Sko, þá ferði 8 úrslit, já, náttúrulega ef þú ferði allavega úrslit, þá það svo undan úrslit og úrslaleikur. Þú, nú veit ekki hvort þið spila, allir sé ekki spila sæti 5-8. Þannig að þá, sem sagt, ef þú 8 úrslitin bara úrsláttarkeppni, þannig að ef þú tapar þeim leik, þá ertu í 5-8. Ef þú vinnur, þá ferði náttúrulega bara í undan úrslit og svo leikum medalíu, sko. Þannig að 3 bætast við... Já, 2 til því allavega 2, það fyrir eftir, 3 ef þú vinnur. Ef við förum í gullið, þá þetta í heildina, hvað þetta margir leikir í heildina? Já, við förum alla leið, ef við förum í úrslaleik, þá þetta 8 leikir. 8 leikir á nei, fyrirgefðu, þetta eru 9 leikir á hérna, það eru 3 í riðlum, 3 í milliriðli og svo 8 fjárlega úrslit og þannig að þetta eru 9 leikir á já, hvað þetta 18-19 dagar eða eitthvað sem að þetta ansi þétt.
mikið hefðu nú gott að því að fá hérna að fá þessa umbun eftir svona vonbrigði seinni tíma. Já, við náttúrulega vorum honum góðu vön hérna alveg fram til 2012, 13, 14 eitthvað svo leið. Maður mann þá tíma vel. Já, heldur betur og hérna nú komin nýr kynslóð og hérna og þetta svona kynslóð sem voru mikla væntingar til og það er ekki náð alveg að feta í þau fótspor sem að fyrir voru, þannig að hérna en við höfum gæðin, við höfum möguleikana, við höfum allt til staðar til þess að ná í velun ef við ætlum að leyfa okkur að dreyma og ég held að allir Íslendingar eiga bara að leyfa sér að dreyma að sjálfsögðu en auðvitað kannski ekki kröf, þú veist ef við getum farað þessi í það hverjar eru væntingar og hverjar eru kröfurnar fyrir mitt liti eru kröfurnar áttalega úrslit væntingarnar undanúrslit sko, en allt fyrir ofan eða áttalega úrslit og þú veist ef við komast þangað allt þar fyrir ofan myndi ég segja að vera plús en bæði finnst mér að kröfurnar sem við höfum að setja á okkur og væntingarnar megi ekki minni heldur en það. Nei. Ég ætla að spá Íslandi 3. sæti í þessu móti. Hver þín spá? Ég ætla að spá okkur 5. 5, já. Þannig að við erum svona svipuðum slóð. Já. Og þetta nú bara, verða nú að teljast stolti bjartstýra spár. Já. En til hvers tekum maður þátt í þessu jállifi en maður ætla ekki að vera bjartstýr? Nei, ég er sammála því. Það væri, við ætlum ekki að fara að spá okkur neðar en 8. Mér finnst það nú bara að vera, það er eitthvað hálf döll. Já. Og vonbrigðin sko verða alltaf mikil, hvort sem þú bjartstýrn eða svartstýrn. Og þá er bara tíminn fram að viðureigninni þegar vonbrigðin verða hann verður bara betri en maður er bjartsýnn. Já, það er alltaf miklu betra að vera bjartsýnn og hafa einhverjar væntingar og setja einhverjar kröfur heldur en að gera það ekki sko. Það er bara metnaðarlaust og hérna þú veist, það er miklu betra að vera fyrir vonbrigðum út af því að væntingarnar eru miklar heldur en að einhvern veginn að hafa þetta flatt og leðilegt sko. Sammála því og eins og við rættum hérna fyrir ári að því þú veist að rifja það upp þá hérna snýst þetta náttúrulega eitthvað miklu meir en íþróttir sko. Þetta er þjóðarstoltið, þetta er bara félagsfræði þessa mánaðar, bara veðrið, myrkrið, allt er undir og jafnvel fólk sem að sko aldrei fylgist með íþróttum, það dregst inn í stofuna og fer að horfa með hinum af því að það er ekkert annað hægt. Já, þú veist, engin spurning, þetta er bara það sem allir er að tala og í janúar og hérna, þetta er bara hátíð í vonandi einhverja 3 vikur og hérna maður sér það bara á árstölum og fleira, þetta er það svona stærsta eða mest það sem fólk horfir mest á í hérna íslensku sjónvarpi. Það er íslenska handbolta karlalandsliðið og hérna en það hafa þeir líka bara staðið undir því og skemmt okkur hérna í gegnum árin og áratugina. Strákarnir okkar? Já, þú veist, það er bara þannig að hérna jú, maður auðvitað verður maður líka fyrir vonbrigðum en það er líka bara góða við það er einhvern veginn allur tilfinningaskalinn sem að maður svona upplifir í janúar, það er nú bara þannig og út af handboltalandsliðinu. Líka frábært að stelpunar okkar séu upplið. Heldur betur, það eru núna svona vonandi að fara að halda sér inn á þessu stórmótum, bæði HM og EM og hérna bara áttu frábært mót síðast og þar er ég líka bara með mikla væntingar bjartari tíma þar sko, því að það er heldur betur og við höfum sýnt það svona í okkar yngri landsliðum kvenna að við erum alltaf að nálgast þessi bestu lið. Það hefur verið unnið alveg ofboðslega gott starf undanfarin ár þarna í kvenna landsliðunum og hjá þjálfurum hérna á Íslandi kvennamegin sko. Einar, ég er hún eins og spenntur og peppaða núna bara að ég ræða þetta við þig að hérna, ég get ekki lýst því heldur sé ekki þannig með ansi marga núna? Jú, ég bara alls þar það sem maður kemur og hittir fólk að þá er þetta alltaf fyrsta umræðefnið og maður verður fyrir því að vera mikið spurður hvað munum koma til með að gerast og hvort að Snorri sé ekki vonlaus eða hvort að þessu og hinni að vera þarna eða ekki og allt þetta, þannig að bara því sem að þessu fylgir, þetta eru hérna, það
þetta bara stórt umræðefni í dag og bara gaman að ræða þetta og gaman að fylgjast með og svona eitthvað leiti að taka þátt í þessu. Já, takk fyrir að koma hér að Rauðaborðinu. Það ekki oft sem við erum með umræðum íþróttir en eins og ég sagði við Gunnar Smára, þetta ekki bara umræðum íþróttir, þetta bara umræðum Ísland. Já, þetta bara, það bara svo, þetta bara félagsfræði í janúar og þetta hefur held að þjóðarstoltið og rempingurinn er mikill, þannig að þetta er ekki bara íþróttir sko, það alveg klart mál. Kæri þakki fyrir komuna, við vonum það besta og stöndum með náttúrulega drengjunum okkar í Blíð og stríð. Heldur betur. Það bara svoleiðis. Og ég vona að þið séu bara svipuðum nótum áhorfendur góðir, en við förum yfir í aðra sálma. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, komið í sæl og blessuðu, við ætlum að ræða umhverfismálin. Þau þyrfti nú að ræða alla daga ársins, ekki satt. Ný ríkisstjórn, einhverju leyti nýjar áherslur, svona ólíkar meiningar Jóhann Pál, hvernig hann kynnir sig til leiks. Verður hann meiri talsmaður umhverfisins og náttúrunnar heldur en Guðlaugur Þór ein spurningin. Ætlar hann að virkja mikið önnur spurning. Nú í tíð síðustu ríkisstjórnar þá var gerð breyting á reglum komu skemmtiferðaskipa. Nú rukkað gjald á hvern farþega og síðustu daga hafa verið að berast fregnir af því að þessi skemmtiferðaskip séu allavega hótaði að koma ekki til Íslands vegna þessarar gjaldtöku. Og þetta gömul og ný umræða að alltaf þegar á að reyna að setja einhverja skatta, minnka mengun, sína mengandi stóriðjum og öflum aðhald með einhvers konar gjaldtöku, þá heimsendaspár og hótað öllu illu. Það svo ein ástæða þess að við erum komin 1,5 gráður í hlýnun. Við erum búin að ná markinu sem að mátti aldrei fara yfir samkvæmt Parísarsamkomulagi. Og það alvarlegt mál, við þurfum að bregðast við því hvað sem fólki finnst samtíman. En til að ræða þessi mál komin formaður Landverndar, vertu velkomin til okkar. Takk fyrir. Þorgerður María Þorbjarnardóttir, þú ert jarðfræðingur að mennta og búin að mennta þig í leiðtogafræðum, hvað varðar umhverfisvernd, virðist vera rétt manneskja á réttum stað. Við ætlum að ræða ýmislegt, en samanber það sem framkom í inngangnum en ef við aðeins tiplum á þessu með skemmtiferðaskipin að við erum að heyra, sko, ég veit ekki hvort þetta staðfest af hálfu fyrirtækjana eða hvort þetta bara svona einhver orðrómur í fréttum en við höfum verið að heyra tugir skemmtiferðaskipa hafi ábúð að koma sína til hafna á Íslandi eftir að þetta innviðagjald lagðist í tíð fráfarandi ríkisstjórnar á farþegaskipa áramót og það komin upp krafa hjá Cruise Iceland að ný ríkisstjórn taki málið upp að nýju. Þetta svolítið kunnulegt, það ekki? Já, ég held að ég allavega ekki hissa að sko þeir sem eiga að borga þessi gjöld beri sig illa nú. Það nú bara yfirleitt þannig að þegar það á að setja eitthvað nýtt á þá þessi þeir sem eiga að borga það eru ekki ánægðir með það. Ég held að skemmtiferðaskip á Íslandi megi alveg við því að fækka aðeins. Mér hefur þótt þetta fjölgunir að vera alveg svona, já, bara svona ískyggileg. Það hefur bara bæirnir fyllast oft af skemmtiferðaskipum, af farþegum skemmtiferðaskipa. En Ísafjörður, Seyðisfjörður, Akureyri. Já, en á sama tíma þá veit ég samt að þessi svona afskekktu byggðir, kannski Seyðisfjörður svolítið sér á báti hvað þetta varðar en annars þá hafa þeir náttúrulega fá umtalsverðar tekjur af bæði hafnargjöldum og svo af bara af því að farþegarnir koma og versla. Já, þetta veruleg búbót og alltaf á Akureyri, þá alveg sko gríðarlegur business í kringum það að ferja fólki með rútum í dagsferðir austur í Mývatnssveit og svo framvegis. Þannig að það nú alveg einhver sko missir af þeim kannski
á svoleiðis stöðum en ef þú hugsar þetta út frá umhverfislegum sjónarmiðum þá eru skemmtiferðaskipa farþegar þeir stoppa verulega stutt þeir gista ekki á sem sagt í innviðum sem eru þá frá íslenskir og skilja eftir sig frekar svona lítið á mann og menga ofboðslega mikið með því að koma vegna þess að skipin menga ofboðslega mikið þannig að það er ég til það gott að þeim fækki en ég held að við megum samt ekki gleyma þessum ef að það eru byggðir að missa sína svona tekjur út frá þessu að þá er alveg ástæð til þess að styðja við þær og reyna að beina þeim ferðamönnum nú er ennþá verið að tala um að ferðamönnum sé enn að fjölga og þetta verðist að halda endalaust áfram að ferðamönnum geti fjölgað að beina þeim ferðamönnum sem hinga að koma á þessa staði og það er hægt að stýra ferðamönnum það eru bara heil fræði í því og ég til að það væri gott fyrir þær byggðir sem stóla á þessi skemmtiferðaskip að reyna að færa sig úr þessum svona hrað túrisma yfir í hægari túrisma þar sem fólk stoppa lengur og skilur meira eftir sig en það gerist ekki á einni nóttu, það segir sér sjálft þannig að ég held samt að sé gott ef að þessi skemmtiferðaskip fara að borga fyrir bara kannski svona svipa eins og gistináttagjaldið og manni finnst það ekkert ósanngjarnt. Nei, það finnst mér ekki og þá er líka spurning hvað að gera við tekjurnar það er einhvern veginn, mér finnst rosalega lítið gagnsæi í almennt á Íslandi í því þegar það er gera nýjar tekjustofnar bara öll umhverfisgjöld, kolefnisgjald upprunavottun og rafmagni þetta náttúrulega það fer inn í Landsvirkjun en þetta virðist allt fara svolítið inn í hítina bara og mér finnst vanta oft meira gegnsæi til dæmis hefur verið talað um ég hef talað fyrir því að olíugjaldið sem átti nú að afnema var ekki gert að það sé umtalsvert mikil, þetta er í raun bara skattur á bensín sem er svo undanskilin á skip og annað sem að mér finnst bara ætti að borga þetta þó að þetta eigi að nafninu til að fara í vegauppbyggingu, þá vitum við bara það gerir það ekkert að öllu leyti að það sem er innheimt er miklu meira heldur en það sem er síðan lagt út í vegauppbyggingu þannig að það er svona skattar og svona eða tekjur og hins opinbera og útgjöld þetta svona það væri til dæmis frábært að sjá eitthvað af þessum tekjum fara í einhverja byggðastefnu og þróun í að halda byggðum út á landi gangandi án þess að þau þurfi þá stóli sig á fiskeldi eða svona þau eru svona með ákveðum hvað það hefur kallað freistni vandi að bera miklu skyldur sorphirðu og alls konar málum neyru með og íbúum fækkar og eiga í erfiðleikum með að halda í sína íbúa og halda í atvinnu og þannig og þá er náttúrulega rosalega svona lítur rosalega vel út að fá inn eitthvað þegar eitthvað kemur á hvítum hesti ég er með fullt af störfum þó að það oft kosti umhverfi sem sagt kosti umhverju spjöll eins og fiskeldi gerir þá skilur maður það afskaplega vel að Sú samhengi saga er sjaldnast sögð hér á landi sem ég held að sé sönn að ein ástæða þess að það hefur verið mikill uppgangur í komu skemmtiferðaskipi til Íslands hún er svo að bara mjög mörg lönd og mjög margar borgir sem áður tóku við skemmtiferðaskipum í miklu mæli þau gera það ekki lengur þeim finnst þau ekki bera nægilega mikið úr bítum þeim finnst raskið á leið mengunin ekki í samræmi við það sem að sem sagt ávinningin og það svo er mér sagt af heimildum sem ég til áræðanlegar að þetta er ein ástæða þess að Ísland hefur orðið vinsæll viðkomastæður því hér hafa skipin sloppið rosalega létt frá heimsóknum þetta er svolítið
þetta svolítið þema finnst manni, þetta gullgrafaræði sem hefur fyllt ferðaþjónustunni. Það ekki verið að spá í daginn og morgun, heldur bara daginn í dag. Eitt dæmi annað, að ég var sjálfur á erlendri grundu jólin. Ég var á eyju í Afríku, í Indlandshafinu, sem að gengur nú orðið töluvert fyrir ferðaþjónustu. Þegar ferðirnar sem boðnar eru jólin eru uppseldar og tekur ekkert mjög langa tíma, þá ekki bætt við fleiri ferðum. Þannig að þar bara þak á í rauninni því hvað þú getur farið mikið og skapa mikið álag á einmitt viðkvæma náttúru sem þar eins og hér. Já, ég held að vanti algjörlega eitthvað svona stýringu á Íslandi. Hálendi til dæmis, eina vernd hálendisins á Íslandi lélegt aðgengi. Að veginir eru erfir og nú á að breyta því á mörgum stöðum. Svæðisskipulag Suðurhálendisins fór í gegn þá hækkuð vegi á Suðurhálendinu. Það graf alvarlegt þykir mér að meðan ekki, sérstaklega meðan ekki eitthvað rammi þjóðgarður utanum sem að setur reglur og stýringu á flæði ferðamanna vegna þess að landmannalögur megi ekkert við öllum fólksbílunum af því það alveg nóg fólki sem fer í landmannalögur. Þegar ferðamenn eru spurðir í landmannalögum hvað finnst þér fólksfjöldan hér, finnst þér svo hæfilegur og eiginlega allir segja, mér finnst það lofa margir hérna, þannig að það er þolmörk á náttúrunni, það er þolmörk á innviðinum, en það er líka þolmörk á upplifun ferðamannsins. Þar með fjöryggið í hættu, ekki satt? Þannig að, mér þykir alveg vanta stýringu á því á Íslandi, á líka vinkonum sem að rekur fyrirtæki í Brasilíu og að fara til frumbyggja með heimsóknir og fara til frumbyggja í heimsóknir til þeirra og og hún segist einmitt verða rosalega vör við þetta, fólk að biðja ég vil fá ferða á morgun og segja nei, við búin að semja við þetta samfélag og því þau líka passa vel upp á sína náttúru og þau við fáum bara 4 ferðir eða eitthvað á þessum tímarama eitthvað svolítið, svo fólk heldur alltaf að geti það bara vant því, nei, hvað á ég að borga það mikið fyrir að fá að koma og náttúrulega margir grípa það og þarf eitthvað að setja þarna eitthvað stýringu, en það náttúrulega stýring þarf ekki að vera eitthvað svona kvóti, það líka til bara stýringar með bílastæðum eða með bara aðgangseyri bara auðlinda eða svona eins og þeir eru að boða núna líka ríkisstjórnin að það verið tekið auðlindagjald á ferðþjónustuna og það allt brjálað yfir því við það bara alveg eins og skemmtifræðskipin auðvitað eru þau sem er að borga það ekki ánægð með það En býtu, akkur séu auðvitað vegna þess að ef við trúum á umhverfisvísindin, ef við trúum á loftslagsbreytingar, ef við erum meðvituð mikilvægi þess að við bregðumst við, þá verður bara að hafa það, við áttum okkur bara á því að það er bara eðlilegt að við borgum einhverja auka gjöld fyrir að skapa álag á En ég meina að það eru örugglega einhverjir í ferðaþjónustunni sem eru sammála því en svona hagsmunasamtök reglífarsamtök, hagsmunasamtök ferðaþjónustunnar, auðvitað bregðast þau, það er svona það sem ég segi, auðvitað bregðast þau ekki vel við því að það sé verið að leggja þvert yfir á þeirra hagaðila það þykir mér fyrirsjáanlegt en það væri það samt alveg frábært eða það væri aðeins styttra á milli ef við værum ekki alltaf í þessari hagsmunabaráttu heldur, ef við værum saman að reyna að leysa þetta verkefni með skynsamlegum hætti. Já, og ferðaþjónustan hefur verið bara tala líka fyrir náttúruvernd og margum í ferðaþjónustunni líst til dæmis ekki uppbyggingu vindorku mannvirkja allar koppagrundir, þannig að það er ég held að við erum nú öll töluvert sammála oft fólk, en auðvitað eru þau samtök sem eru hagsmunasamtök, þau tala þetta fyrir hagsmunum svona þegar þau eru komin eru orðin reglífarsamtök þá tala þau náttúrulega fyrir bara augljósum hagsmunum sinna hagsmunaaðila og ég vil leyfa mér að taka
sko, og í þessu samhengi vil ég leyfa mér að taka landvernd út fyrir svega. Mér hefur þótt ósanngjarnt að stilla landvernd ungum umhverfissinnum, þessu náttúruverndarsamtökum upp sem einum af mörgum hagsmunaaðilum. Og þið hafið ekki enga hagsmuni á ykkar part? Ég hef enga hagsmuni af því að náttúran sé vernduð eða að við förum í loftslagsaðgerðir. Ekkert frekar heldur en þú. En þetta er almannahagsmunir. Ég er náttúrulega að tala fyrir hugsjónum félaga í landvernd. Það er ekki það sama að tala fyrir hagsmunum einhverja hagsmuna aðila. Allir félagar í landvernd hafa heldur ekki hagsmuni að því að hér sé farið í loftslagsaðgerðir frekar heldur en bara við öll. En sko þetta er nú engin smá ferðamannastraumur. Það kemur nú satt að segja svolítið óvart að nýjar tölur sýni okkur núna að við höfum verið með næst fjölmennasta árið 2,2 til 2,3 milljónir ferðamanna á síðasta ári. Það er bara 2018 sem hafa verið fleiri. Sko meir og minna allt árið finnst manni að það hafi verið vælt yfir því að það var ekki verið að gera nóg til þess að selja Ísland og mér finnst þetta mjög áhugavert. Þetta er náttúrulega alveg brjálæðislegar tölur sko. Og á tímum þeirrar hugsunar að gæði skipti meira máli heldur en massinn og gott væri nú að hafa hvern ferðamann aðeins lengur heldur en bara stoppa í 2-3 nætur með því umhverfisspori sem að fylgir því sko. Að erum við að mati landverndar pínulítið föst í gamaldagskýr í þessu alltaf einblína á massan, fjöldan, telja þetta í Já, ég held að fyrir mig ekki stefni í rétt átt hvað þetta varðar sko fólkin er að fjölga en ég held að þau eru að stoppa styttra og það er alveg þá nokkuð mörg ár síðan hvort það hefur verið 2015-16 sem að ég á góðar tengingar við Þýskaland. Ég er sem sagt þjóðveri að hluta og þekki þar aðeins til og frænka mín var þar að vinna í ferðaþjónustu fyrirtæki og hún sagði Þjóðverjar eru svolítið að missa áhugan á Íslandi af því að þeir segja nei, þetta er orðið svo mikill massatúrismi. Við nennum ekki að fara í einhverja svona, þú veist, Þjóðverjar ekki að fara kannski eins mikið til Tenerife og Íslandingar, ég veit ekki, en þeir eru með þeir sem hún talaði við nú ætla ég ekki að fara að alhæfa alla Þjóðverja en þetta eru raddir sem að voru þarna fyrir alveg þó nokkuð mörgum árum 10 árum að tala að þeim litist nú ekki á blikuna að það væri orðið svolítið mikið af fólki þeir upplifa sig ekki sem svona kannski þessa einingu í náttúrunni eða svoleiðis sem að kannski fólk er að leitast eftir en svo eru fullt af stöðum á Íslandi þar sem að þú færð það alveg en ég held að það megi gera miklu betur í stýringu stýra ferðamönnum auglýsa staði sem eru sem meiga við fleiri ferðamönnum og dreifa þannig ferðamönnum frá þessum algjöru gullkálfum eins og Landmannlegur og náttúrulega Gullfoss og Geysir og svona, þetta er alveg þessi stað er bara svona rúlla og það er alltaf mikið af fólki og munurlega að vera áfram mikið af fólki en svo eru staðir eins og ég vinn á sumrin sem landverður í Vatnajökulsþjóðgarði austan megin og það í Kverkfjöllum til dæmis er stór skáli risastór skáli með fullt af gistirýmum hann er eiginlega, ég veit ekki til þess að þau séu notu sko nema bara litlum hluta allt sumarið þar má alveg þar má nota þá innviði og þá það er mjög fallegt svo ég sé, kannski ekki alveg hlutlis ég hef verið þetta mjög mikið og þykir mjög vænt þennan stað náttúrulega, ég er nú alveg upp alltaf stutt frá Mývatnssveitinni oft verið í Kverkfjöllum stórkostlegu náttúruperla þarna en þegar ég hitti fólk á veginum sem landverður og spyr hvert er að fara og er leiðbeina að þá er allir að fara í ösku en en það má stýra fólki ég meina það eru eins og ég segi, það eru bara heil fræði í því hvernig að stýra ferðamannastraumum og ég held að það megi gera
töluvert betur á Íslandi, við erum svolítið duglega með auglýsa út á við, komið til Íslands og svo þegar fólk er komið þá er það bara keyrir bara í Jökulsárlón og er á Suðurströndin og Suðurströndin þar er bara ómögulegt að fá gistingu á sumrin með allavega litlum fyrirvara og Ég hitti líka í minni jólaferð nokkra erlenda ferðamenn sem ekki höfðu komið til Íslands og þeir sögðu að ástæðan fyrir því væri svo að þeir hefðu heyrt að gæðin væru ekki í samræmi við verðið. Þeim fannst þetta mjög dýrt og það er einhver saga sem gengur hérna úti núna að Ísland sé alveg brjálaðslega dýrt sem að þeim finnist allt í lagi ef gæðin væri í samræmi við það. Já. En sú saga barst mér og konunni minni ítrekkað frá erlendu ferðamönnum að fólk upplifði ekki að gæðin væru næg og þá var verið að tala ferðaþjónustu sem á að kosta pening er aðeins í ætt við luxus, getur við kannski sagt þannig að það eru alveg einhverjar áskoranir og það er eitthvað sem við þurfum að vera vakandi fyrir í þessum efnum. Best væri náttúrulega umhverfisinnar og aðilar ferðaþjónustunni gengu alltaf í takt. En ég ætla að aðeins að víkja þá talinu að því sem ég nefndi ríkisstjórnarskiptin núna. Já. Nýjan umhverfisráðherra Jóhann Páll Jóhannsson. Já. Hann hefur boðað og þau í stjórninni að nú sé góðu tími til að virka meira. En hann hefur svo sem líka verið kannski bara nokkuð spakur og einlægur í því að hefur manni fundist í þessum viðtölum sem að maður hefur séð til hans að hann virðist sumpart meiri umhverfis sinni þegar hann ræðir loftslagsmál heldur en þeim forveri hans Guðlaugur Þór, það er svo mín tilfinning. Hvernig sjáu þið hjá Landvernd fyrir ykkur svona það sem boðað hefur verið á hálfu þessar ríkisstjórnar? Mér finnst rosalega margt á þessu bara áskrifa blað en þá. Það gladdi mig í stjórnarsáttmálanum að þar er nefnd líffræðileg fjölbreytni. Þar er nefnd vernd í hafi sem að við erum virkilega eftir á Íslendingar. Og aukin orkuöflun er líka nefnd og samfylkingin það er ekki nefnd í sáttmálanum en samfylkingin með sjálfstætt markmið 20% aukningu í næstu 10 árum. Mér hefur þótt hann svolítið yfirlýsingaglaður í þessum viðtölum. Þetta er náttúrulega, ég er ekki samt búin að það var margt eftir að skýrast ýmis mál til hvers er þetta að vísa í yfirlýsingagliðinni? Ég bara annars að leggja fram rammaáætlun okkur einsta þingi og talar leti í sínum forvera þetta sem skapaði þarna eitthvað milli þeirra svona opinberjar einhverjar deilur hvor allar að virka meira ég held að þetta sé bara rosalega ótímabær svona rifrildi eða umræða Heldur hann að sé of reynslulaus í Nei, ég held að það sé hans kostur hvað hann er tilbúin að læra og hann er ungur Já. Við þó eru oft öðruvísi til umhverfisverndar eftir því hvort þú ert fætt 65 eða 85 Já, svo náttúrulega bara fólk líka mismunandi og hann mjög veist að vera að taka loftslagsmál til dæmis mjög svona föstum tökum hann hefur talað og strax farin að tala næsta kopp og skuldbindingar Íslands hann búin að það er alveg eins og ég segi það bara margt sem að lofa góðu einhverju yfirlýsingagleði verandi rammaáætlun og og virkjana framkvæmdir sem að við þetta í Landvernd lesum bara í fréttum og hugsaum hvað þýðir þetta? Þú veist að því að hann á náttúrulega eftir að síðan kannski fara inn í málið og þú veist það er ekki búið að setja þing þannig að það var eftir að setja þing og það var eftir að hann var eftir að komast að því svona hvernig þetta virkar betur bara frá fyrstu hendi þannig að mér þykir svona yfirlýsingarna svolítið stórar ég verð að segja það en hann er bara flottur stjórnmálamaður og vonandi bara verið hægt að vinna vel með honum en það er
varandi þá allavega þessa hluti í stjórnarsáttmálanum vernd í hafi og líffræðilega fjölbreytni og svo náttúrulega landvernd á hver sko hefur ákveð hlutverk í þessum orkumálum ég gæta hagsmuna náttúrunnar og þar hefur við séð vaðið áfram í gegnum tíðina, gegnum árin vaðið áfram þvert á kannski betri vitund út frá umhverfismálum eins og Kárahnjúkum þá var Skipulagsstofnun ekki því máli að þetta væri bara fýsilegt en farið var samt á stað, það hefur verið vaðið yfir hagsmuni náttúrunnar en nú ætla ég ekki að segja hagsmuni heldur þessar hugsjónir og náttúruverndina gegnum tíðina og sem náttúrulega almannahagur á endanum og þar erum við augljóslega í aðhaldshlutverki gagnvart svona yfirlýsingum og munum vera það. Já, náttúran á að vera manninum undirgefin, sagði Davíð Oddsson í tengslu við Kárahnjúkavirkjun ómeðvitaður það að það náttúran sem á síðasta orðið, það súrleir best sem síðast leir, það náttúran en ekki maðurinn. Já, við erum að nota auðlindir jarðarinnar öll mannkinn á mjög ósjálfbæran hátt og fólk oft mjög tilbúið að horfa út í heim og benda fingrum en kannski ekki líta sér nær. Nei, en maðurinn þarf á náttúrun að halda og jörðin að halda en jörðin þarf ekki að manninum að halda. Já. Sko, ég ef við förum aðeins yfir í annað umræðefni sem sko, mér finnst eiginlega, ég hittu oft fólk sem veit ekki alveg hvað því á að finnast það og það það sko hvernig salan á rafbílum datt niður á síðasta ári þegar ívilnunum var hætt. En það talað stéttaskiptingu í þessu að bara svona þessi ríku hafi haft efni á því að fá sér rafbíla og það sé óeðlilegt að þeir hafi notið svona mikillar fyrirgreiðslu umfram þá sem eru fátækari eiga eldri bíla sem brenna dísel og bensíni og svona, gott og vel en sko á sama tíma þá þegar kemur að markmiðum losun og þá þetta náttúrulega mjög stór hluti, þetta þessi samgöngu þáttur eitt af því sem að svona almenningur í landinu hefur kannski hvað mest að stjórna á, ekki satt? Jú, og sko hvað á okkur að finnast sko bara get ég spurt þig á að taka tilbaka ákvörðun fyrrverandi ríkisstjórnar það að já. Sko ég held að það þurfi að vera einhverju hvatar fyrir fólk og til þess að kaupa rafmagnsbíla vegna þess að hér við veitum bara fólk kaupir bíla það ekkert að fara að hætta þannig að gera fólki kleift að kaupa það frekar að auðvelda fólki þá að kaupa frekar rafbíla gott og ég held að það ætti að taka það upp að einhverju leiti hvort sem að það í sama formi, ég ekkert að tala endilega fyrir sama formin og síðast og mér líst reyndar vel á það sem Jóhann Páll hefur sagt að hann ætli að skoða hvað áhrif þetta hefur haft á mismunandi tekjuhópa en það ekki nóg að þú veist, ef þetta þjónustar ákveðin tekjuhóp sem að hefur það ekkert allir að kaupa nýja bíla, nú ég til dæmis formaður landverndar og tala fyrir loftslagsaðgerðum og annað en ég hef ekki haft efni því að kaupa mér rafmagnsbíl og á bensínbíl en ég reynir bara að nota hann Gamla druslu? Já, svona ekki Ford-bíl en sem reyndar ætla síðan að losa mig við því ég flutt svona nær minni vinnu og annað, ég get bara gengið og tekið strætó en ég reynir alltaf bara að nota hann sem minnst en í þannig starfi þarf ég að skreppa á staði og þá hugsa maður hvernig á ég að gera það og þess vegna fekk ég mig bílinn í fyrsta lagi en stuðningurinn má ekki vera bara við hópinn sem hefur efni á nýjum bílum þannig að það gott að stiga við þann hóp og svo þarf líka að stiga við hinna og hvort sem það þá í einhverjum peningagreiðslum þú veist, einhverju bótakerfi þá nemur kannski herri álögum á til dæmis bensín, ef það var að setja kolefnisgjald sem hátt þá verður að koma til móts við fólki sem hefur ekki val annar hlutur eru almenningssamgöngur með því að bæta þjónustu
til almennings og það ekkert bara mér finnst það líka kannski svolítið svona rang hugmynd að það séu bara tekjulágir hópar sem nota almenningssamgöngur en auðvitað ef að þú bætir þjónustuna og gera hana ódýrari ég veit nú ekki hvað verið hægt að reka strætó bara ókeypis í strætó lengi fyrir peningin sem búið að nota í ívilnanir fyrir rafmagnsbíla þá er ekki að gera lítið úr því að það eigi að styðja við kaup á rafmagnsbílum ég er að segja þannig að það þarf að vera eitthvað samræmi í stefnum ég get nefnt til dæmis Sundabraut líka þá að byggja borgarlínu eða líka byggja hraðbraut beint inn í miðborgina fyrir einkabílinn og við vitum að frekari einkabíla innviðir kalla á frekari einkabíla. Finnst þér eitt rekast á annars horn í þessu? Já, það er ekki samræmi það er hækka verðið í strætó það er verið að niðurgreiða rafmagnsbíla svo er því hægt og þá er samt hækkar áfram í strætó og akkur er ekki verið að reyna að hafa eitthvað svona almennilega stefnu þvert á þann sem að fjármálaráðuneytið, samgönguráðuneytið, umhverfisráðuneytið vinna saman að því hvernig gjöldum er beitt, hvernig innviðum er beitt til þess að reyna að bara bæta þjónustu við fólk sem að vill ekki eiga bíl. Ég til dæmis vil bara helst ekki eiga bíl. Nei, ég er sammálaður. Ég myndi gjarnan vilja geta nýtt almenningssamgöngur þannig að ég þyrfti ekki eiga bíl. Og ég geri það mikið og en oft þá er það þannig að ég þarf þá að leggja á stað kannski klukkutíma áður svo hef ég oft staðið út í frosti og strætóin sem ég ætla að taka kemur ekki það svona hlutir og svo eru mjög letjandi og svo hækkar alltaf verðið og þjónustan er svo sama og síðastum áramóti já, þannig að þarna eru bara tækifæri til þess að gera miklu betur þannig að ég held að í þessum samgöngumálum það er auðvelt að segja það, þú veist, þessi rafmagnsbílar þjónustu, þessi rafbíla afslættir eða skattaafslættir þjónustu tekjuhærri hópa eða eingöngu það er ekki gott en akkur ekki segja það er gott að styrkja við þurfum að horfa allan skalan við þurfum að styðja við alla eftir því hvaða þarfir og getu þau hafa til þess að lifa umhverfisvænni lífstíl til þess að brenna minna kolefnis eldsneyti þannig að það eru alveg fullt af tekjufæri þarna ég held að sé ekki hægt að segja af því að þjónustaði tekið hærri hópa þá sé að slæmt við þurfum að horfa í samhengi við hvað annað er gert og þegar bara er stutt við tekið hærri hópa þá erum við að sjá mismunun Ég upplifði þetta svolítið þannig eins og unglingurinn Ísland eins og maður kallar stundum Ísland þetta er svona vantar alltaf pínulítið upp á fullan þroska að unglingurinn Ísland á bara svolítið erfitt með að gera það upp við sig hvort við ætlum að vera þessi bílaborg höfuðborgarsvæðið þar sem hver og einn hefur bara rétt á því það er þægilegast að vera á sínum einkabíl og fara á lámars hraða á milli 2 punkta eða hvort okkur er raunverulega alvara með mikilvægi samgöngu byltingar tengdri Sástuðin myndir frá New York það er búið að setja vegtolla í New York nýlega það eru bara lengi bílar á götunum allavega á þeim myndum sem ég sá nýjir vegtollar sem sagt Já, það er ekkert langt síðan var í New York ég tók eftir því að það var bara mjög fár bílar þannig og ég ætla að bjóða í Bretlandi og það var engin bíl í London fólk allavega í mínum aldri og svona fólk sem býr þarna það tekur því ekki það er ógeðslega dýrt og erfitt að finna stæði og svo er bara næsta neðanjarðar lesti bara rétt hjá og þetta er svona ákveðin framtíðar kannski músík sem maður geti ímyndað sér á Íslandi einhver leiti en bara lest til Keflavíkur frá Reykjavík Keflavík frábær hugmynd bara
það alltaf að tala með að sé eitthvað geimvísindi eins og það sé eins og tala að fara til tunglsins að byggja lest á Íslandi. Bara allar hugmyndir sem að fela í sér metnað, stórhug og mikla hagsmuni gagnvart framtíðinni, það eru aldrei upp á borðinu. En sýnist þér sem borgarlínan sko verði þetta kraftaverkatæki sem að margir horfa til? Mér finnst alltaf verið að draga úr pínlítið metnaðinum varðandi borgarlínu og þetta verði það eru mjög mikil tækifæri í þetta verði mikil bylting og ég bara hlakka til að sjá þessa vagna hafa sko forgang í umferðinni. Það svona kannski stóra málið sem ég sé í framförum en hérna á meðan sko til dæmis ef þú átt bíl og meðan það ennþá auðveldara að nota bílinn heldur en borgarlínuna þá mun fólk velja bílinn. Ég held það sjálfviljóst og ég sé ekki að leiðum ég er nú ekki engin sérfræðingur í þessari borgarlínu en mér hefur þóst svona að sjá að munurinn milli þess strætó sem núna og borgarlínu aðalega þessar forgangsakreinar en leiðirnar ekkert að breytast mikið eða svona en það voðalega fínt að taka strætó í Íslandi sko ef hann á réttum tíma og þarna við talum nú ekki á háana tíma þar sem forgangsakreinar en það rosalega leiðilegt að vera fastur í umferð í strætó þannig að en ef það verið fljótlegra að taka strætó heldur en að ferðast með einhver bíl þá mun fólk gera það og kannski verið það í svona nágrenni við þessar helstu stoppistöður borgarlínu en ef við erum að hugsa sko út fyrir það þá til dæmis víða í heiminum þannig að það eru sko bílastæði við þessar kannski helstu lestastöðverða þannig þá fólk að keyra á stöðina og leggja bílum þar og taka strætó eða lest restina af leiðinni. Þetta væri eitthvað sem var áhugavert að sjá en ég held að til dæmis með því að byggja Sundabraut og setja ekki forgang borgarlína bara sem fer mjög hratt frá A til B og saman tíma að þú ert að setja inn hraðbraut fyrir einkabílinn það vart að gera auðveldara fyrir einkabílinn heldur en að svo fara ekkert stæði hjá stoppistöðu borgarlínar eða annað. Það vantar svolítið kannski svona sálfræðina bara í þetta að það sé bara hvernig fólk hugsar bara eins og þú oft verið bent á það af umhverfissálfræðingum mörg af þessum nýju húsum og svona mann langar ekkert að fara í göngutúr þarna innan stálkassa á meðan það svipalangt ég man ekki frá Kringlunni í Skeifuna eins og frá Granda á Hlemm eða eitthvað svoleiðis en maður myndi alltaf miklu frekar ganga að fara á þessum tveimur leiðum það rosalega mikið sálfræði þarna á baki og ég held að það þurfi í samgöngumáli líka svolítið að skoða hvernig fólk hugsar og ef þú ert með eitthvað markmið að nú eigi allir að nota almenningssamgöngur að þá þurfum að skoða það í samhengi við hvað aðrar leiðir í boði og hvað auðveldara og hvað hvetur fólk áfram vegna þess að það ég sá það í aðgerðaáætlun stjórnvalda til dæmis í loftslagsmálum þá að vera að auka vitund fólks umhverfis áhrif samgöngumáta. Ég held að flestir viti að það ekki umhverfisvænst að vera á bíl en þetta ekki það sem stjórnar valinu af því að hendurleikin stjórnar frekar og sumir þurfa að skutlast á marga staði með börn í leikskóla og síðan í skóla og síðan þarf að fara með þau á æfingu og síðan í píanótíma og þetta fólk kannski mun seint velja almenningssamgöngur en svo aðrir hópar bara sem búa í Grafvogi og vinna niður í bæ og keyra alltaf og fá alltaf stæði og það alltaf ná að vera alltaf eins og undan umferðinni eða eitthvað svoleiðis en ef þau horfa alltaf á strætó og fara framhjá kannski verður það og ef það ódýrar í strætó líka alltaf ef með það svona dýrt þá er fólk, neða, tekur ekki Það kemur óvart sko hvað þetta dýrt og orðið dýrt stakarferðir, hvað 700 kall og stökferði á barni hún ekki mikil 300-400 krónur eitthvað slús þetta úr dýrt sko
Já, ég held að það þurfa að skoða alla þessa hluti. Börnið náttúrulega bara frá fríkistrætu. Og þú ert að reka bíl og það kostar ógeðslega mikið og þú hugsa að ég verður bara að nota hann. Svona hugsa fólk. En það ekki að hugsa að það þú veist, allavega margir. Ég náttúrulega ekki kannski eins og fólk flest að einhverju leiti, en auðvitað, þú veist, ég með sömu ég á minn bíl og nota þegar það hentugast, en en maður finnur sko þessar tilfinningar, þú veist, þegar ég er búin að borga tryggingarnar eða bifreiðagjöldin og hugsa á ég er að fara niður í bæ eða ég er að fara eitthvað í Laugardalinn eitthvað og ég að borga 700 og eitthvað krónur í strætó eða bara nota bílinn sem að ég var að borga 20 eitthvað þúsund krónur í bifreiðagjöld fyrir sko. Já, einmitt. Svona sokking kostnar. Já, sokking kostnar. Ég nota það ekki. En takk fyrir að fara yfir svona nokkur umhverfismál með okkur hér á samstöðinni. Þorgerður María Þorbjarnardóttir, formaður Landverndar. Við gefum á þessu stíi ríkisstjórninni kannski gott veður, hún er rétt að hefja störf. Já, ég held að það sé rétt að dæma fólk af því sem það gerir, ekki því sem það segist ætla mögulega að gera eða þú veist, það lofa góðu margt og annað vekur upp spurningar og bara nú sjáum við hvernig þeim gengur. Já, og ef við þekkið rétt þá verður óspur í að veita ríkisstjórninni aðhald. Já, sjálfsög. Ljómandi, takk fyrir komuna. Við slítum þá þessum þætti í kvöld. Rauða borðið hefur runnið sitt skeið á enda. Við verðum hér aftur í loftinu klukkan 8 annað kvöld og minnum á fjölda úrvala af alls konar öðrum þáttum sem hér eru framleitir. Þökkum ykkur áhorfendur og hlustendur kærlega fyrir komuna og minnum á að ef ykkur líkar efni stöðvarinnar endilega látið vini ykkar og fólk vita af því, opnum fleiri gáttir, en gáttirnar eru margar. Við erum á hlaðvarpsveitum, við erum á Facebook, við erum á YouTube, við erum í beinni útsendingu alla jafna hér á kvöldin í gegnum Facebook og það við erum stöð 5 á símanum, spilari.is, við erum út allt. En það myndi sannarlega auka við okkar dagskrárgerð og styrkja okkur ef fólk segir sér fært að fara inn á heimasíðan okkar samstöðu.is. Þar hnappur sem stendur áskrift og undir áskriftar hnappnum hægt að auka líkur á okkar dagskrá og bæta við hana með hóflegu áskriftar framlega á mánuði aðeins krónur 2500 sem varla nærði að vera hamborgari. En þátturinn verður ekki lengri í kvöld. Takk fyrir samveruna. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.